Já, velkomin að Rauðaborðinu á mánudagskvöldi, ný vika, ekki síður en síðasta vika, margt í boði hér við Rauðaborðið á samstöðinni. Hérna aftast í þættinum að þá fæ ég forsetaframbjóðanda. Ég var búinn að tala við þá flesta en síðan á lokametrónum bættust við tveir sem að voru kannski undir radar og ég áttaði mig ekki á að myndu safna nægum fjölda meðmælenda. Í kvöld ætla ég að tala við Eirík Inga Jóhannsson sem er rafvirki. Ég ætla að tala við hann náttúrulega hans erindi í forsetakjörið, svolítið íslenskt samfélag, svolítið hann sjálfan og svo hér á morgun að þá mun ég ræða við hann Viktor sem að kannski kom allra síðastur inn í þessa rútu sem er forsetaframboðið. Við viljum fjalla meira Gaza hér við Rauðaborðið enda er þetta mál og þetta ástand sem að þar er kannski það mál í heimsmálunum sem er mest aðkallandum að eitthvað verði gert í en því miður eru kannski ekki sérstakar horfur á því. Hún Fida Abu Libdeh sem er umhverfis tæknifræðingur og frumkvöðl kemur hér. Hún er Íslendingur og Palestínumaður í senn og ég ætla aðeins að ræða við hana stöðuna á Gaza, væntingar hennar hvernig þetta getur, ástandið þar getur þróast, hvort það sé vonum að sjálfstæð og öflug Palestína byggist upp með aðstoð annarra ríkja en ég ætla líka að spyrja hana afstöðu íslenska stjórnvalda til þessa máls sem að verður að segjast að gengur svolítið í berhögg við afstöðu almennings eins og hann birtist til dæmis í skoðanakönnunum að þá er eins og stjórnvöld sé að reka eina stefnu og þvert á það sem almenningur helst vilji. Ég ætla að tala hér við Íslending sem er líka Palestínumaður hér eftir skamma stund en áður en að því kemur að þá kemur hann Þorvaldur Gylfason til mín. Ég hef verið að ræða við fólk svona úr ýmsum áttum lagareldisfrumvarpi sem er inn á þingi sem að mikið hefur verið gagnrýnt, fengið hér fólk sem horfir á það frá ólíku sjónarhorni og nú er komið að Þorvaldi Gylfasyni. Ég ætla aðeins að heyra hvernig þetta slær hann frumvarpið sem að óbreyttu myndi setja laxastofnun okkar í hættu, myndi færa firðin okkar í hendurnar á norskum auðkýfingum, myndi kannski ganga mjög nærri lífríkinu í þessum fjörðum. Ég ætla að heyra hvað Þorvaldur segir og svo er það líka þegar eru forsetakosningar og þá erum við ofta að svona ræða stjórnskipun landsins, hlutverk forsetans og þá blandast stjórnarskráin inn í það og ég ætla að spjalla aðeins við Þorvald líka stjórnarskrána. Hér eftir stuttar auglýsingar þá tekur Björn Þorláks við stjórninni hér við Rauðaborðið og fær til sín þingmenn, það er heill her sem að kemur hérna, ég held að séu 4 ef ekki 5, það er Jódís Skúladóttir sem situr á þingi fyrir VG, Andrés Ingi Jónsson, hann situr á þingi fyrir Pírata, Dagbjört Hákonardóttir er tiltölulega nýr þingmaður Samfylkingarinnar, Ingibjörg Ísaksen situr á þingi fyrir Framsóknarflokkinn og svo er Brynjar Níelsson varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins. Þau koma hingað öll við þetta Rauðaborð og ætla að deila pólitík, regna ég með. Það er hasanir í þingi, en það er líka bara hasar í pólitíkinni almennt. Það eru allir að fara að breiða aðeins úr vængjónum, fólk er að fara að undirbúa sig til kosninga og þá gerist það að svona umræða milli þingmanna getur orðið miklu líflegri og skemmtilegri. Ég býst við að Björn Þorláks takist að kveikja í því. Þetta er prógrami hjá okkur í kvöld á þessum mánudagsmorgni áður en að ég hleypi auglýsingum og Birni Þorláks að ætla ég að minna á að samstöðin er tilraunaverkefni. Við erum að reyna að byggja hér upp öflugan umræðu og frétta vettvang sem er í eigu áhorfenda, áheyrenda og lesenda og það er gert með því að við búum hér til efni og svo byggjum við ykkur að leggja eitthvað til. Þið getið lagt til það að segja bara fólki frá samstöðinni, við höfum ekkert efni á að auglýsa hana upp. Ef þið segir frá ykkur efni sem ykkur finnst áhugavert og sendi fólki kannski hlekk að þá stækkar dreifikerfið okkar. Þið getið bent á að við erum á Facebook og YouTube, öllum hlaðvarpsveitum í útvarpinu og sjónvarpinu hjá þeim sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum. En þið getið líka tekið virkað þátt með því að gera áskrifendur. Þá farið inn á samstöðum.is. Það er nappur sem ástendur áskrift. Þið getið skráð ykkur þar fyrir 2500 krónur sem grunn áskriftin sem að mér er sagt að sé lágt verð miðað við það allt
það efni sem við búum til hér á samstöðinni. Þið megi borga meiriði viljið og þið sem kjósið getið látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Allt sem þið sjáið hér og heyri í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir þeirra framlag. En ég ætla aðeins að bregða mig frá, leipa auglýsingum að og síðan Birni Þorláks og svo kem ég hérna aftur seinna í þættinum. Góða skemmtun. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag, barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið þið sæl og blessuð og velkomin í Þingið, þennan vikulega lið okkar við rauða borðið hér á samstöðinni. Við leitumst eftir því í þessum þætti að ræða við þingmenn þingmál, pólitísk álitaefni, stundum dægurmál og það óvenju þétt setin bekkurinn í þetta skiptið. Jódís Skúladóttir, VG, velkomin. Takk. Ingibjörg Ísaksen, Framsóknarflokki, velkomin. Takk. Brynja Níelsson, þú farð að fljóta með sem varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins því að einhverju hluta vegna þá gekk mér ekkert að bóka þingmenn Sjálfstæðisflokksins í þennan þátt en vertu velkomin, ekki síður en aðrir hér. Takk. Nú, svo erum við með Dagbjörtu Hákonardóttur sem einn nýlegasti þingmaður Alþingis, Samfylkingu, vertu velkomin. Og Andrés Ingi Pírötum. Hvernig líst ykkur á stöðuna ef við bara byrjum aðeins, tökum stuttanskræns á því sem allir eru að tala um. Það eru forsetakosningarnar, það frammistaða frambjóðanda á föstudagskvöldið í beinni útsendingu á RÚV. Við byrjum á þér, Jódís. Já, ég hafði virkilega gaman að þessum þætti. Ég gerði mér ekki miklar vonir, þau eru svo mörg og þetta myndi verða allt svo vandræðilegt. Talaði aðeins betur í mikrofónu. Já, en það kom mér óvart. Ég hafði mjög gaman að þessum þætti og þarna voru frambjóðendur sem kom mér óvart, frambjóðendur sem ég þekki kannski minna til, sem stóðu sig ákaflega vel. Þú nefna einhverja sem sló í gegn? Já, sko, Ásdís Rán náttúrulega var algjörstjarna. Ég hafði virkilega gaman að henni og hún nú gömul vinkona að austan, þannig að gaman að sjá hann í þessu hlutverki. Já. En ég væri nú að ljúga ef ég sagði ekki að mín kona Katrín Jakobsdóttir hefði staðið sig afburða vel og skarað fram úr að mínu mati, en annars fundust mér aðrir mjög góðir líka. Já, takk fyrir það. Ingibjörg, þú kannski tósar þá til þín mikrofónina þegar við erum fleiri nemur hljóðnemum. Hvað fannst þér? Mér fannst það bara mjög skemmtilegt. Já. Og áhugavert svona líka bara að fylgjast með umræðinni í kjölfari á þættinum. Það var mjög margir sem fylgdust greinilega með þessu. Og vandarsamt, eins og Jóti segir, þarna erum við með 12 frambjóðendur að allir fá einhvern veginn sinn tíma. En ólíki frambjóðendur og ég held að sé líka bara forréttindi fyrir okkur hér á Íslandi að það séu svona margir einstaklingar sem eru reiðubúnir til að sinna þessu hlutverki. Og já, þetta er ólíkt fólk. Mjög ólíkt, mikil breidd þarna, mismunandi reynsla og margir einmitt sem voru þarna sem maður þekki minna, hafa verið minna í sviðsljósinu og bara mjög gaman að kynnast þeim betur. Brynjar? Ég með aðrar hugmyndur skemmtur heldur þessar hölda mínir. Já. Það er venjulegur þáttur. Já, nei, þetta er bara venjulegur þáttur og ef erfitt maður að horfa á hundum, skipta oft rás. Já.
Þannig að ég sá þetta ekki alls saman en þetta er Akkur þurftur að skipta rás? Já, stundum, við kvöldum til gamla að maður svona stundum neyðarétt, þá vil maður bara droppa hún í beautyboxið. Fjækstu aularhóll? Já, stundum. Okay. En þetta er allt besta fólk og það er bara fínt að fólk er að bjóða sig fram og menn fá að velja á milli. Ég ger enga aðsund við það. Nei. Dagbjört? Ég ætla bara að segja að ég nýti þess svo í botn, bara í tætlur að vera óákveðin kjósandi í þessum kosningum og ég ætla að leyfa þessum frambjóðandum að dansa í kringum mig bara eins og maður gerir að 4 ára fresti sjálfur. Þú ert eins og ég veit ekki hvernig ég ætla að kjósa. Ég hafði gaman af þessu. Ég var reynda með í eyrunum, svona minn átti ammali þennan dag, þannig að ég var út í ísbúð og í mínigolfi og svona. Okay. Þannig ég svona horfði síðan aftur á svona, maður sá bara hálfa söguna þegar maður sá svona, þú veist, augnagotur og svona rámkvolfum augnana stundum, en ég verð að segja, ég tek undir með Jóti sem Ásdís Rán standa sig mjög vel og það kom mér samt dálítið á óvart hvað fjármálin voru rædd, það hefur ekki verið held ég gert áður á þessum tímapunkti og ég held að fólk eigi að gefa því svolítið gaum hvernig fólk sækir sér fjármagn í að stunda svona kosningabaráttu, það skiptir máli og já. Andrés Ingi? Já, mér finnst þetta bara yfir höfuð mjög skemmtileg kosningabarátta og miklu meiri spenna en maður hefði kannski reiknað með. Mest spennandi í forsetakosningar í áratugi. Algjörlega og það er að sýna sig að það er ekki sjálfgefið að árangur á hinum hefðbundna vettvangi stjórnmálana þýði sjálfkrafa og sitt í forystusveitinni þarna. Það að Katrín sé allt í einu komin í einhverja varnarbaráttu eftir að hafa verið leiðandi í flokkspólitíkinni svona lengi. Mér finnst það svolítið skemmtilegt, segir eitthvað þjóðina að þetta sé ekki sjálfgefið. Og könnun dagsins í dag er ekkit sérstaklega góð fyrir Katrínu. Nei, í lokanum. Og náttúrulega bara í takti það sem hefur verið síðustu vikur. Hún hefur verið að gefa eftir og meðan Hallarhundur skotist upp þetta Spútnik fyrstu viknana. Já. En svo er líka rætt náttúrulega sum ykkar hafi lesið færslu Steinunnar Ólínu sem varða fréttum helgina þar sem hún hjólaði mjög grimmt í áróðursöfl og áróðursmaskinu öfl og Íslands og ræddi það að yfirstéttin á Íslandi virðist styðja framboð Katrínar Jakobsdóttur og henni finnst kannski ekkert eðlilegt að hún sér þess merki, segir hún á blaðamennsku moggamanna að þeir sæki miklu harðara höllu hrund séu eiginlega bara svívirðilegir í sínum spurningum, veit ekki öðrum frambjóðendum sama aðhald og þá sé moggin búin að reikna það út að moggin vill að Katrín verði forseti, þeir hjóla í þann frambjóðanda sem helst stuggar við Katrínu sem líklegasta kandidat sem er núna Hallar Hrund. Einhver orð þetta? Þetta er bara væll. Þetta er væll, segir Brynjar. Bara væll. Þetta er bara dæmi gert í svona baráttu og maður fara að væli yfir eitthvað svona. Bara mjög eðlilegt að menn séu bara spurðir erfiðar spurninga og svo bara spurning hvernig gengur þeim að svara þessu. En er ekki líka svolítið dæmi gert að hún rökstuðu gagnrýni sína með ákveðnum hætti, er ekki líka svolítið dæmi gert að menn eins og þú komir þá og segir bara þetta er bara væll? Já, þetta er bara væll. Það er þess að segja það. Þetta er ekkit nýtt. Menn er alltaf að kvart yfir einhverju. Menn verður þetta bara að svara þessum spurningum. Menn geta fundist oft ósangjað sem að fara í pólitíkinni. Vist ósangjant oft hvernig miðla sem ég veit að eru á móti Sjálfstæðisflokknum spyrja mín. Það þýðir ekkert að vera væli í því. Haltu bara áfram, svaraðu bara. Og það hafa náttúrulega frambjóðandi gert. Það er engin frambjóðandi að vælenda því að fjölmiðlar séu vondi við þá. Hins vegar segja það okkur kjósendum alltaf sögu að ákveðnir fjölmiðlar sé að taka á ákveðnum frambjóðandum öðruvísi en öðrum. Það er vegna þess að hluti frambjóðandana greinlega er að ýta við einhverjum varðhundum valdsins sem finnst þeir óþægilegur og vilja pakka í vörð fyrir sinn frambjóðanda. Já, ég meina, þú segir að þetta sé samsæriskenninga því að liði sem að stendur í þessu Ég er í þessu Sjálfstæðisflokki og ég veit að það er margir, bara mjög margir sem dettur ekki í hug að kjósa sósíalistana á Bessastaði. Það er ekki samsæriskenninga, fjölmiðlafrelsi á Íslandi er lélegt með að við hinn Norðurlöndin, við vorum að fá glæniga úttekt
sem sýnir að við erum aðeins í 16. sæti á meðal hinn Norðurlöndin skipa sér í efstu sæti og eina af rökunum sem nefnd eru til dæmis að Morgunblaðið, eina dagblaðið sem kemur út á Íslandi, það gefið út á sérhagsmunaöflum, útgerðaröflunum. Þannig að málið náttúrulega að mörguleyti flókið, það verður ekki afgreitt með einhverjum svona snöggum gífuryrðum. Nei, ég held svona að ég náttúrulega fara bara hérna miðjulegina á þessum við einni lagið. Mér finnst rosalega mikilvægt í svona kosningabáratu mitt að fjölmiðlar gæti svona síni aðhald líka og spyrja gagnrýna spurninga og reyna að vera eins jafnir yfir alla frambjóðendur eins og hægt er. Þetta eru málefnin mismunandi og þegar ég horfa á þetta svona úr fjarlægð að þá finnst mér líka að við nefnum Katrínu hérna, hún fekk nú líka alveg erfiða spurningar í tengslu við sitt fyrir að starfa og svoleiðis og er mikið dæmd af því þó svo hún hafi sett skilið við pólitíkina og sé komin aðra slóðir að það er mikilvægt að fá svör við vissum spurningum, vissulega þannig það þarf að gera málefnalega og ég held að það græði engin á því að fara í eitthvað skítkast og setja út á frambjóðendur því að líka ef það gengur of langt að þá fer það bara í meðumgun með viðkomandi. Áður við förum í umræðum innanlandspólitík og það að mörg að taka, þá langar mig að gera okkur svona smá prinsiptjekk óvænt. Það er Eurovision á morgun og við Brynjar munum þegar Gleðibankinn var hrunfluttur hvað okkur leið vel árið 1986 og Íslendingar sendu fyrst fulltrúa í þessi keppni. Við höfum aldrei verið stoltari, það var ekki einn bíll á ferðinni. Við vorum öll inn í húsi og biðum þess að Ísland myndi vinna Eurovision í fyrsta skipti sem við tekjum þátt. En sannarlega var þetta sameiningartákn, þessi keppni. Við vorum öll svo stolt af því að vera komin þangað. Við vorum kannski naív en við vorum fallega þenkjandi, samstæð þjóð sem nutum þess að fylgja okkar fulltrúum eftir. Núna eru til dæmis systurnar sem við sendum út fyrir 2 árum, yndislegar, Unnu, Hug og Hjörtu þjóðarinnar, þær eru að skipuleggja tónleika í rauninni til höfuðs Eurovision og þáttöku eru á morgun í undankeppni Eurovision með því að halda tónleika í Háskólabíói þar sem á sama tíma og Eurovision fer fram og þær eru að hvetja okkur til þess að sniðganga keppnina og allir tónlistamennirnir þeir gefa vinnu sína og vinnan fer til stríðshrjáðra og þeirra sem er verið að murka lífið úr á Gaza og allt tengist þetta eins og ég þarf ekki að kynna betur þáttöku Ísraels og því sem er að gerast fyrir botni Miðjarðarhafs. Ætlar þú, Jódís, nú tek ég hringinn, nú kemur prinsipspurningin, ætlar þú að sniðganga Eurovision á morgun og sýna Palestínumönnum stuðning með því? Já, það ætla ég að gera. Ég ætla að borða heima hjá vinkonu á miðvikudaginn, held ég. Ég er svo ruggluð í þessari dagskrá, það er einhver nokkur kvöld. Það er eina sem að ég mun verða eitthvað tengt þessu Eurovision og það er nú bara því að unglingarnir og krakkarnir ætla að horfa saman og við fullorðna fólki ætlum að borða. Ég er nú ekki mikil Eurovision kona en það var algjörlega mín skoðun að við ættum að sniðganga Eurovision eins og staðan er núna. Okay. Og bara það hefur verið, það er alltaf ágætt að blanda pólitík, þetta er gríðarlega pólitísk keppni. Hún hefur aldrei verið pólitískari heldur en nefnir. Aldrei verið pólitískari og ég held að við eigum að standa með okkar yfirlýsingum það að styðja frjálsa Palestínu, að standa gegn þessu hryllilega ástandi sem þar er núna. Og taka ekki þátt. Og með þessari afstöðu er fólk ekki endilega vega að heru sem keppanda, heldur frekar prinsipinu að við stundum sem. Já, algjörlega, en svo hafa nú reyndar líka verið talsverða gagnrýnisraddir á heru, hvernig hún hefur komið fram við þessum. Sömu ummælennar kannski ekki. Já, akkurat. Ingibjörg, sniðgangað ekki? Já, ætli ég verði nú ekki bara í þingsal á morgun. Ég held að sé ekki með lengum þingfund á morgun. En ef þú værir ekki þingsal? Sko, ég er ekki mikill aðdáandi Eurovision. Ég mannist í Gleðibankann. En prinsipið? Sko, prinsipið er þannig að mér finnst vont hvað þessi keppni er orðin pólitísk. Mér finnst það virkilega vont. Hvert er það svarið? Svarið er í rauninni bara það, ég menn það er búið að taka ákvörðun að halda þessa keppni, bursið frá því hvort ég horfa á hana eða ekki.
Það að þau séu að halda þessa tónleika í Háskólabíó bara finnst mér bara ósköp heiðalegt og einlægt og hvet allir til þess að gera það. Ég menn það hafa allir sinni rétt til þess að gera það sem við vilja. Mér finnst ekki hægt að réttlæta stríð á einn eða neitt nátt. Alveg sama hvar það á sér stað í heiminum og þetta bara skelfilegt og bitnar mest á börnum og konum. Brynjar, sniðganga á morgun? Ég hef nú sniðgengið þessa keppni í 54 ár. Ég sem að gera það ekki á morgun. Og með því ertu að senda hvaða skilaboð? Til fólksins í Háskólabíó. Þér finnst þetta bara hallærislegt? Já, veist það bara hallærislegt. Bara hreinskýri svar. Af hverju finnst þér hallærislegt? Að því, við erum bara þáttakendur í þessu. Þú getur haft einhverja skoðun. Mér bara þreyti með þetta. Þreyti með þetta hallærislegt. Þetta svona beauty box dæmi líka, sko. Þannig að ég ætla að horfa á keppnina núna aldrei svo vant. Drabjört? Nú varst þú að tala við konu sem hefur farið á námskeið í endurmenntun í Eurovision-fræðum hjá Eurovision Reyni. Velkomin til leiks. Þessi keppni skiptir miklu máli og þykir vænt hana bara eins og mjög mörgum. Ég ætla ekki að horfa á morgun af þeirri einföldu ástöðu að ég tel mig ekki geta gert margt til þess að styðja palestínsku þjóðuna en ég get þó gert þetta og ég ætla ekki að banna börnunum mínum að gefa sig að þessu. Ég ætla hins vegar ekki að halda þessu að þeim. Þau eru nógu svona ung til þess að ég get svolítið stýrt þessu og því sem ég held ég verði mitt í vinnunni. Ef ekki þingsal þá á fundi með flokksfólki. Þannig að nei, ég ætla að láta þetta fram með mig fara núna. Andri Singi? Sko, Eurovision er náttúrulega pólitískt verkefni frá upphafi. Já. Bara alveg eins og öll Evrópusamvinnað sem sprettur upp úr seinni heimsstyrjöldinni. Þá er þessari keppni komið á til að tryggja frið í Evrópu, til að læra af stríðsátökum áran á undan og tryggja frið með því að binda álfuna saman í gegnum viðskipti, í gegnum menntun og í gegnum menningu. Og þetta er bara pólitík samofin frá upphafi og friður líka. Og það að Ísland sé ekki að sniðganga keppnina núna á sama tíma og sko einn þáttakandinn er að fara með þjóðamorð. Ísland, það ríki sem var svona einna fyrst að taka afgerandi skref á alþjóðavettvangi í þágu Palestínu með því að viðurkenna sjálfstæði og fullveldi Palestínu fyrir, hvað er það, 10 ár? 2014. Já, 10 ár síðan. Nú lókum við nú bara settum við okkur við að stíða upp á svið. 40-50 börnum hvern einasta dag. Já, þetta eru gerendur í einhverjum versta glæp síðustu ára. Þannig að minnst að Ísland ætti sniðgang og auðvitað gerir ég það. Mér langar að bæta við, þetta er alveg hárrétt sem Andri segir, sko þegar keppnin var haldin fyrst 1956 í Sviss þá var það yfirlýstur tilgangur að kveðja ófriðin. Og þegar ófriðin er til staðar þá er það meðvitað ákvörðun að horfa fram hjá því hjá öllum Evrópuþjóðum og auðvitað hefur verið sárt að sjá okkur helstu bandaþjóðir taka bara beinlíst afstöðu gegn palestínsku þjóðinni. Og ég meina, mér er að minnist þegar ég fór til Þýskalands núna í haust að það blakta ísraelskir fánar samhliða þeim þýska fyrir fram helstu byggingar og maður hugsar, já, hvert erum við komin? Og svo búið að banna að palestíski fánin verði þarna í höllinni í Malmö, þannig að sko þetta er svona gengi kannski í því lengra. Og það er svo sem ekkert nýtt, hatari tryggði Íslandi sekt þegar þeir flögguðu palestínska fánunum í græna herberginu á sínum tíma. En ég held að það sé sko til marks að auðræðið í veröldinni og hagsmunirnir þeir eru farnir að hafa mjög mikil áhrif á mannúðamál og mannréttindamál og ég ætla að snúa þeirri umræðu hér aftur heim með það í huga. Og við erum hér með fulltrúa ríkisstjórnarinnar sem er að leggja fram mjög umdeilt og óvinsælt lagareldisfrumvarp, ótrúlega eldræða sem Katrín Oddsdóttir hefur flutt þar sem hún sýnir fram á getuleysi íslenskra stofnana til þess að stöðva jafnvel ólöglegar framkvæmdir norskra auðmanna í varðandi strandveldið í sjó á Vestfjörðum og þetta lagareldisfrumvarp er væga sagt umdeilanlegt. Þið hafi svona ekki alveg verið skýr með það hvort þið ætlið að taka afstöðu til viðbragða stjórnarandstöðunar og gagnrýnenda með því að kannski
keyra ekki í gegn breytingar sem að í rauninni gefa bara þessum fyrirtækjum þarna ótakmarkaða nýtingarheimild á fjörðum landsins undir business sem sóðalegur að mörgu leyti. Hann veldur sjúkdómum, hann eykur líkurnar á að íslenski laxinn erfðablandist og eyðileggist. Hann skapar nokkur störf en við vorum líka hér með líffræðing, einn besta vísindamann þjóðarinnar í síðustu viku sem að sagði að þetta væri svo arfavond hugmynd, burt sér frá þessum lagabreitingum sem við verðum að gera. Að vera með sjókvíaeldi í fjörðum hana fyrir vestan, eins og við verðum að gera það. Og hann rökstuddi það í löngumáli, ég hef ekki tíma til þess að fara við það. En þá komum við loksins að spurningunni, Jódís, ætlið að breyta þessum drögum sem nú eru fyrir þinginu, frumvarpinu? Og þegar þú segir ætlum við, þá ert að vísa til meirihlutans. Nú málið statt inn í atvinnuveganefnd og þar það til umfjöllunar og nú ætla ég bara að fá að tala algjörlega heiðarlega. Fiskeldi eitt af þeim stóru málum sem að ég hef talað fyrir og hreinlega ástæða þess að ég býð mig fram í pólitík. Ég kem að austan. Ég satt í heimastjórn, var í sveitarstjórn í Múlaþingi, satt í heimastjórn á Djúpavogi þar sem að íbúar eiga allt undir fiskeldinu eftir að Vísir stakka eftir Grindavíkur og skildi allt eftir í rúst. Þá kemur fiskeldið inn og skapar þar störf og vettvang fyrir áframhaldandi búsetu. Það sem að gerir svo undanförnum árum ótrúlegt að fylgjast með. Í dag fiskeldi nánast í öllum fjörðum Austurlands. Á Seyðisfirði hefur áratugum saman verið byggt upp samfélag þar sem að hefur verið fjölbreytt atvinnulíf en þó fyrst og fremst byggt upp á menningu, menntun, listum og ferðaþjónustu. Staðan á Seyðisfirði hefur verið þannig í gegnum árin að meiri hluti íbúana ítrekað í könnunum, hvort sem að íbúarnir gera þær kannanir sjálfir eða hvort að sveitarfélagi eða aðrir gera þær kannanir, á móti öllu eldi á Seyðisfirði. Ég alveg gáttuð yfir því hvernig sú vinna hefur farið fram. Í öllum tilfellum hefur komið upp eitthvað neikvætt. Hvað varðar burðarþolsmat, hvað varðar siglingaleiðir, hvað varðar faristrengin, hvað varðar snjóflóðahættu, en af einhverjum ástæðum, alveg óheppilega, hefur hvert skrefið verið tekið á fætur öðru þar sem að þessu þvingað áfram og áfram og áfram. Þess vegna sagði ég strax og frumvarpið kom fram, ég taka það fram, ég var ekki á þingflokksfundi þegar frumvarpið var afgreitt út. Ég sé í þessu frumvarpi svo margt ótrúlega gott. Við búum við óbærilegt ástand í fiskeldi eins og það í dag. Algjörlega óbærilegt. Hvað gott fyrir frumvarpið breytingarnar? Hvað gott við það? Já. Það að í fyrsta skipti verið að líta til vistkerfisins, náttúruverndar, dýravelferðar. Hvernig? Með til dæmis þessum afmörkuðu svæðum, með hertum eftirlitsreglum og meira eftirliti. Ég var fyrir vonbrigði með breyting sem að urðu á frumvarpinu á milli samráðsgáttar og þar til það kom í þingið varða til dæmis sektir. Mér hefði þótt eðlilegt að sektirnar myndu miðast frekar við hagnað fyrirtækjana, vera prósent af því, frekar heldur en einhver föst tala. En það sem ég ætlaði að segja með Seyðisfjörð, ég hefði viljað sjá breytingatillögu að Seyðisfjörður falli undir 7. greina. Nú verið að friðlýsa firði fyrir norðan og bara af öllum rökum og sérstaklega íbúa lýðræðis og óskum íbúana. Takk fyrir þetta, en eitt í lokin áður en við tökum hringinn. Finnst þér ekkert athugavert að eins og rætt hefur verið að norskir auðmenn þeir bara eignist íslenska firði og afnóta þeim bara aldur ævi? Jú, nú það ekki svo að erlendir auðmenn eignist firðina, þannig verið að útdeila leyfum, en ég ætla bara að halda því til, ég ekki sammála því að hafa að leyfin séu ótímabundin, en það hefur ráðherra sagt að hún leggi, eða hlusti á þessar raddir
og það eru auðvitað borði atvinnuveganefndar að koma með breytingatillögur en ég heyri ekki betur en að ráðherrann styðji þær. Ingibjörg, hver afstaða ykkar framsóknarmanna? Ætlið að hlusta eitthvað á minnihlutann eða? Já, sko, afstaða okkar hefur alltaf verið skýr í þessum málum. Það að það séu tímabundið leyfi. Formaðurinn okkar hefur talað fyrir því í ansi mörg ár og það var svona samhljómurinn í þingflokknum í okkur að við vorum, vorum ekki sammála því að gefa ótímabundið því að þetta eru auðlindir landsins og við þurfum í rauninni að gæta þess hvernig við útdeilum því. Þannig að formaður atvinnuveganefndar sem framsóknarmaður, Þórarinn Ingi, hann hefur líka talað skýrt um þetta að breyta þessu í meðförum nefndarinnar og það auðvitað þannig að þegar ráðherra hefur mælt fyrir málinu þá máli komið til þingsins eins og Jódís segir og getur þá gert þær breytingar með tillit til þeirra umsagna sem að berast nefndinni. En mér langar einmitt að taka undir svona, breytingi sem ég myndi vilja sjá án þess að hafa lúslesið þetta frumvarp að það sé skýrt tekið fram að það verði tímabundið leyfi, ekki ótímabundið, en það margt gott þarna eins og Jódís segir, það verið að herða reglurnar verulega, eftirlit, sektir líka, það vera háar sektir við strókum fiska, það líka sérstakir samfélagssjóðir, núna hafa þeir verið skertir til samfélagsins, nú að reyna að öllu leyti til samfélagsins sem mjög mikilvægt. Það líka viðurlög við því að svipta fyrirtæki bara hreinlega leyfi ef að þau fara ekki að lögum og reglum. Það líka verið að skoða svona framtíðina, þó svo það kom ekki fram í þessu frumvarpi, þá veit ég að það umræði í nefndinni að skoða svona framtíðasýn varðandi jafnvel ófrjóa fiska. Þannig að þeir sem eru í í sjókvíum, þessi fiskar, að innan einhverja, ég veit ekki, 10, 15, 20 ára, að þá verði þeir ófrjóir svona eins og regnbogafiskurinn. En ekki traust til atvinnuveganefndar hrunið eftir að þið gjörbreyttuð búurlaga frumvarpinu og stórsköttuð neytendarétt með þeim breytingum sem voru gerðar á því? Ég reyndar ekki sammála því, ég held að breytingarnar sem þar voru gerðar hafi verið mjög góðar og í rauninni eins og ég segi. Fyrir neytendur? Já, ég vona að skilseti neytenda, það mín trú að það gerir það og ef að það gerir það ekki, þá þurfum við bara hreinlega að taka máli aftur upp og skoða hvort það þurfa að breyta því, en ég sannfærð það að þetta muni skilseti neytenda. Brynjar, en hérna Brynjar, styður þú þetta frumvarp bara óbreytt eins og það hefur verið lagt fram? Já, það reynir nú ekkert á mig í þessu en allt í lagi. Sko, mér finnst alltaf þessi umræða kringum sjókvíaeldi menn sé að grauta saman alltaf hlutunum, sko. Ég get alveg skilið það menn sé bara fyrir á móti því. Segja bara þetta sé skaðleg náttúrunni og eitthvað slíkt. En þegar menn eru farin að blanda inn í þessu þetta sé einhverju auðmenn frá Noregi og Eru það? Sko, við erum alltaf að reyna að keppast í öll lönd að fá erlenda fjárfestingu inn í landið. Það væri ekkert sjókvíaeldi í dag hefðu ekki norsk fyrirtæki ákveða að gera það. Það væri bara ekki til staðar. Við þurfum líka að passa okkur á að selja ekki náttúruauðlindir Íslands frá okkur og bruna útsölu. Það er enginn að selja. Erlendra auðmanna. Það er enginn að selja neitt. Það er bara að veita aðgang og menn í upphæfi var til að fá menn til að fara í eldi. Að það væri ekki einhvern gjald eða eitthvað himinháa gjöld. Þessi fyrirtæki er ekki svona fann að borga sér arð. Þetta er allt í fjárfestingum ennþá. Þannig að menn er bara að huga því að hér hefur orðið gjörbreyting á íslensku atvinnulífi, komið mikil verðmæti inn í þjóðarbúið og svo er þetta allir að fara að snúast það að hugsaðlega einhverju norskir menn mun upp til að græði í framtíð. Nei, þetta er nú ekki alltaf snúast. Nei, það er farið að snúast það líka. Ég segi bara, erlenda fjárfestingar eru bara að það nú góða. En menn geta síðan að vera á móti þessu eldi. Það hefur komið fram, Brynjar, að þú getur bara byrjað að framkvæma þótt að sé ólöglegt og stofnanir ríkisins get ekki gert. Já, það er síðan allt annað mál. Þær segja, en þeir eru byrjaðar, við getum ekki gert neitt annað en að sekta það á pínu. Já, það er alls konar klúður í þessu. Ég er að tala stóra atriðin að fá erlenda fjárfestingu og þess vegna finnst mér ekkert vandamál eitthvað sé ótíðanbundið, það sé ekki tímamörka á nýtingunni því að þá er svona ekki fyrirsjáleiki og þá kannski erfið að fá menn til að fara í þetta. En það breytir því ekki. Fullveldisrétturinn hverfur aldrei frá okkur, sko. Við getum hætt sjókvíaeldi, sko. Við getum ekki pólitíska ákvörðun það, sko. Okay. Þannig ég hef ekki svo mikla áhyggjur af þessu, sko. Dagbjört. Pólitíska ákvörðun, já. Þá kemur mér í hug 75. grein stjórnarskrárinnar sem þessi ríkisstjórn er mjög umhugað sko. Þannig að við atvinnufrelsi, þannig að við vitum það bæði Brynjar að aðgangur að
auðlindum okkar eru þetta bara framseljanleg réttindi og við þurfum að hugsa mjög vel í upphafi hvernig við viljum hafa umhverfið í kringum þessa atvinnugrein og ég ætla ekkert að draga hérna úr því að það að áhrif af sjókvíaldi á ákveðnar viðkomandi byggðir landsins hafi verið mörguleiti ákveðar. Það hins vegar stefnir margt og bendir margt til þess að við þurfum að gera svo miklu betur í því að styrkja stjórnsýslulega umgjörð. Engin ákveður fyrir það? Ég held nefnilega að við séum ekki sammála leiðina vegna þess að eins og þetta frumvarp lítur út núna og hérna hefur verið nefnt sko með eftirlitið. Sko, til þessa hefur verið hafa aðilar sem hafa viljað hafa eftirlit með þessu þurft að sækja í eitthvað svona nýsköpunar og samkeppnissjóði og til þess að fá fjármagn inn í MAST til þess að hafa eftirlit með þessu sjókvíaldi til dæmis á Vestfjörðum og þetta hef ég bara beint frá fólki á til dæmis Bíldudal og það bara mjög slæmt ef við ætlum að halda úti eftirliti með þessari ofboðslega flóknu grein beint frá Selfossi og það bara staðreind að núna gert ráð fyrir því þessu frumvarpi að eftirlitsstörfin verða auglýst sem störf án staðsendingar og þetta í algjöru trássu við það sem hefur verið kallað eftir á stöðunum sjálfum. Við verðum að tryggja staðbundið eftirlit með þessu. Það bara mjög mikilvægt. Segðu mig Dagbjört, bara þú veist, svo ég skilji rétt að því að nú þekki ég þetta aðeins bara fyrir austan, þar sem ég veit að fyrirtæki þar sem með sjókvíaldi að greiða inn til MAST til þess að fá þetta eftirlit, þessi eftirlitsgjöld. Já, það það bara nýtilkomið. Þannig að framan af hafa margir aðilar þurft að sækja í samkeppnissjóð og nýsköpunarsjóð til þess að tryggja bara forsvarandi eftirlit. Það getur auðvitað, hefur Matvælastofnun lögum samkvæmt skyldu til þess að hafa eftirlit með þessari starfsemi. Vissulega, en það umfangi hefur ekki verið nægilegt. Ok, heyrðu Andrés Ingi, þitt teik á þetta? Já, sko við Píratar erum náttúrulega með þá stefnu að vilja hverfa frá sjókvíaldi, við viljum fasast út bann þetta. Hvers vegna? Það svo ákvörðunarlega tekin á grunni varúðarreglu umhverfisréttar að bara áhrifin á villta íslenska laxastofnin eru of óumflýjanleg virðist vera í þessum rekstri til þess að sé réttlætanlegt að fórna honum á altari þessa iðnaðar. En við erum ekkert blind fyrir efnahagslegum áhrifum á ýmsar byggðir hringinn kringum landið. En það í rauninni, sko, það samt birtingamynd laskarar byggðastefnu. Það birtingamynd ónýts kvótakerfis eins og Djúpavogi. Það birtingamynd þess að stjórnvöld sem alltaf að segjast ætla að gera eitthvað fyrir Austfirði og Vestfirði gera það aldrei í raun, þannig að fólki þar stekkur á svona quick fix tækifæri. Ríkisvaldið framselur vald sitt til atvinnurekenda. Já, og þá, ég skil vel fólk sem að sér þarna von á að halda lífi í byggðunum sínum, en ríkið það bara stíga inn og sýna þeim að það hægt með öðru móti. Og svo held ég að þarf ekki skammgóðu vermir að treysta á þessi fyrirtæki. Við sjáum bara hvernig hefur verið með gjaldtöku hjá Vesturbyggð til dæmis til að fá fyrirtækin til að greiða eðlilegt gjald fyrir notkun á hafnarmannvirkjum. Þar bara það komið fyrir Hæstarétt að fyrirtækin vilja allt gera til að komast hjá því að greiða sveitafélaginu það sem sveitafélaginu ber. Þannig við erum komið svo langt að vera að breyta hafnalögum til þess að veita Vesturbyggð skjól. Hvaða skjól hafi þessi sveitafélagi eftir 5 ár þegar fyrirtækin ákveða forsendurinn sem allt aðrar fyrir rekstrinum og vilja fara að kreista eitthvað út úr þeim. Og þar að ekki, minnst nú áhugaverð þetta frumvarp sem við erum með til umfjöllunar að stjórnarflokkarnir hafi verið svo blindir á stemningunni í samfélaginu gagnvart ótímabundnum nýtingarleifum á sameiginlegum auðlindum að það hafi einu sinni verið lagt fram í frumvarpinu en nú allavega 2 flokkar komnir á handarhlaupum að flýja undan þeirri stefnu. Ætlið að stoppa þetta frumvarp með málþófi? Við þurfum bara að sjá hvað kemur út úr þessu frumvarpi. Ég held að sko stjórnarflokkarnir sjá bara ágætlega það sjálfur að drepa það í nefnd með hvað þau eru að tala hvert í sína áttina. Einmitt, við þurfum að láta þetta duga þetta í bili því að ég veit að Ingibjörg, þú þarft að víkja velli eftir örfáa mínútur. Þú þarft að fara á fund en við hinn ætlum að halda áfram að spjalla áhorfendur góðir. Kannski ágætt að minna hlustendur sem eru að fylgjast með þessu hafa kannski dottið inn í okkar útsendingu í útvarpinu því við erum bæði í útvarpinu og sjónvarpinu og alls konar hlaðvarpsveitum á internetinu að þeir eru hlusta á þáttinn Þingið sem fastur liður á Samstöðinni. Hjá mér eru 4 þingmenn og 1 varaþingmaður, Dagbjört Hákonardóttir, Samfylkingu, Andrés Ingi Pírötum, Brynjar Níelsson,
Varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins Ingibjörg Isaksen Framsóknarflokki og Jódís Skúladóttir Vinstri grænum, 2 landsbyggðarþingmenn og 3 höfuðborgar. Já, ef ég les þetta rétt. En Ingibjörg, þið voruð að fá töluvert harða gagnrýni í ríkisstjórninni fyrir fjármálaáætlun sem að nú er fjármálaráðuneyti komið í ykkar hendur og nefnd sérfræðinga sem að sendi frá sér álit. Henni líst ekki á öllu leyti vel á forsendur ykkar fjármála sýslu fram í tímann til 2029, tekjur ofmetnar jafnvel eða ótryggar, ákveðin óskhyggja í hinn og þessu. Við erum að borga náttúrulega ansi mikið fyrir skuldir ríkissjóðs í vexti. Og náttúrulega á sama tíma eru heimili landsins skuldsett, þeim blæðir mjög því enn dregst að lækka vexti. Verðbólgan ennþá mein. Því hefur verið spáð að í ykkar höndum, nú verða kosningar annarkvort í haust eða að ári, það hefur verið spáð að þið muni bara opna vasana eins og svo oft það var, þið Framsóknarmenn, og siglið með okkur öll til helvíts fjármálalega. Mikil ábyrgðina. Hverju svarar þessu? Það heldur betur dramatíska lýsingar hérna. Já, sko, ég reyndar með telst til að við séum 3 frá landsbyggðinni, eða það ekki, við teljum þið með? Jú. Það ekki, nokkuð jafnt bara í liðanum. Sko, bara já, takk fyrir þetta. Fjármálaráð þetta sendi sína álitsgerð varðandi fjármálaáætlun og við erum líka að hafa það til huga núna að fjármálaáætlun til 5 ára, hún er alltaf endurskoðuð árlega og tekið tillit til aðstæðna í samfélaginu hverju sinni. Ég er alveg sammála að vextir og verðbólga of há. Við hefðum viljað vera að koma með hana lægra núna á þessum tímapunkti heldur hún en það er líka bara mikil þensla í samfélaginu. En það eru samt vísbendingar það að hún sé að fara lækkandi og hún er að fara lækkandi. Þannig að við bindum vonum við það að það muni að halda áfram. En það er samt líka, fjármálaráð kom samt líka með mjög jákvæða umsögn þar sem við töluðum það að staða íslenska efnahagslífs og opinbera fjármála er góð í samanburði í rauninni við flest önnur lönd í Evrópu. Við erum að sjá það að kaupmáttur, hann hefur vaxið, atvinnuleysi er lítið, jöfnuður er mikill og lífskjör almennt bara með því betra hér á Íslandi með við nágrannar þjóðir okkar. Og skuldir eins opinbera eru ekki mjög háar í alþjóðlegum samanburði. En eru við að ómeta tekjumótilið og liggur þetta á brauðfótum? Sko, tekjur ríkissjóðs hafa verið hærri heldur en áætlanir hafa sýnt síðastliðin 2 ár. Miklu töluvert hærri, ég held að sé á annað 100 milljónir krónur samanlagt eða ekki, ef ég man rétt. Nú er Jódís hérna í fjárlaganefnd og þekkir þetta betur en ég tölurnar alveg, en svo þurfum við líka að vera sanngjörn. Við þurfum líka kannski að horfa á hvað hefur verið í gangi í samfélaginu og í heiminum undanfarin ár. Við þekkjum öll COVID og aðgerðir í tengslu við COVID og Ísland reis mjög hratt og vel upp úr því með aðra þjóðir. Við erum með stríð í Úkraínu sem hefur alveg áhrif á innflutta verðbólgu og það sem má ekki gleyma er að Grindavík sem er viðvarandi verkefni fyrir ríkissjóð og allir flokkar á þingi hafa staðið bara vel að og það hefur verið mjög góð samhljómur en það eru útgjöld í tengslu það eðlilega. Já, ég var að lesa í síðasta nýjasta tímariti Vísbendingar sem fjallar efnahagsmála að staðan er svo sem ekki alslæm. Það er alveg matmargra. En vandamálið er kannski sko að sami hópurinn er alltaf í þessari kreppu sko, sem eru leigjendur. Þeir vildu ekki koma á bremsu í þeim efnum og sko það er ákveðin hluti jaðarsettur og í fátækara gildur fastur núna. Hvað ætlar að gera fyrir þá? Áður en hún víkur á velli? Já, það eru húsaleigulög núna í gangi sem á að vera til þess að skrá frekar í rauninni leigu hækkanir á leigumarkanum. 25%. Skipta mjög miklu máli og það er þessu húsnæðisbætur sem að ríkissjóður er að leggja fram í tengslu við líka kjarasamninga og þessi langtíma kjarasamninga sem náður skipta gríðarlega miklu máli en það er alveg sammálaðir að það þarf að huga þeim sem verst standa í samfélaginu og með því að ná verðbólgum og vöxtum niður líka er besta kjarabótin fyrir fólki í landinu vissulega og það er líka bara að verðum að hafa líka það í huga að við erum með barnabætur, við erum með húsaleigubætur, við erum með alls konar úrræði til þess að hjálpa fólki að komast og eigna sína fyrstu íbúð. En fyrst og fremst stöðuleiki í samfélaginu, efnahagslegu stöðuleiki, kjarasamningar, það er skiptir gríðarlega miklu máli. Við erum líka með kerfi þar sem að svona heiðalegu láglaunamaður eins og ég hef alltaf verið á því ég hef kosið blaðamennskuna, hún er illa borguð.
En það ég verið líka með kerfi þar sem ég fekk alltaf vaxtabætur verslunum og það skipti miklu máli. Maður átti börn og maður fekk líka barnabætur. Þetta skipti mjög miklu máli. Núna eru fríðindil þegar hennar ríkustu. Þú borgar í sér sparnað, lífeyrissjóð, þaðan kemur þetta, en venjulegt fólk sem hefur ekki efni á því að eyða þessum 5 eða 10 skalli ekstra mánuða móta því það er bara best í bökkum. Það er bara skilið eftir, meir og minna út á garði. Hvað var það barnabætur og vaxtabætur og það er fáránlegt. Ég bara fullir það að það er fáránlegt eins og vaxtastíðið núna að það sé ekki komið meira á móts við þá sem eru skuldugir, barnafólk í eiga að nafni til húsnæði sitt en sjá mánaðarlega afborgun kannski stökkbreytast 100.000. Sko þessi tilfærslukerfi eru mikilvægasta kjarabót, ég ætla bara að grípa hérna inn í. Það er gífurlega mikilvægt að hérna verði eitthvað endurreisn á tilfærslukerfunum. Við erum að tala um húsnæðisbæturnar sem við fórum með vaxtabóta, húsaleigubóta, barnabóta. Við sjáum einhverja viðleitni í þær áttir að koma þeim aftur á en þetta eru auðvitað bara hænusskrefi átt að því stóra skrefi sem þurfum að stiga í áttina því kerfi sem eitt sem var og var auðvitað hannað að jafna fólki. Ég klára eins og bara áðan í fernefla vegna þess að því hún talar um vaxtabæturnar sem ég var komin inn á og náði myndi ekki að klára er að það er hópur á störfum núna við endurskoðun á vaxtabótakerfinu sem einmitt að skoða það hvernig er hægt að breyta þessu kerfi í tengslu við bara hvernig er gert á Norðurlöndunum til þess að koma sem best til móts við þá einstaklingar sem að standa hvað lökustum fæti. Þannig að þetta í rauninni vaxtabótakerfi muni held ég ekki taka breytingu fyrir að minnsta kosti árið 2007. Það tekur tíma en þetta er í vinnslu til þess að skoða þetta og mæta þessum hópi, vissulega. Kærar þakkir fyrir komuna Ingibjörg, ég veit að tímiðinn er það ekki rétt hjá mér. Jú, ég var að mæta eftir örfáa mínútur annað fund. Eftir örfáa mínútur, en takk fyrir að koma, við kunnum vel að meta það. Bara takk fyrir mig, gaman að koma. Gangi þér vel í þingstörfunum og öðru. Takk. Við biðjum að heilsa framsóknarmönnum. Ég skila því. Nú, ég ætla kannski þá aðeins að inn í þetta sko, Andrés Ingi, ef þú værir í ríkisstjórn, myndir þú fremja hólskurð á þessu bóta sístimi eða hefur aðra leiðir til þess að auka tekjur ríkissjóðs til þess að það væri hægt að jafna stöðum á milli fólks? Sko náttúrulega helst það sem þarf að laga í þessu bótakerfi öllu er að einfalda það, að draga úr öllum frádráttarliðunum þannig að fólk geti látið sér líða eins og það sé ekki alltaf glæpamenn eða að vinna sér inn eitthvað svona til hliðar við lífeyrin en sko stóri vandinn núna er líka húsnæðisskortur og það að ríkisstjórnin á síðustu árum hafi dælt milljörðum og milljarða ofan eftirspurnarmegin hjálpað auðugu fólki að auðgast meir á meðan framboðsliðin er vanrækt og stundum finnst manni eins og að fara ekki alveg saman hljóð og mynd þegar fólk talar um að vilja bæta úr þessu. Við vorum til dæmis í vetur að afgreiða frumvarp sem lögfesti heimild fyrir sveitarfélög að krefjast þess að ákveði lágmark á uppbyggingareitum sé ráðstafað til hagkvæms húsnæðis. Þetta er eitthvað sem að Reykjavíkurborg hefur verið sérstaklega framalega í að gera og hefur bara gjörbreytt samsetningunni á ákveðnum svæðum. Og það var gert samkomulag milli samband sveitarfélaga og ríkisins að þetta hlutfall ætti að vera 30% hagkvæmar íbúðir, 5% félagslegt húsnæði og restin geti síðan verið eitthvað annað. Þegar komaði að lögfesta þetta þá er þessi 30 plus 5% allt í að 25%. Þannig að það mátti ekki lögfesta það sem var búið að skrifa undir að væri samt markmiðið. Þetta við lögðum fram breytingatillögu þess efnis og hún var bara golffeld af stjórnarliðunum sem samt standa að baki undirskriftinni sem samkomulagið byggir á. Og þetta verður náttúrulega einfaldast aðgerð í heimi að dæla pening inn í almennu íbúðirnar, hagkvæma húsnæðið, það hefur verið að vaxa og það hefur verið að sýnast að það virkar tvöföldum eða þreföldum og þá erum við alltaf komin á allt annan stað. Félagslega lausnir? Já, bara að líta húsnæði sem grunnréttindi sem ríkið verður að sjá til þess að sé í boði. Ríkið að sjá það sem mannréttindi. Já, það er enginn á markanum í Dagbrynjar sem hefur þá ábyrgð að tryggja öllum húsnæði. Sko, við erum komin 100 ára aftur í tíman
Andrés, sko. Já, viltu ekki segja bara vinum okkar á Norðurlöndunum það og Evrópu allir það sem óhagnaðardrifin leigufélög og kannski næsta landsfundi bröskurunum sem að sko kaupa og selja íbúðum með byggingarétti. Ég komin aftur í auðvaldi og braskar og ég komin sko 50 ára aftur í tíma, sko. Já, þeir eru búin að fyrsta lagi, jafnaðarmenn hafi ekki gert neitt í þessu kerfi. Jafnaðarmenn hafa aldrei allt þetta kerfi á vegum Sjálfstæðisflokksins. Jafnaðarmenn eru bara út í túnu hafi verið mjög lengi. Gott að vita hver á skuldina. Já, sko, það sem ég bara að segja með húsnæðiskort, þetta snýst framboð á húsnæði sem hefur ekki verið róð gott og Reykjavíkurborg staðið sér vest í því. Hvort sem ykkur líka betur síðustu 10 ár, síðustu meira en áratugin. Þannig horfum bara á það. En skoðum heildarmyndina. Sleppum aðeins auðvaldun og bröskurinn. Skoðum heildarmyndina. Það hefur orðið gífurleg kaupmáttaraukning hér síðustu áratugin. Gífurleg og hlutfallslega mest fyrir þá sem höllustu fæti hafa staðið. En það breytir því ekki að núna eru auðvitað vextur og verðbólga út af sérstökum ástæðum. Gerir mönnum auðvitað erfiðara fyrir. En hér tala menn eins og allt sé að fara til árskotans. Það bara fjarri lagi. Þetta bara glíma sem við þurfum að glíma við. Þetta bara erfitt ástand sem við þurfum að glíma við og við tökum bara á því. En alltaf að fara að breyta hérna, já, erum við bara ríki að sjá allt húsnæði, við erum að sjá allt og þetta alltaf að hækka skatt á meiri pening. Þetta ávísun á tekjur ríkissjóð, þetta ávísun á vandræða ástand. Það bara þannig. Og saga kennur okkur það. Sýnist Dagbjört að þú viljir svara þessu eitthvað örstutt, eða hvað? Já, ég auðvitað bara gef ekki mikið fyrir þessa einföldu afgreiðslu á mikilvægi þess að við séum hérna með almenn leigufélög óhagnaðardrifin og gætum þess að hér séu allir með aðganga að viðráðanlegu húsnæði sem hendar almennu launafólki. Séreignarstefnan auðvitað hefur verið viðvarandi stefna hjá... Hún góð. Já, en ég verð samt að segja að við þurfum öll að búa við húsnæðisöryggi, Brynjar. Og það er eins og... Við komumst ekki lengra með þetta. Það eru nokkur mál sem ég ætla að ræða áður en... Ég ætla nú að fá að koma aðeins inn í þetta líka. Bara varðandi fjármála áætlun, þá kom nú Ingibjörg bara mjög vel inn á þetta, en ég vil fá að bæta því við að við erum auðvitað í heildarendurskoðun á örorkulífeyriskerfinu, af því að Andrés bendir nú hér á skerðingar og fleira, að við erum að stíga gríðarlega stór og öflug skref í þeim málaflokkum og varðandi húsnæðismálin að það svolítið ósanngjarnt að segja að hér gerist ekki neitt og hér sé alltaf vonar völ. Hér verið að byggja gríðarlega mikið og í þessari fjármála áætlun talað 10.000 íbúðir á... Þetta bara allt og seint, sko. Já, ég meina, eitthvað þarf að gera og það gott að við séum að halda áfram á þessari braut. Ég get eiginlega samt ekki sleppt því að ræða fjármálaáætlun án þess að koma því að auknum útgjöldum fyrir ríkissjóð mætt með aðhaldi á þá sem standi þjóðfélaginu og við sjáum það ekki síst með því að hér nefndar kjarabætur til öryrkja. Það verið að slá umbótum til þeirra á frest í meira en ár. Það þarf hvorki þáttastjórnanda né þingmann til þess að sjá það að tilhneigingin í íslensku stjórnmálum síðustu áratugi, hún hefur verið svo að hlaða meira undir botna þeirra sem meira meiga sinni í samfélaginu heldur en þeirra sem minnst meiga sinni. Ég verð nú að segja, sko, þetta alrangt sem að Dagbjört að halda hér fram að hér sé verið að fresta einhverju til þess að spara. Staðan auðvitað það var ákall frá þeim stofnunum sem munu þurfa að vinna eftir þessum nýja kerfi. Þau voru einfaldlega ekki tilbúin að byrja áramót. Ok, en ég ætla að víkja umræðinu núna í svolítið annað. Þið í Samfylkingunni fylgi ykkar mælist með heiminskautum og þið njótið þess að hafa formann sem snjöll og Ég líka snjöll. Þú það líka og þakka þér fyrir að koma hérna og sýna okkur það. En sem sagt, það mikið persónufylgi í kringum formanninn en á sama tíma þá verist vera einhver stefna hjá ykkur að þið viljið ekki styggja nokkurn mann og allt það sem allt sem hefði geta aðgreint ykkur frá öðrum flokkum núna eins og bara gangi ESB, taka upp evru, öll þessi átakamál að fremja uppskurð á sjávarútvegskerfinu og fleira
þið virðist vera að biðla bæði til sjálfstæðismanna og framsóknarmanna núna og alls samfélagsins ekki gera neitt sem geti ruggað kerfunum og stuggað við nokkru manni. Núna síðast þá eiginlega formaður ykkar að lofa útvegsmönnum að þeir þurfi ekkert að óttast. Hún sagði á fundi með fulltrúum í sjávarútvegi helgina eftir því sem fram kemur í Morgunblaðinu að hún vilji bara að þið komist á þann stað séu stolt af kerfinu og greininni og séu ekki tökumst á upphæðir frekar en nákvæmlega stórkostlegt kerfis uppbrot sem skapar líka þessa hræðslu í kerfinu og ef maður svona þýðir allt sem að þarna kemur fram yfir á mannamál þú sé ekki betur og hún sé að tala að veiðigjöldin hækki eitthvað pínulítið en samt eiginlega ekkert sem neinu máli skiptir. Línan hjá ykkur núna fram að kosningu svo að þið ætlið ekki að standa fyrir neitt sérstakt nema bara einhverja barnabætur og eitthvað svona auka eitthvað tilfærslukerfi og þið ætlið bara að horfa til beggja átta með það eitt að markmiða að komast í ríkisstjórn en maður kannski áttar sig ekki alveg á því til hvers. Hvar á ég að byrja, Björn? Gjörðu svo vel, bara það sem þú vilt. Svo ég tala nú bara það hvort að það ekki breyta neinu. Í sambandi við sjávarútvegskerfið. Þú hlýtur nú að sjá það. Þið eru fallin frá fyrningaleiðinni sem einu sinni að tala fyrir. Það enginn að tala það. En það var talað um. Já, sko, við getum auðvitað ekki borið ábyrgð á því sem hefur verið lagt upp sem hugmyndir hér. Og stefna Samfylkingarinnar auðvitað bara tekur breytingum samhliða tíðarandanum. En ég ætla bara að segja þykku það að við höfum bara mikla ábyrgð sem stóri jafnaðarmannaflokkur sem við höfum vilja vera. Við vorum auðvitað í upphafi stofnunarflokksins 1999, gekk í flokkum 2002, 17 ára gömul. Þannig ég þekki það að vera í stórum flokki. Það sem við þurfum að taka bara ábyrgð. Svo ég fá klára Björn. Þið hún að þið rúnið af öll álitaðirna. Við þurfum að fara örugskref í átt að ábyrgum markmið. Hvernig? Og við þurfum að taka þá stefnu að við þurfum að vera í samstarfi. Við stefnum ekki inn í það að vera einræðisflokkur hérna í þessu landi. Þannig að þið eru nú þegar farin að semja fyrirfram vegna þáttöku ykkar í næstu ríkisstjórn. Eigum við ekki bara að skilja mikilvægi þess að bjóða upp á þjóðarsátt í þessu þjóðfélagi? Að taka bara ábyrg afstöðu til þess þegar við förum inn í miklar þjóðfélagsumbætur sem svo sannarlega viljum standa fyrir. Hvað verður þá prinsipin, kjarnan í stefnunni, tilvist ykkar? Björn, hefur þú hlustað á okkur í þinginu, í gagnrýni okkar á forgangsröðun íslenskra fjármála? Hefur hlustað á það, hvernig hefur verið gjörsamlega vanrækt að kalla hérna á ábyrga tekjuöflun í þjóðfélaginu? Hefur hlustað á það, hversu ítrekað og ríkt við höfum bent á það að hér hafa viðkomast hópar eitthvað verið vanræktir til margra ára. Það er bara fáránlegt að standa hérna og segja að Samfylkingi standa ekki fyrir meira áttar umbótum og aftur hvarf til þess jafnaða samfélag sem vorum. Hérna, ég fæ nú kannski aðeins að grípa inn í hérna. Ég hef nú verið svolítið hugsandi yfir stöðu Samfylkingarinnar og þeirra gríðarlegu breytingar sem hefur orðið mjög hratt þar á stefnu. Og mér langar sérstaklega að nefna þá líka útlendingamál að það var nú bara mikil þögn í þeim málaflokki framan af þessu kjörtímabili, algjörlega, en nú svo... Nú erum við öll orðin miðflokksmaður, sagði einn í umræðum þegar var verið að kynna... Já, og ekki síst Samfylkingin kannski, ég veit það ekki, og horfa mjög sterkt til sinna félaga í Danmörku og hérna... Þetta er svo ódýrt. Hvernig gerum við það? Getur þú nefnt mér eitt með það sem við erum að taka fyrirmyndir frá Danmörku? Það hefur bara verið talað fyrir því þinn formaður að herða og líta þangað. Hefur minn formaður sagt við ætlum að gera þetta eins og í Danmörku? Nei, þetta er bara algjörlega út í loftið. Já, þú telur ekki að þið hafið þegið eða haft bara þögn allt kjörtímabil í útlendingamálum þar til núna hvar stefnan hefur fært mjög til hægri. Nei, en það er líka í fleiri málum og ég held að hér er mikið talað einmitt þá sem verst standa. Ég held að ef við horfum bæði á þetta kjörtímabil og það síðasta að þá hefur og auðvitað sérstaklega staða Vinstri grænna í þessu samstarfi hefur verið grettistaki. Við erum að gera hluti sem að aldrei áður hafa verið gerðir. Jódís, þið mælis með 4,4%. Já, ég veit allt hvað fylgir er. Ísland vill ykkur út af kortinu. Já, af því að það vill Samfylkinguna með sína, en horfiði bara ykkur nær. Þið eru ábyrg fyrir því að óvinsælast í stjórnmálamaður landsins er orðin forsætisráðherra með því að þinn formaður stökk frá borðið í forsætisframboð. Nú skulum við vera sanngjarn. Það er fáránlegt
ert að segja að Katrín Jakobsdóttir, sem hefur verið í stjórnmálum einna lengst af þeim sem þar eru í dag, hefur skilað ótrúlegu verki innanlands sem utan, sé að stökkva frá borð. Það hefur ekkert að gera með það að beint eða óbeint, þá leiðir brotthvarf hennar og hryggjarstykkið í því að þið voruð í þessari stjórn, þið voru alltaf að tala af því að Katrín forsætisráðherra, þá ætlum við að gera þetta og það verður aðeins minni skaði að halda Sjálfstæðisflokknum frá völdum ef við erum með þeim og Sjálfstæðisflokkurinn spiltasti flokkur landsins og við erum óspilt og við erum frábær og við ætlum að vera með þeim, sögðu við alltaf, að því við erum svo mikil áhrif. Hvað stendur eftir núna? Þú bara skalt horfa á það hvað Vinstri græn hafa gert í þessari ríkisstjórn. Það stendur ótrúlega mikið eftir. Það sem þú ert að segja áðan hérna, við stöndum raunverulega mjög vel með fjárhagslega, með að við gríðarlega erfiðar aðstæður. Við höfum komið á betra samfélagi, hvað varðar hinsegin fólk, hvað varðar konur, hvað varðar fólk á flótta. Við höfum bara aldrei séð eins mikið lagt áherslu á að taka vel á móti fólki og taka á móti mörgu fólki. Sérstaklega þjónustusviptingin sem var samþykkt í fyrra, hún hefur komið mjög vel eitt og heldur fyrir fólk á flótta. Já, það eru rúmlega 10 manns sem hafa setið eftir varðandi það, en að samaskapi hafa Það er að svelta nokkuð til hlýðinu og fá þið þannig sjálf. Það hefur enginn soltið og ég ekki mér veit en það var því mætt og bæði í samstarfi við Rauða krossinn og aðra erum við að gera okkar allra besta. Það verða alltaf einstaklingar sem að munu eiga erfitt, hvort sem það eru fólk á flótta, hvort sem það eru öryrkjar, einstæða mæður. Það verður alltaf svo að einhver mun eiga sárt að binda en að hafa Vinstri græn í þessari ríkisstjórn hefur lyft öllum þessum hópum stjarnfræðilega hátt upp. Jódís, ég er eitthvað aðeins eldri en þú held ég. Ég ætla ekki að slá mér upp á því en ég er nú búin að vinna 40 ár í blaðamennsku. Ég er búin að fylgjast mjög lengi með þessu samfélagi eins og styrmir og ég er sammála að það er ógeðslegt sko. Ég ætla að segja það að sko orðræða ykkar í Vinstri grænum, hún var alltaf slík að það væru 2 flokkar langspiltastar í Íslandi. Þetta væru valdaflokkarnir. Núna er það eina sem tryggir þessum 2 flokkum völd í landinu, það eru þið. Foringjalaus eftir að Katrín fór. Þið eruð eldsneytistankur Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins til þess að ráða ríkjum fram á haustið 2025. Nú skulum við bara til gamans. Þið sem að töluðu alltaf fyrir því að þessa flokka þyrfti að losna við. Við erum með dálítið mengað eldsneyti því að Sjálfstæðisflokkurinn er aldrei staðið lagar og það má nú kannski þakka Vinstri grænu það ef að fólk er svona illa við Sjálfstæðisflokkinn. Við skulum átt okkur á því, við erum ekki foringjalaus. Guðmundur Ingi Guðbrandsson er okkar formaður og við erum mjög ánægð með hann í því hlutverki. Þið eru eiga síður það sem að límir saman þessa 2 flokka sem þið vilduð alltaf losna við sögðu og þið sögðu að þeir voru gjörspiltir og þið sögðu að ykkar áherslur væru allt aðra, það verið til vinstri, það verið umhverfisáherslur. Heyrðu, nú ætla ég bara að segja, sko það þarf ekki að stöðva neinar prentvélar, það heyrði það enginn fyrst hér að Sjálfstæðisflokkur Framsókn og Vinstri græn séu ekki með sameiginlega stefnu. Þetta eru gríðarlega ólíki flokkar. Tókuðu umræðum að sprengja ríkisstjórnarsamstarfið þegar Katrín hætti? Tókuðu umræðum það í þingum? Sko við tókum bara umræðuna að fara í samtalið við hina flokkana og það gerðu formenn þessara 3 flokka. Það var farið yfir hvaða máli eru gríðarlega mikilvægt að verði kláruð og niðurstaðan var sú að það skiptir meira máli að klára til dæmis stóra málið öryrkjana heldur en að sprengja ríkisstjórn og fara í kosningar. Er það gott akkurat núna rétt fyrir forsetakosningar, fá einhverja starfsstjórn, þá bara ekki metið að það væri gott fyrir þjóðina. Gott og vel, takk fyrir þau svör. Andrés Ingi, aðeins Samfó. Má ég kannski fyrst aðeins... Já, gjörðu svo vel. Þú átt svolítið inn í taltíma núna. Að því að mér finnst þetta svo merkilegt að fylgjast með þessu raunveruleika rofi sem er orðið hjá Vinstri grænum að tala eins og þau sé að standa fyrir alls konar aðra hluti en ríkisstjórnin er að standa fyrir. Hér er nú mikið sérfræðingur í og sérstaklega þegar verið er að tala útlendingamálin þegar verið er að tala útlendingamálin þar sem að sko Vinstri græn voru mótorinn á bakvið það að klára slæmt frumvarp fyrir ári gerði það meðal annars með því að slá sér á brjóst fyrir að hafa náð út
ákveðnum ákvæðum sem síðan dúkkuðu aftur upp í frumvarpi sem núna inn á þingi og komst þar í gegn. Þar með náðu að taka út það sem þau sögðu vera það ógeðslegasta í útlendingafrumvarpinu bara til að fresta því í 1 ár. Það er að skada minkunin. Það er ekki búið að afgreiða það frumvarp, sko. Nei, það er fyrir þinginu í ykkar nafni að það lagt fram sem stjórnarfrumvarp og þannig að þeir eru ekki sammála í öllum málum flokkarnir. Það breytir ekki að ykkar harðsvíraða útlendingastefna til dæmis er einu og hinn sama sem ríkisstjórnar. Þið hafið staðið fyrir þjónustusviptingunum, þið hafið staðið fyrir því að búa til jarðveg fyrir umræðu hennan málaflokk sem hefur ekki sést áður á Íslandi. Þessi ríkisstjórn hefur búið til pólunina sem Katrín lét eins og hún ætlaði að vinna gegn þegar hún myndaði þessa ríkisstjórn. Þið eru orðin eitrið sem þið létuð eins og ætluðu að hreinsa af landinu. Þetta er alltaf bara þvættingur, Andrés, þú veist það. Ef þú horfir á stóru myndina, ekki bara hér á Íslandi, hvað við höfum gert hvað með flóttafólki sem er varpa á götuna í Grikklandi og það horfa á stóru myndina hvað þið séu frábærlega góð í einhverju sem að engu skiptir. Við erum að gera kerfið mannúðlegra. Ég er ekki pírati eins og þú. Ég vil ekki opin landamæri. Ég vil hafa gott kerfi. Þú ert alltaf að tala í átt að því. Við verðum að hafa hér kerfi. Ég hef talað á nákvæmlega sama hátt öll mín ár inn á þingi nema einu sinni rúmiðust þær skoðanir í þingflokki Vinstri grænna. Það er löngu búið. Einu sem voru píratar og Vinstri græn hönd í hönd í þessum málaflokki. Hönd í hönd í þessum málaflokki. Bara Vafki voru raunsætna, heldur þú? Vafki er bara búið að breytast í sjálfstæðisflokk. Ég held bara að við þurfum að horfa það sem að skiptir mig persónlega mestu máli. Það er að við höfum hér góða og mikilvæga inngildingu. Þetta frumvarp sem Andrés vísar í er núna fyrir allsherjar- og menntamálanefnd þar sem ég sit. Og vinnur gegn inngildingu. Mjög góða gesti og gagnrýni og umsagnir þetta frumvarp og þess vegna erum við nú með það í vinnslu því þannig er nú bara þingræðið og ég vænti þess að þegar við horfum á stóru myndina, við horfum til nágrannalandana, við erum hér með ágætt kerfi, hér er ekki fjöldi nákvæmlega þú varst að skamma Dagbjörtu fyrir að Samfylking var að horfa til. Þess vegna hef ég alltaf sagt í þessari vinnu að við horfum til Noregs frekar en Danmörku sem Samfylkingin horfum til. Þið erum náttúrulega í kapphlaupi á botnin á Norðurlöndum. Þetta er ekki málefni. Það er bara ekki rétt. Ykkar dómsmálaráðherrar hafa alltaf leitað vesturlausnana frá Norðurlöndum til að flytja inn í gegnum frumvarp sem þið síðan hjálpið í gegn. Ef ég má aðeins skjóta inn í þá er auðvitað þetta frumvarp til breytinga útlendingalögum. Það er í rauninni það versta í því eru stórar breytingar á því sem lítur af fjölskyldusammenningu sem ég persónulega tala svona varhug við. Held að fjölskyldusammenningar og allar takmarkar af þeim sé til þess fallega að koma í veg fyrir farsæla inngildingu fólks sem vil hafa stað hér á landinu. Ég tek undir það. Já, við skulum bara það vona að við náum einhverju lendingu í þessu máli. Ég ætla að bjartsýn að ef svo er að þá getum við náð að falla frá breytingum sem lúta því. Ég vona það svo sannarlega. En bara svona aðeins, mér finnst við þurfum líka bara að vera svolítið fókusirað á málefni hérna. Og við eigum svo mikið undir því að Íslands samfélag sjáu það að stefna ríkisstjórnarinnar sem byggist umfram allt á því að vera íhaldsöm þegar lítur að forsvaranlegri tekjuöflun ríkissjóðs hún er ekki fram að ganga. Og ég held að það sé bara fyrst við vorum hérna og ég þarf nú aðeins að koma inn á það áða vegna svo sagði að Samfylkingin var hann stefnulaus. Ég veit ekki neitt hún er færst til hægri, ég sé það allavega, hún er ekki stefnulaus alveg, en hún er færst til hægri. Þú sagði nú að staðum ekki fyrir neitt. Ég ætla bara að biðja þig að segja mér það hvernig jafnaðarmannaflokkur norðni fyrirmynd sem tala fyrir mjög ábyrgri tekjuöflun inn í þá sjóði þar sem hafa stækkað hvað mest á undanförnum árum og undanförnum áratugum, átíðasundalaust, hvernig það felur í sér hægri stefnu. Og það er engin stjórnmálaflokkur sem hefur staðið fyrir bara öflurum málefnavinnu í til dæmis bara heilbrigðismálum eins og Samfylkingin sem hefur og við hefum ferðast land allt til þess og mátað bara átaksverkefni og mjög vel útfæra stefnur í heilbrigðismálum. Við hefum skert það sami atvinnu- og samgöngumálum og núna stendur fyrir jafnöflug vinna í húsnæðis- og kjaramálum sem við hefum lakkum til að kynna fyrir ykkur. Andrés Ingi, þið Píratar hafið aldrei komist í ríkisstjórn. Stundum hefur verið sagt að það sé ekki hægt að hafa ykkur ríkisstjórn. Kannski langar ykkur núna til þess að komast í næstu ríkisstjórn. Kannski hafið þið velti fyrir ykkur að það gæti verið gott að komast með Samfylkingunni í næstu ríkisstjórn. Þú fylgist með Kristrúnu
og félögum hennar, þú hefur séð flokkin breytast eftir að Kristrún tók við. Slær hjartað þitt með gildum Samfylkingarinnar eða finnst þér að þessar breytingar sem við erum að ræða hérna á stefnu flokksins að þær svona hafi minni samhljóm í þínu pírata hjarta? Sko fyrst varandi það hvort við eigum heima í ríkisstjórn, þá held ég að það sé sko algjört já. Okkar fólk í borginni hefur sýnt það sem við erum búin að vera að núna 3. kjörtímabilið í meirihluta, að þau eru bara mjög samstarfsfús og skila sínu vel. Gera málamiðlan? Já, gera málamiðlan án þess að gefa afslátt á grundvallar mannréttindum. Það er lykilatriði sem má ekki gleyma, Jódís. Við höfum í borginni mitt starfað með Samfylkingu allan tíma og það hefur bara gengið ágætlega því að stefnur flokkana eru ekkert langt hver frá annari. Ég er alveg sammála að það er nýr tónn í því sem Samfylkingin er að setja fram núna undanfarið og ég ætla nú ekki að kalla það kúvendingu en það er svona aðeins búið að milda orðalega í kringum sjávarútvegsstefnuna til dæmis. Stefnan okkar er ennþá óbreytt að allir afleiða frá markað og það hefur verið tímabundnar aflaheimildir og frjálsar handfæravegar og verið aðeins að brjóta upp eignarhaldið í sjávarútvegi vegna þess að sko kerfið í kringum útgerðina er grundvallar óréttlæti sem almenningur kallar á að verði ávarpað. En nú er Samfylkingin bara búin að pakka þessu niður. Já, það er nú alls ekki satt. Þú verður nú að lesa það sem við sendum frá okkur en ekki bara trúa því sem þér er sagt hérna kappstofanir. Ég ætla að vona að... Ég er að vitna í ummæli Kristrúnar. En eins og Dagbjörn sagði áðan þá ætlaði hann ekki að vera einvaldur í ríkisstjórn, heldur einmitt ræða við samstarfsflokkana og ég veit að þá erum við flokkur sem að kæmi kannski með yttaðar í sín á suma málaflokka og það myndi bara gera samstarfinu gott. Já. Brynjar, ég sá áður á þann að þú vildir taka þátt í umræðinu en áður hún segir það sem ætlar að segja hvað hérna er ekki þitt drauma ríkisstjórnarsamstarf framundan bara þið og Kósí þið og Framsóknarflokkunni bara áfram Kósí með kannski einhverjum svona flokki fólksins viðreisli? Nei. Mér hefur fundist mjög gaman að horfa hérna þeirra á vinstri menn sko deila sín á milli og ég sitt bara hérna á bekknum og hlusta sko. Samfylkingunni vil ég segja þetta. Sko, það er auðvitað annar tónn með nýjum formanni. Og mér finnst auðvitað svona borgarlega sinnuð átt að sig svona öllu jafna á því hvernig verðmæti vera til. Ertu skotin inni? Svolítið skotin inni. Pólitískt. Það hlýtur að vera í lagi að ræða þannig. En það var ein setning sem stuðaði með aðeins hérna. Gott. Já. Vanrækt að afla tekjur til ríkisins. Sko við erum auðvitað, sko ríkissjóður sennilega hvergi öðru landi OECD tekur jafn mikið til sína verðmætasköpun eins og íslenska ríkið. Sko. Skattar eru getið mjög háir. Það er auðvitað ekki þannig að hrifsa til sín bara hærri skatta. Það hefur önnur áhrif. Það er svo menn átti sig ekki á því. Það þýðir ekki alltaf tekjuöflur ríkissjóðs. Tekjuöflur ríkissjóðs felst í því að það er sköpuð meiri verðmæti. Þetta er stóri ákvörðun milli okkar. En varðandi VG, það hefur gengið bara mjög vel. Hvað er að fólki? Íslands samfélag hefur bara gengið mjög vel. Menn tala alltaf eins og hér sé alltaf fara til ánskotast. Þetta er bara rangt. En ég vil segja það að lokum við VG sem er auðvitað með sko fornaldar gjaldþrota hugmyndafræði. Þá hafa þeir bara staðið sér ágætlega að mörgu leyti í ríkisstjórn sem merkir það að þeir eru stjórntækur flokkur og þeir með eiga það. Ég þakka þér fyrir Brynjar. En þeir eru auðvitað algjörlega með gjaldþrota hugmyndafræði. Það er ekki og enn meira þarna sko til Pírata. En ég segi bara, veist, það snýst, menn tala bara alltaf með hérna svo atvinnulífið sé eitthvað svo óvinnum hans, það er verið að hafa af okkur pening, ef það er hagnaður í fyrirtæki og þá er verið að hafa af okkur, ef við komumst ekki út úr þeirri hugsun, þá förum við bara niður sko. Já, ég held Brynjar sko að það sem að svona flestir gera athugasemd við það er forréttindablinda valdsins og það er hvernig hlaðið er undir þá sem að eiga mikið fyrir
og þótt að sé hægt að fallast á margt af því sem þú segir, þá held ég að það sé kannski orðin svolítil mengun frá sjónarhóli ykkar sjálfstæðismanna sem eru eignamenn og stjórnir miklu í fyrirtækjalífi og öðru slíku, að þið sjáuð ekki nógu þetta stétt með stétt og allt þetta gamla þegar svona hinn heiðarlegi verkamaður kaus sjálfstæðisflokkin ekkert síður en aðra flokka. Ég held ég hafi mist svolítið. Við höfum mist svolítið, ég skal viðurkenna það, en sko mesta almannahagsmunamálið er öflugt atvinnulíf. Og í öflugu atvinnulífi verður þetta einhver ríkur sko. Ég getur fallist að það, heyrðu Jódís, þú varst búin að, viltu eiga lokaorðið? Já, mér langaði bara sko að því hér er bæði vísað mjög mikið í vilja þjóðarinnar og þetta gera ákveðnir forsetaframbjóðendur og þetta gera þau hérna að þau standi fyrir svona það sem að þjóðin segir. Sko, hvað þá þegar það eru tvær algjörlega ólíkar skoðanir meðal þjóðarinnar, eða 3 eða 4. Þegar að þjóðin er ekki samstíga í málum eins og fiskeldi, í málum eins og 70% þjóðarinnar á móti sjókvíaeldi í opnum sjókvíum sko. Já, en ég er að segja það er góður meirihluti. Já, það er góður meirihluti, en við höfum alls konar mál á alls konar sviðum lífsins, það sem að þjóðin er ekki einhuga. Og hvað ætla þá þessir sjálfskipuðu talsmenn þjóðarinnar að gera? Hlusta á bara hvern? Það kemur nefnilega því hvort maður er stjórntækur eða ekki, er það að maður geti líka hlustað á raddir sem maður eru ekki algjörlega sammála en reynt að finna einhverja leið til að láta málin ganga sem best fyrir hag allrar þjóðarinnar. Hérna langar mig að rifja það sem þetta er bara skylda hverra stjórnum. Það sem Gunnar Smári segir gjarnan á þessum vettvangi er að orðið stjórntæki, þetta er orð sem að fundið upp að Davíð Oddssyni til að mæla það hversu vel flokkar störfuðu með Sjálfstæðisflokknum. Þetta snýst svolítið það. Og ég er bara ánægður ef að Brynjari finnst Píratar ekki vera stjórntækir. Nei, þetta er ekki flokkur, Andrés. Við getum vel verið afl í öflugri ríkisstjórn. Nei, Píratar vinna með Sjálfstæðisflokk. Það er löngu búið að yfirlýsa því yfir. Sjálfstæðisflokkurinn þarf eitthvað mikið að taka til hjá sér en hérna það hefur verið opinber stefna Pírata síðustu svona 3-4 kosningar að mynda ekki valdabandalag með Sjálfstæðisflokki vegna þess að sá flokkur þarf að komast frá völdum og Ísland þarf á því að halda. Það gengur svona vel og alltaf uppleið og kaupmáttarvöxtur 60% síðan 10 árum þarf að losna við flokkin. Heldur betur. Þarf að stækka hann. Andrés, þú var stakkan og losnaði þetta röfl í ykkur smá stund. Þú röfla nú líka smá, en það er líka nauðsynlegt. Það er nauðsynlegt að röfla, ég skal viðurkenna, það er nauðsynlegt að röfla. En þetta er orðið mjög þreytandi röfl hins vegar í þeim. Ég heyri það að við erum öll til í að fara hérna út á léttum nótum og við skulum bara nýta tækifærið. Ég þakka ykkur kærlega fyrir þáttökuna, Andrés Ingi, Pírötum, Dagbjört Hákonardóttir, gaman að kynnast þér. Já, bara. Þú ert búin að vera minna en ár í þingmennsku, ekki satt? Jú, ég var nú að koma einn sem var að skeifa. Já, og ætlar að heldur áfram, myndu bjóða þig fram fyrir næsta þing? Ég tek bara í daginn, sjáum til. Já. Brynjar, ætlar þú aftur að taka slægin? Nei, ég veit ekkert það, ég er svo glaður að sjá hérna nýja kynnslu því ég var í skóla með foreldrum hennar. Við erum emmáingar, ég og Brynjar, það sést sko. Það sést sko, þannig að allt í hennu bara finnum að hver maður orðinn gamall. Ég er líka gömul, það er nefnilega það, ég er 40 ára. Nei, ég veit ekki hvað gerist með mig, það er alveg óráður hvað gerist með mig. Er það? Já. Ég held þú farir aftur fram. Þú heldur það, já? Já. Heyrði það fyrst hér. Heyrði það fyrst hér. Og hérna, Jódís, kæra þakkir fyrir þáttökuna og komuna. Já, takk kærlega fyrir. Ég spói hvort við erum með eina leiðilega spurningu hérna í lókin. Það er búin að vera margar leiðilegar. Já. Er Bjarni Jónsson, samflokksmaður þinn, hundfúllegur að vera ekki ráðherra? Bjarni Jónsson er bara magnaður félagi sem bara lýsti því yfir, hann myndi þykja það að verða ráðherra en tók því svo bara með mikilli reisn þegar svo var það ekki. Ljómandi. Kæra þakkir fyrir komuna öllsumun og við segjum þessu þá lokið og ætla þessi ekki Gunnar Smári sem að tekur við með eitthvað spennandi. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við ætlum við höfum svolítið verið að ræða lagareldisfrumvarpið, en það er það áhugavert í meira lagi. Það kemur fram í svona mörgum af spjallþáttunum sem við erum með hérna líka, en við höfum líka fengið ýmislegt fólk svona að borðinu til þess að ræða ýmsar hliðar af því frumvarpi
og Þorvaldur Gylfason, professor í hagfræði. Þú féllst á að koma hingað til þess að ræða þetta frumvarp. Með mikill ánægju eins og vant Leyfðu mér að byrja á svolítið óvæntum enda kannski. Mér langar að tala íslenska hestin við þig. Þarfasta þjónin. Sjáðu, hesturinn hefur fylgt okkur alveg frá árdögum Íslandsbyggðar og við förum svo varlega við að gæta stoppsins að sá sem að fer með gæðing út fyrir landsteinana til þess að heyja kapriðar má ekki flytja hann inn aftur vegna þess að það talið myndu ógna hrossastofninum. Og hrossastofnin þjóðinni svo mikilvægur, hann bundinn fólkinu í landinu þvílíkum tilfinningaböndum sem ná meir en 1100 ára aftur í tíman, að fólki finnst þetta að vera eðlileg skipan. Og ég get fallist á það alveg fyrir mína parta. Og með öðrum orðum, hrossastofnin ekki falur, það ekki spurningum verð. Þegar við megum aldrei selja hann landi ekki frekar en Valþjófsstaðahurðina eða handritin. Og þá skulum við spyrja næstu spurningan, en steinbíturinn. Það eru hrosshúðir á veggjum og gólfum á fjölmörgum heimilum landsmanna hringinn í kringum landið, bara til þess að undirstrika þessi tilfinningabönd sem að við erum fólki í landinu bundin hestinum. Ég þekki nú fá heimili sem erum uppstoppaða steinbíta eða steinbítsróð uppi á veggjum hjá sér. Þannig að þetta sem ég að segja hestin, það á kannski ekki með líku lagi við steinbítin. Steinbítin hefur að vísu fylgt okkur frá árdögum Íslandsbyggðar, en það var neðansjávar. Við byrjum ekki að veiða hann fyrir mörg 100 árum eftir landná. Þannig að það á annað við steinbítin. Kannski væri það leyfilegt og siðlegt að selja steinbítsstofnin, þannig að hann hyrfi úr höndum okkar. Þá kemur næsta spurning, en þorskurinn? Og þá vandast málið svolítið, því að þorskurinn svo mikilvægur efnahagslega að verðmætasti parturinn af fiskistofnunum í kringum landi. Og ef við spyrjum bara fiskistofnana í heild, steinbítin og þorskinn og allt heila klappið, að þá það náttúrulega augljóst að okkur leyfist ekki að selja stofnana frá okkur. Selja það undan okkur. Og nýja stjórnarskráin sem Alþingi hefur haldið í gíslingu núna síðan 2013, hún girðir fyrir þetta með því að taka vel tvímæli að þetta sé óleyfilegt, að það sé óleyfilegt, það segja brot gegn stjórnarskráni að selja undan okkur fiskistofnana með sama hætti og við megum ekki heldur selja frá okkur Valþjófsstaðahurðin eða handritin. Það er mér sérstakt ákvæði menningareign, bara til þess að undirstrika hliðstæðina milli menningareignar annars vegar og náttúruauðlinda hins vegar í nýju stjórnarskráni. En það ein tegund sem syndir í sjónum sem nálgast hestin og það laxinn. Ég hef séð uppstoppaða lax yfir arninum á fjölmörgum heimilum hringinn í kringum landið og það undirstrikar tilfinningabönd fólksins í landinu við þennan fisk. Og þess vegna sýnist mér að rökin hestin eigi betur við laxinn heldur en rökin steinbítinn. Það sé okkur leyfist ekki undir neinum kringumstæðum að selja frá okkur laxastofnin, hvernig sem við færum að því. En það einmitt það sem þetta frumvarp lagareldi sem þú baðst með að koma hingað til þess að spjalla við gengur út á. Því að það eru yfirgnæfandi rök sem náttúrufræðingar og fjölmargir aðrir hafa reitt fram sem sýna það og það þegar byrjar að gerast að þetta sjókvíaeldi eins og að því að staðið hringinn í kringum landið að það ógnar tilveru laxastofnsins og það eru fyrirmyndir frá þessu að þessu utan úr heimi og það þess vegna sem að það stór hætta á því að þetta frumvarp verði það að lögum að muni eyða laxastofninum og nýja stjórnarskráin myndi girða fyrir það, nýja stjórnarskráin myndi drepa þetta frumvarp eins og að liggur fyrir núna bara í starthólunum. Það var ekki hægt að leggja það fram. Nei. En nú munum kannski ykkur andmæla og segja að það verður kannski ykkur svona blöndun en náttúrun þannig að
bestu genin lifa, þannig að laxastofnin mun, ef hann breytist þá mun hann kannski bara styrkjast. Já, sko, það umræða sem ég treysti mér ekki til þess að eiga aðild að og það læt ég þeim sem betur þekkja til náttúrufræðingum eftir. Og eins og ég les skoðanaskipti þeirra á milli, að þá það yfirgnæfandi sjónamið meðan náttúrufræðinga að þarna sé stór hætta á ferðum. Það sést sko, það eru næstu því 300 umsagnir frumvarpið inn í samráðsgáttinni á vefsíðunni Alþingis. Og þær eru margar hverjar niðursallandi og sannfærandi að mér finnst. Þess vegna lít ég svo á að það sé stór hætta þarna á ferðum. Sko, koma aftur að hestinum. Hvers vegna hefur enginn látið sér detta í hug, sko, að það sé hægt að græða á hestinum bara, jafnvel þó það kosti það að stofnin degi út, sko, eins og við þekkjum hann. Og það vegna þess að það eru ekki svona yfirgengilegir gróðafíklar sem hafa laðast að landbúnaðinum, þótt ýmislegt megi nú segja þróun á þeim vettvangi á síðustu árum. En gróðafíklar, sko harðsvíraðir gróðafíklar, eru áberandi í sjávarútvegi víða, bæði í Noregi og hér heima, svo ég nefni nú ekki fleiri lönd, og þess vegna stofnum sjávarfiska meiri hættabúin heldur en húsdýrastofnunum eins og íslenska hestinum. Og það eins og sko stjórnmálamenn séu ginnkeyptir fyrir því að ganga erinda þessara gróðafíkla. Það er satt að segja bara lyginni líkast að lesa það í langt komnu frumvarpi á Alþingi sem hefur verið undirbúningi í meir en 2 ár, að það að veita þessum rekstraraðilum ótímabundin leyfi til þess að vinna það sem að virðast vera klárlega varanleg og óafturkræf náttúruspjöll. Það bara lyginni líkast að menn geti látið sér detta annað eins í hug. Og fólki í landinu sér þetta. Það var gerð skoðanakönnun fyrir ekki mörgum vikum sem sýnir það að 70% aðspurðra eru andvíg þessu. Eins og oft reyndar kemur fram í ýmsu skoðanakönnum að 70% af þjóðinni ansnúin stefnu stjórnvalda. Já, það gerist bara aftur. Í öllum mikilvægum málum. Já, það gerist bara aftur og aftur. Stjórnarskrármál er eitt dæmi þetta. Nema hér svo sko mikilvægt mála á ferðinni, það að segja hugsanleg útrýming eins vilda laxastofns. Að við það verður ekki búið og þess vegna verður maður bara að treysta því að Alþingi breyti frumvarpinu eða dragi það tilbaka eða þá að forseti landsins að neyti málskotsréttarsins og skjóti málinu í dómþjóðarinnar og það liggur fyrir í skoðanakönnunum að hvernig þjóðin myndi afgreiða frumvarpið og hún myndi hafna því. En þín rök eru fyrst og fremst að með strandeldi á þessum skala og líklega bara í minni skala heldur en aðeins stemt að það setji laxastofnin í hættu. Já. Og kannski vera með einhver andmæl það en þá ætti laxastofnin að njóta á avans því að það ekki hægt að snúa tilbaka. Þetta verða varanleg spil. Náttúran þarf alltaf að njóta á avans. Það þín fyrstu rök gegn þessu. Já, það lærði ég af Ómari Ragnarsinni og Katrínu Fjellsteð sem sátu með mér í stjórnlagaráði á sínum tíma. Ég hafði ekki kveikt nógu glöggt á mikilvægi og vikt röksemda náttúruverndar sinna fyrir en ég satt við hlið þeirra og líti á þeirra rök og þannig sko bara Áttan ekki að náttúra sé heilagri heldur en við erum hluta náttúrunni heldur náttúruspjöldin eru óafturkræf. Já og sko náttúran ásinn rétt líka og það meira þessi ákvæðin það nýrri stjórnarskránni að suður-amerísku fyrirmynd að náttúran ekki réttlaus gagnvart yfirgangi mannsins. Svo það svolítið flókið lagalegt atriði hvernig maður vinnur úr slíku stjórnarskrárákvæði og okkur tóttir rétt að hafa það þarna inni. Sko, ég hef ekkert á móti fiskeldið. Fiskeldið sjálfsagt en ég met sko umsagnir þetta frumvarp og sérstaklega röksemdir náttúruverndarsinnana og líffræðingana svo að landeldi sé eina örugga leiðin
og þess vegna ég bara halda sig við það og það sé tiltölulega lítið í sniðum miða við hinar tegundirna tvær sko sjókvíaeldi og hafeldi og þess vegna þurfum við að breyta áherslunum þarna. Svo annað í þessu að ég tek eftir því að það eru ákvæðið þarna gjaldtöku en þau eru óljós og í greinagerðinni kemur til dæmis ekkert fram það hvernig skiptingin milli þeirra sem úthlutað þessum leyfum og þeirra sem eiga eignina, það sem fólksins í landinu verður þetta 90% 10% skipting eins og á kvótanum milli útgerðarfyrirtækjanna og skattgreiðenda. Það eins og stjórnvöld hafi engan áhuga á því. Og eins og góður maður sagði við mig í morgun, sko það engu líkar en þessi nýbúin að horfa á verbúðina og þá hafðu rifjað upp hvernig við gerðum þetta með kvótan, við skulum gera þetta aftur þannig. Aftur sem er mistök. Já, það að segja að hafa nafninu til ákvæðum gjaldtöku en sjá til þess að þau séu þannig að það býti ekki. Og bara þá munurinn sá að þarna verið að færa sko eignaraðilum mikil verðmæti sem að fólkið í landinu á í sameiningu sko fyrir slikk og það sem er öðruvísi hér heldur en var með kvótan að þarna eru sko norskir auðjöfrar í ríkjandi rullu meðan að það voru bara íslenskir auðjöfrar sem hafa setið að kvótanum þannig að þetta er að því leitinu til sko eftir við ennþá umdeilanlegra og svolítið óskiljanlegra af hverju eru íslensk stjórnvöld að taka auðlindir almennings og gefa það einhverjum norskum auðmönnum. Já. Bara... En sko norskir auðmenn eru býsna ágengir. Ég man að þegar Valtýr Guðmundsson og Hannes Hafstein voru að tala leiðir til framtíðar handa Íslandi sko aldamóti 1900 að þá sagði Valtýr einu sinni sko norðmenn eru voða ágengir og þetta kom ekki í ljós sko þegar oljan fannst undan Noregsströndum fyrir 50 árum en það var kannski ekki norðmönnum að þakka heldur bara einu manni sem hét Jens Evensen og norðmenn voru stálheppnir að því leitinu til að þessi snjalli og gegnheili maður var ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu og hann samdi frumvarpið handa sko grunnlausum og ókunnandi þingmönnum og stjórnmálamönnum yfir höfuð og þannig að þetta var allt saman klárt og kvitt á prenti og í löggjöfinni áður en fyrsti olíudropinn var dreginn upp úr sjónum og kannski hefði ef Jens Evensen hefði ekki notið við kannski hefðu norðmenn bara orðið eins og hvert annað olíuríki sko þú veist fyrir botni Miðjarðarhafs eða þess að ég held ekki sko af því að Noregur er sko í svona traustlýðræðisríki og til dæmis er það eftirtektarvert og ég teki eftir því og haft orða því í öðru samhengi að orðið sko ólígarki eða fávaldur að það er næstum aldrei notað í umræðum olíumálin í Noregi. Það orðið kvótakóngur eða kvótadrottning, það er bara aldrei notað og það er Jens Evensen að þakka fyrst og fremst og þeim stjórnmálamönnum sem bara hneigðu sig og viðurkenndu réttmæti hans röksemda færslu og samþyktu frumvörpin sem hann lét semja og þess vegna hefur ríkt friður olíuna 80% af olíurendunni hefur fallið sko fólkinu í landinu í skaut og 20% hafa svona farið hingað og þangað en svo gerist það bara síðustu árum að sko og það er eftir þessa frívæðingu bankakerfisins þegar bönkum var breytt smám saman sko í hálfgildins glæpafyrirtæki sumum hverjum að þá spruttu upp í kringum þá sko mjög harðsnúnir og fésæknir sko fjárglæframenn og það eru þeir sem að ég sé í þessum fiskeldismálum í Noregi og það er innanlands og þeim hefur tekið sko að halda gjaldheimtunni miklu minni heldur en að norska þingið lagði upp með
og bara þeir hafa svo sterkar lögfræðisveitir hérna í liði með sér til þess að hérna láta þingmennina finna til smæðar sinnar frammi fyrir slíkum hérna mönnum í mjög dýrum jakkafötum sko og svo eru þessi menn komnir sumir hingað heim líka og þá fer þetta á sömu leið það er eins og þingið og eftirlitsstofnanirnar standi bara máttlausar frammi fyrir þessu og svo gera þessi menn þetta bandalag við sko innlendamenn þetta sérst greinlega á Vestfjörðum og víðar og bara íslenski menn hvort sem það eru businessmenn í sjávarútvegi nú eða í öðrum greinum nú eða þeir sem að stýra eftirlitsstofnunum eða þingmenn að þeir bara einhvern veginn lippast niður en það er bara svo mikið í húfi að það verður að snúa dæminu við og þá reyði ég mig á það að fólki í landinu finnir leið til þess að knýja forseta Íslands til þess að vísa þessu máli í þjóðaratkvæði auðvitað bara reglan að vera svo ef að skoðanakannanir áræðan að skoðanakannanir sína það að yfirgnefandi meirihluti þjóðarinnar er á öðru máli heldur en þingið það sem við meinum þegar við tölum sko gjámilli þings og þjóðar þá bara forsetin að líta á það sem skyldu sína að víkja slíku máli í þjóðaratkvæði og það myndi bjarga þessu máli Þá varum við að kjósa hér fiskveiðikvótann við varum að kjósa sölun á Íslandsbanka við varum að kjósa stjórnarskrá við varum að kjósa alls konar hluti Nákvæmlega af því að eins og ég sagði áðan að í stórum málum að þá fer stjórnarstefnan gegn vilja almennings Já, og einmitt af því að við gerum þetta ekki nema í algjörum undatekningar tilvikum eins og með fjölmiðlafrumvarpi á sínum tíma og að þá erum við alltaf að þokast neðar og neðar eftir lýðræðislistum sem að erlendir félagsvísindamenn halda úti. Við erum búin að segja okkur úr lögum við sko Norðurlönd á nýjasta listanum erum við í 27. sæti sko meðan Norðurlönd raða sér í efstu 5 sætin, hinn 4 og við erum eins og komið langt niður fyrir Kanan sem er í 20. sæti og bara við þetta verður ekki unað. Við verðum að skipa okkur aftur í sveit með Norðurlöndum á þessa lýðræðismælikvarða og einnig á gegnsæðismælikvarðana sem mæla spillingu. Þar erum við komin í 19. sætið meðan að hinn Norðurlöndin er í bara eftir sætunum 5 og útlendingar taka eftir því sem er að gerast hérna og bara Alþingi verður að sjá hvað það er að kalla mikla smán yfir sjálft sig og yfir fólki í landinu. Útlendingar, við lifum í heimi þar sem útlendingar taka eftir þessu og þeir segja frá því og það hallar á okkur. En ef að við erum að lýðræðið að koma niður hjá okkur og svona gæsla almanna hagsmuni að verða veikari og þeir sem að ástæðan er svo að hinn fáu og valdamiklu, þeir eru ágengir, þeir eru dýrum jakkafötum. Menna það er, af hverju er hérna vörnin svona veik að eftirlitsstofnanir okkar eða þingið okkar eða ráðherrarnir eða framkvæmdavaldið og bara ríkisvaldið almennt, að það getur ekki staðist bara heimtufrekju og kröfu einhverja kalla. Já, sko einfalda gamla svarið er þetta að almannahagur er dreifður meðan að sérhagsmunirnir eru mjög samþjappaðir, sko. Og stjórnum heyra ekki í almenningi en heyra bara í kallinum sem að dýru jakkafötum og baular fyrir framan. Já, en það er meira sem hangir á spýtunni, sko. Þannig ég vilji sökkva mér orðið djúpsálarfræði sem ég nú ekki sérlega sleipur í, sko. En sko eitt sem hefur gerst er það að forusta stjórnmálaflokkana henni hefur færið aftur. Við erum einu landið í heiminum þar sem er forsætisráðherra, hann kemur bara beint upp úr Panamaskjölunum og skilur eftir sig langan slóða af gjaldþrotum og þess áttar sem ekki hafa fengist almennilega rannsökuð og ég bara spyr því, myndi þú vilja sitja í þingflokki eða ríkisstjórn undir slíkri forustu? Og þú svaraði væntanlega neitandi og þá vaknar spurningin hvernig verður þá mannvalið í flokki sem að lítur slíkri forustu og nú tekið svo litið sláandi dæmi en það má heimfæra þetta sko, það er annar flokkur á Alþingi sem er líka með formann beint upp úr Panamaskjölunum og þannig áfram og af þessu sést sko að ég reikna með því að sjálfsvirðing óbreyttra þingmanna er minni fyrir þessar sakir heldur hún ella væri. Ég var spurður sömu spurningar í Hofi á Akureyri á laugardaginn var og ég nefndi þetta með sko dreifðan almannahag og samþjappaðan sérhag sko
en ég vildi ekki sökkva mig dýbra í sálarfræðina, en núna bæti ég þessu við með mannvalið sem stafar af flekkaðri fórustu og þarna mikil vandi á höndum sko og það engin sambærileg vandamál uppi annar staðar á Norðurlöndum en í Bandaríkjunum samskonar vandamál. Það annar af 2 stórum flokkum bara undir fórustu manns sem bara einn allsherjar gangandi glæpafaraldur og allur flokkurinn á þingi bara eitt allsherjar hænsnahús, það tróðu fullt af vitleysingum sko, afsakaðu orðbræði. Það verður ekki sagt neitt þingflokk hér heima, en ég nefndi bara bandaríska dæmi til að sýna það að þetta enn verra þar og þess vegna getur það versna hér heima, ekki síst í ljósi þess að sjálfstæðisflokkurinn sendi fulltrúa sína á landsþing republikana flokksins. Herðu, varðandi lagareldið, ég ætla að ræða eitt annað við þig. Það fyrst og fremst laxastofninn, að hættan sé sú að við missum hann og fórnum þar með þjóðarkessumum. Síðan önnur mál eins og varanlegt framsal, en þótt að það verði leiðrétt að þá hættan með laxastofninn verður eftir. Það verður líka eftir skiptingin á auðlindarendunni sem að miða við svona uppleggi núna að þjóðin að mestu að gefa þetta frá sér til þeirra sem eiga þessi fyrirtæki. Ekki þjóðin, þingið. Eða þetta þjóðareign sem að þingið gefur eign okkur á sér og svo eru kannski önnur mál eins og mengunin í fjörðunum og aldauði lífríkis þar eins og hægt að sýna fram á að hafi gerst í Noregi sem við getum líka rætt. Lögum að bæta einu við sko og það er þessi maður við Ísafjarðardjúp sem telur að sjókvíarnar fari inn á hans landareign og hann óskar eftir lögbanni og þá stígur fram sýslumaður sem heimtar 100 milljón króna tryggingu. Á venjulegum manni. Já, hvernig væri að spyrja þennan sýslumann hvernig sú tala tilkomin? Hann lítur að hafa skjölum það. Hann lítur að geta sagt frá því við hverja hann ráðferði sig. Kannski einhvern mann í dýrum jakkafötum. Blaðamenn þurfa að spyrja þessu. Og ef þeir fá ekki svar, að þá geta þeir óska eftir rannsókn á því við hvern maðurinn talaði í síma. Herðu, frumvarpið lagareldi hefur svolítið blandast inn í forsetakjör og maður myndi ætla að annað mál ætti að vera svolítið ofarlega á baugi og það sömuleyti kemur það fram í svona spurningum sem stjórnarskrána sem að þú sast í stjórnlagaráði sem frekler. Sætlarminningar. Höfundum nýrar stjórnarskrár sem að síðan þingið hefur ekki náð að afgreiða. Þetta humma fram að sér þrátt fyrir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Katrín Jakobsdóttir í framboði, hún hefur lagt fram ýmsar tillögur breytingar að breyta stjórnarskránni svona í bitum og börtum. Þætti þeirra eðlilegra að stjórnarskráin kannski líka í ljósi þess að núverandi forseti hefur margsinnis liggur að segja bara grátbeðið þingið að allavega laga forsetakaflan. Hann segir að það sé ekki hægt að vinna eftir þessari starfslýsingu af því að hún svo óljós. Myndirðu vilja sjá meiri umræðu stjórnarskrána í þessum? Já, sko við stöndum frammi fyrir hættunni á því að nýr forseti verði kjörinn eftir tæpan mánuð forseti sem kannski 3 af hverjum 4 kjósendum greiddu atkvæði gegn. Og þetta hefði nýja vilja kannski alls ekki Já, og nýja stjórnarskráin sérstaklega hönnu til þess að girða fyrir þetta og auk annarra réttarbóta og mér finnst það að orka mjög tvímælis að ekki sé fastar orði kveði að fráfarandi forsætisráðherra sem satt í 2 ár yfir samningu á samráðherrum sínum þessa sjókvíaeldis frumvarps ætli síðan að taka á móti frumvarpinu sem forseti á Bessastöðum og bregðast við frómum kröfum fólksins í landinu þjóðaratkvæði þetta mál sem að 70% kjósenda hafa lýst andstöðu við og þetta bara lýsir hagsmuna árekstri fyrst flækist hún fyrir því að nýja stjórnarskráin sé lögfest og framlengir þar með líf þessa fáránlega gamla forsetakjörs ákvæðis í stjórnarskráni og ætlar svo að gera út á það með því að reyna að ná kjöri með litlu atkvæðamagni
þessi staða hefði geta komið upp 1968 ef ekki bara Kristján Eldjárn heldur 2 eða 3 aðrir góðir frambjóðendur hefði búið sér fram gegn Gunnari Thoroddsen að þá hefði Gunnar Thoroddsen sennilega náð kjöri með sínum 34% atkvæða og þannig að við lentum ekki í þessari klemmu þá en núna stöndum við í fyrsta skipti frammi fyrir þessum raunverulega vanda og þess vegna fannst mér beinlínis óviðeigandi að Katrín Jakobsdóttir skildi gefa kost á sér og ég myndi óska þess helst að við eignuðumst nýjan forseta með meiri hluti atkvæða baki sér og úr því að gamla forseta kjörsákvæðið í gildandi stjórnarskrá enn við líði, þá fundist mér fara best á því að aðrir frambjóðendur kemur sér saman að bara einn þeirra færi fram og hinn drægur sér tilbaka og það gerist 96 að frambjóðandi dróg sér tilbaka 10 dögum fyrir kjördag. Til þess að koma í veg fyrir að Katrín Jakobsdóttir yrði forseti? Já, það fundist mér vera eðlilegt en ég á ekki vona á því að þau hinn fallist á þetta. Það fer ekki allt eins og þú vilt. En stundum þurfum bara að fórna ímynduðu með raunverulegum eigin hagsmunum fyrir almannahag og þetta væri leið til þess. En með þessu ertu að segja að framboð Katrínar sé raunverulega allt öðruvísöldur önnur framboð því að Vigdís var kjörin með 33% en bara kortir í seinna var þjóðin full sátt við hana. Sam Ólafur Ragnar held í 44%. Strax á eftir, Ólafur Ragnar og Guðni líka, 44 enginn hefur verið kosið með meiri hluta en þjóðin hefur sætt sig við forsetan leið og hann kjörinn, eða svo til Þú ert að halda því fram að Katrín sé ekki þannig frambjóð Ég leiði mér að efast það reynslan mun skera úr því en þú sér það bara að gerist bara leið og þetta sjókvíeldir frumvarp verður samþykkt frá Alþingi ef það vilja gert í þeirri mynd sem það nú að þá kemur það til kasta forsetans og þá verður fjandinn laus bara strax Herðu, en Katrín lagði fram breytingar á stjórnarskránni það saga að segja frá því sko til þess að reyna að breyða yfir það að frumvarpið sem að þjóðin kaus í gíslingu á Alþingi að þá ákváðan að ráðast í bútasaum sem vond aðferð við samningu stjórnarskráa, það margföld reynslu fyrir því utan heimi og lét semja 4 frumvörp sem öll eru miklu mun lakari heldur en ákvæðin sem eru í frumvarpinu sem að fólki í landinu kaus. Það verið að útþynna auðlindaákvæðið og gera það alveg bara billust til þess að standa vörðum óbreytt ástand. Það verið að útþynna ákvæðið þjóðaratkvæðagreiðslur með því að hækka kröfuna fjölda undirskrifta úr 10% af kjósendum sem að við komumst að vandlega athuguð ráði og með reynslu frá öðru löndum upp í 15% og það hefur verið að verið sér að rugla með málskotsrétt forsetans með því að breyta skýru orðalag í óskýrst orðalag og til þess að býta höfuð á skömminni síðan allt í einu komið þarna ákvæð að forsetin með ekki sitja lengur heldur en í 12 ár mál sem hefur aldrei nokkuð tíma komið til umræðu áður og bara liggur fyrir rökræðum hér innanlands að hvers konar útþynningar starfsemi þetta við Eiríkur Tómasson fyrirverandi hæstaréttardómari höfum við lýsti til dæmis hversu voðalegun þessi útþynning á auðlindaákvæðinu og við lýst fyrir okkar á því að málsmetlandi prófessor í lögum við Háskóla Íslands skulle láta hafa sig í það að grafa undan þjóðarviljanum með því að semja í eigin nafni tillögur sem að ganga miklu skemmra. En sagan endar ekki hér. Því að það sem að forsætisráðherra fyrrverandi gerði var að senda þessi 4 frumvörp til Feneyjanefndarinnar sem erlend sérfræðinganefnd sem fjallaði meðal annars frumvarp stjórnlagaráðs þegar að það hafði verið lagt fyrir Alþingi og oft fengið samt ekki alltaf til þess að fjalla stjórnarskrá frumvarp í Evrópu á vegum Evrópustofnana og þeir senda frá sér álit 2020 sem að margir sem að hlusta á okkur núna eru sennilega að heyra í fyrsta skipti núna því að því var lítið flagga hér heima það vísu en þá byrt á vefsetri stjórnarráðsins en það var bara alveg niðursallandi því að það sagði nokkuð veginn það sama og ég var að segja við þig það bendir á útþynninguna og ekki bara það heldur segja þér að stjórnvöld getur ekki lyft sér
að samþykja slík frumvarp að án vandlegra rökræði við fólki í landinu og án þess að leggja frumvarpin í dóm þjóðarinnar, enda var þjóðin búin að samþykja frumvarp sem gengur lengra og þetta er nákvæmlega það sem Ragnar Aðalsteinsson hefur hamrað á öðrum mannum oftar og skýrar og bara mannréttindanefndin gerir sjónarmið hans og mín og annara að sínum og það er þess vegna held ég sem ríkisstjórnin hefur ekki flaggað þessu áliti mannréttindanefndarinnar þó þessi orðið næstum 4 ára gamalt og það er þess vegna sem sumikar að heyra þetta í fyrsta skipti núna. Er það þá þannig mat nefndarinnar að vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar 2012 að þá sé stjórnvöldum óheimilt að leggja fram breytingar á stjórnarskrá sem að ganga skemur eða gangi berök? Já, nákvæmlega. Hún er að segja það að tillögur Katrínar séu þar leiðandi og tækar, þegar þú orða þetta mjög kurteislega og nefnislega er það sem að liggur í frumvarpinu en það sér það bara úr því að akkur standi ekki fulltrúar þingmenn hlutan sem berið sér brjóst og segja þarna sjáu þið hvað fenjarnefndin segir þau hefði ekki sagt það einu sinni bara af því að álitið var þeim mjög óvilhalt eins og ég hef geta sagt þeim fyrirfram. Þau báðu álitið en þegar þau fengu álitið og það var ekki eins og þau höfðu séð fyrir að þá er því bara stungið til stólins og slættir. Þannig horfir þetta við mér. Já. Herðu, Þóroddur, alltaf gaman að fá þig hérna að tala lagæreldi og stjórnarskrármál. Pínlítið forstakostingarnar. Alltaf gaman að koma. Gerðu það ekki. Takk fyrir. Og við ætlum að setja hérna áfram og reyna að skilja samfélagi sem við lifum í. Næsti kafli kemur eftir augnablik. 60% eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, okkur langar til að halda áfram að tala Gaza, en er það kannski þeir atburðir á jörðinni sem eru hryllilegastir og ágengastir og mikilvægast að við finnum einhverja leið til að bregðast við og hingað er komin Fida Abu Libde sem er umhverfistæknifræðingur á frumkvöðul og frá Palestínu, það ekki? Jú. Þú ert Íslendingur og Palestínumæður eða hvernig myndur þú segja það ef ég myndi spyrja það? Ég er Íslandingur og Palestínumæður, bæði. Bæði? Já. Herðu, ég veit ekki hvað er það að spyrja þú fylgist með hvað er að gerast? Jú, ég fylgist með. Og það er erfitt? Mjög erfitt. Ég bara passa mig á því stundum að taka pásur á milli. Það er mjög erfitt að fylgast með, það er mjög erfitt að ræða þetta, það er mjög erfitt að tala við fólki úti. Og það er náttúrulega hryllilegir atburðir að gerast. En svo er það líka þannig að það er eiginlega ekkert, það er engin leið út einhvern veginn. Er það ekki líka eins og það sé bara endurtekin hryllilegu dagur aftur og aftur? Ég veit alveg að við upplifum þetta þannig, en þegar ég tala við fólki úti og þeir segja frelsi er svo nálægt, við finnum það. Og hvernig finna það? Þeir bara hafa aldrei, ástandi hefur aldrei verið svona slæmt og svona barátta Palestínumæna hafa aldrei náð svona langt. Þannig þeim finnst eitthvað öðruvísi við þetta og þetta, þeim finnst að einhvern veginn upplifa, það verður endi að þessu. Það getur ekki haldið áfram svona? Það getur ekki haldið áfram svona. Og það getur ekki versnað? Og getur ekki verið tilbaka. Þetta er hlýtur að skána. Þannig ég veit alveg, hvað er þetta að meina og hvernig ég upplifi þetta er hræðilegt og ég sé ekki neina byrtu og bara þetta er búið en þegar ég upplifi þetta öðruvísi sem betur fyrr og þess vegna hafa þessi ennþá baráttan og ennþá að lífi og ennþá að berjast. Þau eru ekki gefast upp? Nei. Stundum er það þannig þegar fólk er í einhverjum bara stórkostlugu vanda að þá verður oft svona vongott. Ég man að þegar ég var lítill þá sá ég svona teikningu í Mogganum. Það var svona manni sem var bara einhvers staðar út á Kyrrahafinu og það var svona reykur við sjóndeildarhringinn eins og var í skemmtifæraskip og hann vinkaði sem alltaf ekki fræðilegu möguleik að þau sjái hann. Heldur það geti verið þannig að þegar þú ert í bara stórkostlegum vandræðum að
þá getur þú kannski hort á uppreist stúdenta í Bandaríkjunum og sagt, þú veist, nú þetta að koma, sko. Nú þetta að koma. Þetta þannig. Já. Þú sér það, þú veist, ég fer frá Palestínu 95, þú veist, og síðan þá hefur ástandi versna og sérstaklega Vesturbakkan og Gaza, þú veist, Oslo samningar, fríðarsamningar voru rétt að byrja þar ég fer frá Palestínu, þannig ég upplifði aldrei þessi fríður sjálfstæði Palestínumanna í Gaza og Vesturbakkan. En svo fer ég aftur í heimsókn 2004, allt annað landslag. Hvernig þá? Bara fólk voru uppgefin, af því þessi samningur var ekki alvöru, þetta var bara gaf Ísraelsmennum meira tæki á Palestínumanna og þau voru uppgefin og þau voru bara að hlúta þessum en þá þessi lög þrátt fyrir þessi frelsi. Eina munurinn sem varð að sumir okkar Palestínumanna fengu að sækja palestinski ríkisborgararétt. Það eina. Skiptir engin máli hverju þú varst að kjósa, hvort þú borgaði skatta ekki, þú fékkst engin þjónusta, engin réttindi, þú fékkst bara þetta passa sem þú gæðst ekki einu sinni ferðast á samþykki Ísraelsmanna. Það var einhvern veginn heimurinn byrja að horfa öðruvísi á Palestínumanna og meðal annars Ísland. Við viðurkennum Palestínu, en hvað vorum við að viðurkenna? Að þau eru með vegabréf, engin réttindi, engin, þú veist, tekjur, engin frelsi, ekki neitt, engin lýðræði. Hvað erum við að viðurkenna? En svona vesturæna heimurinn byrja að horfa öðruvísi á Palestínumanna eftir þetta að þau eru með palestinska ríki sem var bara falskt. Við Íslendingar viðurkennt Palestínu en síðan innrás inn á Gaza, inn í Palestínu. En það bara íslensk stjórnvöld bara að blessa það. Þannig það er mjög, ég er ekkert að fara að tala tölur, ég er ekkert að fara að tala hversu mörg börn eða konur eða ástand í Gaza að þau lifa ekki hjálp og bara stanslösa árásir, ég er ekkert að fara að ræða tölfræðin eða hvað er að gerast. En fyrir okkur, stuðningsmenn Palestínu Íslandinga, sem eru stuðningsmenn Palestínu hérna á Íslandi og erum bara þreytt á því að ekki geta sinnt Palestínumanna samstöðu almennlega út af því við erum að berjast við að segja við ríkisstjórnin hvað að gera? Taki afstöðu. Taki, Tyrkland og Kólumbíu til fyrirmyndan. Akkur þurfum við, í staðan fyrir að vera að safna orkan okkar að sína Palestínumanna samstöðu, að hjálpa þeim í allt sem að gerast þar, við erum að eyða orkan okkar í að fara fyrir utan Alþingi hverju einasta helgi og segja hvað eru þið að gera? Akkur ekki að fordæma þetta? Má ég spyrja, akkur heldur það sé? Það er nefnilega einhverja hagsmuna að gæti hérna. Ég ætla ekki þykjast að vera eitthvað, vita allt pólitík og hvernig þið eru að hugsa þetta, en ég veit það minnst er einhverja hagsmuna að gæta. Þetta ránt, það vita allir þessu ránt. Ef þú talar við hvaða flokk sem hvaða stjórnmálum bara í eigin tali, á þess að vera með fjölmiðla í kring eða einhverja yfirlýsinga, þá segjar þetta ránt og þetta ógeðslegt sem að gerast og Ísland ætti að taka ástöðu. Það kemur líka fram í skoðanakönnunum að þetta sé afstaða mikils meirihluta íslensku þjóðarinnar. Það stendur með Palestínumenn. Og meðal annars stjórnmálamanna. Og þau þóra ekki að segja þetta, þau þóra ekki að gera neitt. En af hverju er það hlýðni við Bandaríkin? Það er ekki það eins og Ísrael hafi eitthvað svona stórkostlega hagsmuni á Íslandi? Nei, það er Bandaríkin. Við getum ekki sett okkur upp á móti neinu sem að Bandaríkin ákveða að gera. Nei. Ég var svo hnyksla á því að við þurftum eitthvað að ræða hvort við ættum að fordæma árásir. Ætti Ísland að setja hjá Sameinuðu þjóðanna eða kjósa með á móti. Er það eitthvað til að ræða? Þetta er ekki Ísland sem ég þekki og ekki Ísland sem ég... Ekki sem að Ísland sem að þú lifir í. Nei. Það er ekki fyrir að kemur á stjórnvöldum. Stjórnvöld gera eitthvað allt annað heldur en að þú upplifir að mikill meiri íslensku þjóðarinnar vill og meiri segja fólki sem er hluti af stjórnvöldum. Þannig að við erum först einhvern veginn í þessu að þurfa að beygja okkur undir Bandaríkin. Ég las einhvern veginn, ég held að var hjá Elisabeth, leikstjórinn. Hún sagði sagði bara svona Facebook-færsla og segir hvað skuldum við Bandaríkin að við þurfum að greiða fyrir það með blóð barnana einhvern veginn svoleiðis orða hún það þannig hvaða plánið erum við komin hversu látt erum við komin að við erum ekkert að segja þegar eitthvað er ránt að gerast að það sé ránt hvað skuldum við svona mikið hvað fær okkur til að gera þetta en
þegar þú stendur frammi fyrir þjóðamorði og þú bregst ekki við og gerir ekkert, þá ert að styðja þjóðamorðið. Já. Og það raunverulega það sem íslensk stjórnvöld að gera. Já. Ég meina verðum við alveg svo enga stund, þú veist, við ríkisstjórnin enga stund að koma með yfirlýsingar fordæma það sem Hamas að gera og það sem gerðar 7. október og það sem Rússar að gera í Úkraínu og allt það, en við þurfum að hugsa og bíða eftir nýjustu rannsóknir til þess að fordæma það sem Ísrael að gera. En alþjóða dómstóllinn, hann úrskurðaði að það væri líkur á því að þarna væri þjóðamorð í gangi. Það var fyrir 12 síðan. Ég held að líkurinn hafi bara vikist. Því að þarna núna bara verið að svelta fólk í ofanálag. Sem þetta ástandið hefur versnað. Já. Og niðurstaðan var það að það yrði að stoppa átökin og það yrði að koma fólkjum til hjálpar. En íslensk stjórnvöld virðast ekki hafa þessa línu þótt að alþjóða dómstóllinn sem hluti af bara formlega, fjölþjóðlega vettvangi komist þessar niðurstöðu sem að sama stefna og krafa og mótmælendur á Íslandi eru með. En stjórnvöldin eru einhvern veginn ekki á þeirri línu. Nei. Þetta er alveg, ég veit ekki hvað hagsmunir, eins og ég segi, ég skil þetta ekki. Hvað fær maður, þú veist, ef þú sér við erum öll að horfa á þetta, við veitum öll hvað er að gerast, við þurfum ekki að ræða þetta, ég þarf, eins og ég segi, ég þarf ekki að segja tölur en eitt, þú veist, 9 ára barnið mitt veit hvað er að gerast þar, það er bara hver erum við sem manneskur og hvað fær okkur til þess að horfa fram hjá svona hryllingur, annarkvort er þetta að segja við sjálfa með mér kemur þetta ekkert við, þú getur ekki sannfært sjálfa þig að þetta er ekki að gerast. Þetta er að gerast. Nei, þetta er að gerast. Þannig ég skil þetta ekki. Ég skil þetta ekki í alvörunni. Ég myndi aldrei vera sá ránt og þú veist, þetta er bara samfélagsábyrgðin okkar, skylda okkar að segja nei þegar eitthvað ránt að gerast, að tilkynna það. Ég veit ekki. Stjórnvöld, meðan hans Bjarni Benediktsson sem var utanríkisráðherra og nú orðinn forsætisráðherra, hann svona rakirti mótmálastöðuna á Austurvelli, eins og að það fólk væri að eyðileggja Austurvöll með kröfum sínum að sínu fólki yrði komið til bjargar. Systir Falastín, hún kom í Kastljós í október og hún fekk aldrei að kenna á því með því að tala frelsisbaráttu Palestínumanna. Þannig að það er líka að þau sem að taka upp og sérstaklega þið sem að eru frá Palestínu, þið fáið að heyra. Ég get veit ekki þátt í mótmálum og öðru slíku og fæ ekki fólk getur hæðst að mér eða eitthvað sliðis, en þegar að snýrað ykkur sem að eru frá Palestínu, að þá fáið þið svolítið svona eins og að ykkar kröfur eigi ekki heima í okkar samfélagi. Já. Sem þú veist, ég veit ekki hvernig, þetta eru okkar samfélagi líka. Við palestínumenn sem búum á Íslandi hefum lagt mikið til Íslands og okkar samfélagi og við horfum ekki öðruvísi á sjálfan okkar nema við eigum annað uppruna. Að vera mismunna okkur, að vera með áráður á samfélagsmiðlum og við fréttunum og segja ranga fréttir og halda áfram að orðanotkun og búa til þessi áráðu að þú veist, eins og við einmitt hefum ekki rétt á okkar skoðanir, okkar lýðræðislega tjáningu, rétt að við höfum ekki rétt á því að því uppruna okkar er öðruvísi og á því hvaða skoðanir mínur eru, ég hef alveg rétt á þeim og þú veist, en þegar einhver fólk, þú veist, svona í völd, í valdastólunum og eiga ágætis fylgi 20-30% þjóðunar er að fylgjast með þeim og hlusta af þeim og orðanotkun og áráðu og stundum alveg rasískar yfirlýsingar gagnvart ákveðin hópa fólki. Fólk eru ekki þá að réttum stað. Svona fólk eru ekki fulltrúa okkar Íslendinga. En áráðurinn á heimsvísu er svolítið það að palestínumenn séu, það vera afmennska palestínumenn. Það er að gera það. Og umræðan gýðingahatri og það sem fólk er að tala við vorum að tala þetta samfélag palestínumenn að við vissum ekki að vera til fyrir að koma til Íslands. Við höfum alltaf búið með, við höfum ekkert á móti gýðingum sem trúabröð eða kristin trú, við höfum alltaf búið saman
besta vinkona mömmu mína gyðingur, bjó í næsta húsi, það hefur aldrei verið við höfum aldrei haft nýtt á móti gyðingum, við höfum eitthvað á móti segjarnestar og Ísraels En kynþáttafordómar eru sterkt afl og það eru dæmi það að það sem að kannski allt hefur virkað í lagi, að vinkona mömmuðinnar hafi verið gyðingur og mamma þín muslimi. En svo gerist eitthvað í átökum samfélaginu og allt í einu bara rifnar á milli og þetta verður raunverulegt að við talaðum þetta hvað gerist í Bosníu þegar átöki voru þar, þá allt í einu bara einn daginn skiptu trúarbrögð öllu máli. Hefðu engu máli skipt áður, allt í einu skiptu öllu máli. Já, en í þessu samhengi þau bara skipta ekki máli. Ég veit alveg að það að reyna að búa til þessi hatur. Það eru fleiri gyðingar að mótmæla fyrir utan Columbia University en annað fólk og segja, ég palestínumaður, ég gyðingur og ég stend með Palestínu. Það vinst inn í Ísrael, það mótmælur daglega og segja bara ceasefire, stop genocide, þú veist, þetta snýst ekki trúarbrögð og hefur aldrei snúist það í Palestínu. Ég veit ekki hvort þessi, þú veist, fyrir fólk sem hafa aldrei kannski farið til Palestínu, skilja að, þú veist, ég var í skóla þar sem var blandað öll trúarbrögð, við fengum frí á föstudögum, á laugardögum, á sunnudögum, afi til að verða trúarbrögð, við lærðum með öllum trúarbrögð. Við höfum alltaf búið saman. Þegar ég fer til Palestínu var síðast 2023. Ég fer í Fæðingakirkju Jesú, ég fer í Al-Quds moska. Það hefur aldrei verið neitt issue og við höfum alltaf, og ég veit að það er reyna að búa til. Þannig þetta átökum land og landrán. Bara rétt, rétt að vera til. Aðskilnaðarstefnu, þjóðamorð, þetta snýst ekki trúarbrögð. Hefur aldrei gert það og við sáum það í Bandaríkjunum hver eru með hæsta rettir fólk sem En í íslensku umræðu það var í þinginu að þá voru þingmenn upp í pontu að tala atburðina í byrjun október og voru að lýsa því að þar hefði vanfærum konum verið ristar upp á kviðnum og börnin tekin út og börn setti á grill og þar myndi götunum. Þetta var sagt í þinginu. Ég veit hvað þetta vitna í, hvað þingmaður. Já, þetta held ég að sé öllum ljóst að eru skröksugur. Það Þetta hefur ekkert verið leiðrétt eða neitt. Nei, og að við erum að nýta bara Alþingishús Íslandinga fyrir svona áróðu og ekkert leiðrétt og ekkert gert neitt í því, bara, ég veit ekki hvert við erum að fara með þetta, En ég ákvað þetta byrjaði, þú veist, og umræðan var alveg 7. október og umræðan alveg bara, nei, þetta byrjaði aðeins fyrir, aðeins eftir, ég ætla bara, eins og maður segir, choose my battle. Ef þú ert svona ignorant, þú ert bara, þú veist, svona, veist ekkert sögu, veist ekki sögu Miðausturlanda, Palestínumanna, ég ætla að trúa því að þetta byrjaði allt 7. október þrátt fyrir saga mannkyns og hvenær að byrja og hvenær Palestína var stofnað, Ísrael var stofnað 1948 áður, var ekki til. Ef ég ætla að trúa þetta, ég ætla ekki eða orkan í þér. Þú veist, ég ákvaða það. Já. Ég ekkert að leiðrétta svona fólk sem bara, ég veit ekki, hvort ég vita að þau eru svona heimsk og að búa til áráðu, eða vita það ekki. En það þeirra heimaverkefni að læra sögu, ekki mitt að kenna þeim. En þessi áróður bara klassískur áróður sem notaður í svona átökum. Við sökum þig að borða börn. Já. Það notað sem bara vopn til að bara einangra Palestínumanna meira og búa til svona hatur. Þannig, og ég get ekki svara því. Ég get ekki svara að þreytandi að segja, nei, ég borða ekki börn. Nei, ég var ekki í Burgo meðan ég var út í Palestínu. Ekki reyna að finna vit í vitleysu eins og sagt. Takk. Það getur verið mjög erfitt. Já. Herðu, en Píta, hvað viltu að íslensk stjórnvöld geri? Ég vil að þau taka afstöðu. Hvernig? Skýra afstöðu. Ég meina horfa til Tyrklands eða til Kólumbíu eða þú veist, með viðskiptabanna á Ísrael hætta, þú veist, bara ríkisstofnana hætta að kaupa vörur þaðan, þú veist, það þarf ekki vera eitthvað, þú veist, bara loka landi fyrir það, bara ekki kaupa vörur þaðan, eitthvað
bara yfirlýsing, eitthvað smátt, eitthvað sína að við sáum þetta ránt og við ætlum að segja það. Ég hef ekki orðið varfið sér rætt Gaza í forsetakosningunum. Nei. En maður myndi samt ætla að það mál kæmi upp því að ég býst við að palestínumenn á Íslandi, íslenski palestínumenn, alveg eins og stuðningsfólk Palestínu og bara stuðningsfólks bara friðar og mannúðar hafi orðið fyrir miklu vonbrigðum með afstöðu ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Og síðan hún komin í forsetaframboð. Þannig að maður myndi ætla eins og til dæmis frumvarpi sem hún lagði fram í þinginu lagareldi sem hefur svolítið verið hluti af kosningabaráttunni, hefur verið rættar, þótt að hún hafi kannski ekki mikið rætta. Finnst þið líklegt að Gaza, að hún verið innt eftir þessari afstöðu? Ég minna, þú veist... Já, við getum flett upp í gömlum viðtölum og yfirlýsingum þar sem hún lýsir sig sem sérstaklega stuðningsmann Palestínu. Ég ætla kannski ekki að ræða einn frambjóðandi, en ég ætla samt að gagnrýna, þú veist, fjölmiðla að þessi spurningu hefur ekki komið fram og þetta skiptir svo mikið máli til þess að bara að sá hvernig manniskan að verða forsetin okkar. Er manniskan að fara að standa með sjálfan sér og segja þetta ránt og ég ætla að segja það þó að kosta mér stólinn. En það var ekki, þessi spurningir ekki búið að koma fram og líka, þú veist, af því við erum að tala þú veist, fréttamiðlana, þú veist, þessi hvernig þau eru að taka þátt í líka búa til áráðu og frétta umfjallanir og hvernig þau tala Palestínu og þáttöku og staða palestínumanna og þú veist, orðin sem eru að nota hvernig það fegra Ísrael og það sem að gerast en Hamas eru eitthvað að koma og vilja ekki ræða við neitt og koma með ranga falska fréttir og ekki að segja svo rétt frá, en það var tækifæri í forsetisumræður að vera bara með já, nei spurninga að kasta þessu fram út af því margir Íslandingar hugsa þetta mál og taka þetta mjög næri sér að þeirra ríkisstjórnin ekkert að gera nýtt og búast við að forseti myndi gera eitthvað. Og það sjáum við bæði í skoðanakönnunum eins og ég vísaði til, það sem mikill meiri hluti Íslendinga sem að styðja málstað Palestínu, en við sjáum það líka í þáttöku í ýmsum mótmælum og líka bara til dæmis söfnuninni til þess að bjarga fólkinu frá Palestínu, þannig að við höfum mörg merki það að þetta mál sem að stendur fólki mjög nærri. En þú til að segja að fjölmiðlandi kannski eru með þá stöðu gagnvart þessu máli að þau eru erfitt með að byrja það fram. Kannski var það sem að næst komst þá var fréttir af því í gær að forsetaframbjóðendur voru spurðir hvort þeir ætlu að horfa á Eurovision. Já. Sem er svona hvað ég segja, svona fölsk spurning kannski þetta mál. Já, það er fölsk spurning. Akkur spurðu ekki beint út af því að horfa á Eurovision sem, ég skil það sem, ég veit ekki svörin hver svara hvað, en sem frambjóðandi með því að segja já, þá er ég að styðja við íslenski list. Það kemur kannski palestínumennum ekkert við. Spurðu bara beint. En þú veist, ég skil ef einhver sagði já, að þessi bara ég er að styðja okkar listamenn hver sem þau fara og hvort ég sé sammálaði ekki, veist, ég skil að þú segir ná en þú ætlar að spyrja staðin til palestínumanna þá spyrju bara beint. Það var enda búið að vera undanfarna mánuði þessi umræðum Eurovision var að sumleiti svona fölsk umræða þetta. Já, svo er náttúrulega fræðilegu möguleiki eitthvað segi já, ég ætla að horfa á Eurovision vegna þess að ég styð palestínumenn og ég fordæmi Ísrael en almennt er ég ansnúin því að nota svona útilokun í íþróttum og listum. Þetta er bara svolít afstaða sem sumir hafa. Ég eins og ég, þú veist, ég finn svo mikið meðbyrjum með Íslandinga þau hafa sýnt samstöðum palestínumanna alveg ómeitanlegt og ég bara snortin fyrir það og meta mikils hversu mikið Íslandinga að standa með palestínumanna og þegar umræðan Eurovision kom upp þá hugsa ég, það var rosalega erfitt fyrir mig út af því ég kýs að mótmæla með því að mæta niður Austurvell með að skrifa mér það sem ég er að hugsa á Facebook eða deila einhver frétt og vonast til að einhver tekja þau upp og deila þau áfram. Sumir kjósa að mótmæla með að senda Bashar út. Þú veist, þetta áður en heyra vann kosningarna. Þannig ég ákveða þá
ég ætla að sniðganga Eurovision út af mínu samfæringu en ég ætla ekki samt að segja fólk hvernig ég er sína samstöðu Palestínu. Þú bara ræður, ef þú ert að sína samstöðu Palestínu þá er ég þakklátt. Hvernig þú sýnir það á þinni hátt, það er bara þitt mál. Þannig að það var þegar Bashar af því fólk voru að tala að hann væri tákn. Hefur viljað að hann hefði farið út? Ég ætla ekki... Það er Eurovision á morgun, svo líka það vil svo til að eru tónleikar í Háskólabíó á morgun. Ég ætla á það. Já. Hérna, að þú nefnir, og ég hef líka nefnt það, þennan mikla stuðning Palestínu hjá Íslandi og ég hef verið að svona skoða annars staðar í heiminum. Ég held þetta sé svona í Írlandi líka. Já. En svo er ekki víða annars staðar þar sem að þú sér svona mikinn stuðning og af hverju heldur þetta sé? Af hverju er svona almennur stuðningur meðal almennings á Íslandi með Palestínu? Ég veit, Írarnir fóru í gegnum að svipað og þess vegna standa þau með okkur. Ég held Íslandinga eru svona, ég veit ekki hvort ég mætti slétta, þau eru svona emotional intelligent. Þau veit, já, mér finnst það. Þau kunna alveg tjá tilfinningina sína og þau vita þetta er ránt og alla gera eitthvað í því. Þau vita alveg hvernig þeim líður með ákveðin málefni og þau geta ekki setja á það. Og þess vegna fara þeir út. Þau kannski hafa ekki upplifa svona niðurlæging og stríð og hertöku en þau skilja okkar upplifun sem Palestínumenn. Þau eru bara mjög klár með tilfinningarna sína. Íslendingar? Já. En af hverju, ef Íslendingar eru svona tilfinningarlega greindir, af hverju tekst þeim ekki að velja stjórnvöld sem að endurspegla það? Jú, þetta tilfinningar, ná að plata þeim líka. Ég held þessi, ég veit ekki, ég get ekki svarað því. Við reynum að rannsaka það. Já, við reynum að rannsaka það. Herðu, við erum að reyna að tala þjóðamorð án þess að vera með athyglinni á hörmungunum sem eru þar. Af því að ég vil ekki græta þig. Nei. Af því að ég veit að bara, það getur ekki talað um þetta þess að bara gráta. En ef að við trúum voninni sem er í brjósti fólksins á Gaza að það sé kannski nær sigri núna heldur en nokkuð minn áður. Hvernig sérðu framtíð Palestínu? Bara eftir, þú mátt fara 20 ár, 30 ár. Hvað væri það besta sem að geti gerst? Ég allavega veit að við Íslandingar höfum mikið verk að vinna núna eftir þegar þetta er búið að aðstofa að byggja upp Palestínu aftur af því þeir eru að fara að skilja allt í rust. Ég þóra ekki að leyfa mér að segja eftir 20 ár eftir 10 ár að vera frjáls Palestína. Ég þóri því ekki út því ég er 40 eitthvað ára og ég er búin að hugsa þetta í svo langan tíma eftir 10 ár og það gerist aldrei. Þannig ég þóri ekki að leyfa mér það þó ég á 3 dætur. Elsta heitir Watan sem þýðir heimaland. Næsta elsta heitir Tahrir sem er frelsun. Þannig ég er með hana heima og svo yngsta heitir Asala sem er svona innfætt, original. Þannig ég er með frelsi fyrir heimalandi heima hjá mér en ég þóri ekki að fara þangað en ég sé fyrir mig að alþjóðarsamfélagi tekur sig saman og núna, þú veist, ég náttúrulega til dæmis UNRWA var stofnað strax eftir stofn Ísraelska ríki og allt sem gerðist, þjóðamál sem gerðist þá og var UNRWA stofnað til þess að aðstofa Palestínumennum með svona eiginlega afsökunarbeiðni frá heimurinn það að við vorum að horfa á Ísrael að gera þetta við ykkur, við gáðum þeim leyfi til þess. Þannig ég er að vonast til að alþjóðarsamfélagi tekur við þetta og skammast sín fyrir það sem við erum búin að þegja yfir öll þessi mörg ár og aðstofa Palestínumenn að stofna ríki. Þannig eftir 10 ár verðum við ennþá að byggja upp landi upp á nýtt undir alþjóðarvernd. Svipað og margar þjóðir hafa lofað Úkraínumennum að gera að taka þátt í uppbyggingu landsins eftir einhverjum Rússa og þá verði eitthvað svona samkomulag það í heiminum að það verði að þetta er það er alltaf að þú leyfir að horfa svona fram af því að það er náttúrulega bara í deginum eru svo miklar hörmungar að þeim verður að linna. Það er bara strax og við eigum að gera allt sem við getum
þó þessi bara yfirlýsing til þess að aðstofi að stoppa þetta strax. Já, það er ekkert of lítið, þannig að það er ekkert að segja hvaða áhrif munum við Íslendingar hafa þó að við förum í hættum einhverjum viðskiptum og þó að við segjum eitthvað þá rödd okkar lítil, þú hafnar því. Alls ekki. Því að þetta er líka kannski samviskuspurning hvers einstakling fyrir sig að rísa upp og andmæla þjóðarmorði. Og allt sem við gerum, þegar ég er að tala um fólki úti, þau geta ekki bara að deila samfélagsmiðla. Hún segir við mig, frænka mín, þú veist alveg, við þurfum að eyða öll samfélagsmiðlana úr símana, annars við erum handtekinn. Þú ert bara að stoppa út í götu og þú ert að deila eitthvað, svona myndefni í símanum og þá ertu handtekinn. Þannig bara með að deila, bara með að vera með yfirlýsingu. Í Palestínu við vita af okkur Íslandinga og það er alveg íslenska fána, ég hef séð það í Gaza og annars þar. Þeir vita af okkur og Íslandingar er duglegur að láta vita af sér og halda þessu áfram og ríkisstjórn koma með sitt fólk í liði. Og hver einstaklingur sem að deilir áfram því sem að fólk er að mynda þarna og segja frá er óvandilega mikilvægt því þetta er fólk sem getur ekki til þessu sjálft og leggur líf sitt í hættu við að koma upplýsingunum fram. Það er þannig. Herðu, Píta, takk fyrir að koma hingað og ræða Gaza og Palestínu. Takk fyrir að hafa mig. Við ætlum að sitja hérna aðeins áfram og halda áfram að reyna að skilja heiminn sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það eru forsetakosningar og við höfum hérna við Rauðaborðið rætt við, svo til alla sem er í frambóði, en það eru 2 eftir. Ég ætla að tala við hann Viggo á morgun og kannski mun ég ná sambandi við Katrínu Jakobsdóttur, hver veit, en að öðru leyti höfum við talað við alla frambjóðendur nema Eirík Inga Jóhannsson, Rafvirkja. Sæll. Vertu velkomin hingað. Takk fyrir. Og takk fyrir að bjóða þig fram. Við höfum þann síð hérna við Rauðaborðið. Já, þetta er mikil heiður að fá að bjóða sig fram fyrir þjóðinni. Já, þetta er svona, við byrjum á þessu þegar við tókum fyrstu viðtölun, því þá var svona stemming í samfélaginu að trúða lestina og allir var að bjóða sig fram og þá tókum við upp þennan síð að þakka fólki fyrir að bjóða sig fram. Sú umræða sem að var svona í janúar, febrúar, mars, fram í apríl, fannst þér það eitthvað sem þú þyrftir að fara í gegnum? Að á ég erindi eða móttökurnar við frambúðunum eru svona blendin, verður mér mætt með hæðni og háðsglósum? Ég hef nú ekki mikla ágjörði því, en fyrst að náttúrulega þegar maður ratuður svona er gott maður hafi eitthvað við móta. Já. Og þá ákvæði það að ég byrjaði þessar viku setni ég ætlaði út af veikindum, en ég tók heila viku þarna sem ég safnaði 500-600 meðmælendur og var þá var ég ekki búin að opinbera það en eitt svoleiðis og byrjaði náttúrulega að ganga í mínu nánustu umhverfi eins og stigagangi minn og fleira. Þegar ég trú ef að nágrannir vilja enga veginn sjá þig þá skaltu endur skoða þig og sleppa þessu. Það voru góða viðtökur alls það sem ég fór og ég fór mikið í heimsóknum og var þarna alveg 20 mínútur og stundur hálftíma og hitti marga snillingar sem gátu frótt manni margt í þessu kerfi okkar. Þannig að eftir þeirri viku þá bara sá ég það ég ætti erindi í þetta. Þegar maður er fann að ná að spjalla við velgefið fólk og nær til þeirra og margir sem tóku svo blaði hjá mér og skrifuðu svo undir á þess að ég baði það sko. Fyrst baði maður náttúrulega í uppæði og síðan lendur maður í góður í spjalli og margir sem sögðist aldrei skrifuðu undir hjá neinum og mér þykir hann og góður árangur maður er búin að ná mikið af fólki þannig að ég næja ágætlega til fósið og næja að spjalla eins við það. Það var svona ekkert verið að fylgjast með þér, það var ekkert fjallað þig svona að frambúðu vera á leiðinni eða svo allt í einu skilur við bara inn nægum undirskriftum? Sko löngunum mín var það að mér langaði að safna að lágmarki 1500 undirskriftir í einn personu og þess að mér finnst að stjórnarskránni hafa ætlast þessar ákveðin vinna lögð í þetta og þetta ánáttúrulega vera á pappir. Það er mín skoðun og það vilja breytingar á stjórnarskránni sem að verði þannig að lágmarki 1500 meðmælendur á pappir og hámarki 3000 í heild og svo er fínt að fá forkostninga og síðan að þú þurfa að þá mennir aðra umferð, þannig þið kosum myndið tvekja efstu. Já, en náttúrulega það þarf ekki verið önnur umferð ef að frambjóðandi náði meiri hluta. En síðan kemur það, ég var mikið til að sjá það að þú þurftir að safna að lágmarki 500 undirskriftir í eigin persónu á pappír áður en þú fengi að komast inn í rafræna grunni.
og þá veit fólk að þarna einhver sem tilbúin að leggja eitthvað á sér og ætla sér að vera frambjóðandi. Já, og ekki borin áfram að einhverjum svona stuðningsmannahópi sem að sér alla vinnuna. Já, þetta mikið vinna og sannfæri fólki í eigin persónu og ókunnugt fólk verður ekki sækja í bara fólki sem hún þekkir. Og þú vilt að fólk, slá í garðinn sinn og vaski sjálft upp, sé ekki með þjónustufólki í þessu. Sko, það náttúrulega fer eftir hverju, mér finnst náttúrulega ríki náttúrulega þegar þú ert orðinn kjörgengur, þá eiga allir bara að fá fasta uppæð og þú átt bara að halda þér inn að þeirra marka og ekki 1 krónu meir. Þá standa allir við sama borðið og við vitum alveg að sjónvarpsauglýsingarnar eru það sem verið að sækja mest í og þar mesta peningin. Þannig að fólk verður svolítið blind fyrir þeim frambjóðendum sem eru mest framme í skjónum. Já, stundum gerist það í kosningum að svona síðustu vikan, 10 dagarnir, raunverulega færist umræðan úr umræðu þáttum eða samtali fólks bara yfir í auglýsingatímana. Þá kosningabaráttan háð á auglýsingatímum. Nákvæmlega. Það bara þannig. En heyrðu, Eiríkur, af hverju vilt þú vera forseti? Mér finnst það að komið þörf að við förum að starfa eins og mér finnst að stjórnarskránni hafa alltaf ætlast til þess og það það að skipta löggjafarvaldinu og framkvæmdarvaldinu í sundur. Það náttúrulega á að vera þannig, alveg svo dómsvaldið á að starfa sér og eins og staðan í dag þá finnst mér ekki ríkja rosalega ríkt lýðræði. Við erum með stjórnahefð sem felst í því að við myndum okkur stjórna meirihluta úr einhverju flokkum. Já. Og þar með alltaf einhverju flokkar sem fylgja með að því að það þarf að mynda meirihluta. Og þar með erum við alltaf með einhverju sérhagsmunahópa sem að ná alltaf að vera við stjórnvöldin. Og þegar þú stjórnar bæði framkvæmdarvaldinu, essensa í ríkisstjórn og ert með meirihluta þingmanna á bakvegi, þá voðalega auðvelt fyrir að gera hvað sem við vilt og það sýnist. Svo það ekki sanngjarnt gagnvart lýðræðinu hjá öllum þessum kjósnum sem að eiga það sem við erum í raun og veru að búa til eitthvað sem heitir stjórnarandstaða. Mér finnst það á ekki verið til neitt sem heitir stjórnarandstaða á þingi. Allir þingmenn geta unnið og lagt hlutið á borði og fengið atkvæði bak við því. En á meðan eins og núna þú ert með 38 þingmenn á móti 25. Það verður ekki mikið. Ef við viljum hafa þetta svona, þá getur alveg bara strókað yfir forsetann og getur strókað yfir alla stjórnarandstöðuna og senda hana bara heim og spara okkur þá peningin, ef þetta sem við viljum. En svona einhver útgáfa af þessu systemi eiginlega í öllum nágrannlöndum okkar. Í Skandinavíu kongur, ekki kongur alls þar? Núna, kongur alls þar í Danmörku, en ég menn hann ekki hluti af framkvæmdarvaldinu og það þingbundin stjórn, að þingið finnur meirihluta, stundum minnihluta með stuðningi einhverja flokka, en það þingið sem að mynda stjórnina, sama á kannski við í Bretlandi, Þýskalandi, Hollandi, það helst í Frakklandi sem að maður finnur eitthvað í líkindu við það sem að þú vilt sjá. Sko, mér finnst það að við erum alltaf að horfa bara að bæta okkar kerfin innan þeirra og það alltaf verið að bera saman við okkur við útlönd og þetta. Ég meina Svíþjóð skils með að þessi alltaf minni hluta stjórn en hún mynduð með því að mynda meiri hlutum með öðrum flokki sem því að það ákveði líman á bakvið og menn vilja halda ríkisstjórnin áfram þó þau séu sitjandi í stjórn og þar ef að fólki ætlar að halda sér alltaf svona saman þá alltaf geta þingmenn ekki greitt atkvæði eftir einn samfæringu sem að myndast á eða þú aðskilir. Mér skilst að færingar hafa farið þeirri leið að þingmenn megi ekki verið í ráðherrar. Ég þekki ekki til þess mál sjálfur en mér skilst það og mér finnst að það eigi við á Íslandi. Ég þekki ekki herrið mikið með óvart ef það en það má vera. Það hefur verið breytt. Herðu, en af hverju finnst þér að eigi að efla forsetann til þess að vera, hann þá eiginlega höfuð framkvæmdarvaldsins? Já. Er það vegna þess að þú upplifir það að ríkisstjórnin sem að þingið myndar sé með þingið í vasanum eða hvað? Það bara svoleiðis og hefur verið svo lengi og það ekki nokkuð spurning og það komast alltaf ákveðnir alltaf til valda með því að mynda þessi stjórnarmeirihluta sameiginlega. Þannig að ef við slítum þetta í sundur þá geta þingmenn starfast með þingmenn og unnið við lögum allir sameiginlega. Auðvitað myndast náttúrulega fylkingar milli flokkum með hverju stefnur en þegar þú komið 50% sem vil halda saman ríkisstjórn þá það límið, völdin límið ég vil ekki meina forsætisráðherra sé límið í ríkisstjórni það völdin ekki persónan en það náttúrulega skrifað í stjórnarskrá að forsetinn eigi að fara með framkvæmdarvaldi og hann ráðherra að fara með völd forsetans þannig að þetta frekar borðleggjandi hver fer með framkvæmdarvaldi hérna á landi. Ok, en hvernig getur þetta gerst? Segjum að þú væri bara kjörinn og nú komin hérna ég held að það sé 1. ágúst sem þú takir við völdum. Nákvæmlega. Það kom inn 1. ágúst. Hvað gerist?
Ég nú með þeirra reglu að þegar maður mæti til vinnu þá maður ekki byrja að usla og brosla strax. Þannig að þú erum svolítið að boða það að sko breyta leikreglum. Ég vil að þetta veri breytt og helst bara svona í rólegdóm, en auðvitað ég sæði fyrir við ef þetta gengir sín hraðasta veginn þá náttúrulega færi maður og myndi tala við þingið, alla þingmenn, alla flokka og fá þá til að leggja þeim tillögur ráðuneytum og helst utan þings. Það er ríkisstjórn Bjarnar Benediktssonar. Já. Við gerum ráð fyrir því að hún haldi þarna til 1. ágúst. Já, mér finnst þessi ríkisstjórn ekki verið að fara freka vel. Það má nú freka segja að hann ekki farið vel þessari öld. Nei. Það verðist alltaf bál og brámd og maður heyri það nú mest hvernig ráðherrar eru farin að tala í dag. Það finnst mér ekki til fyrirmyndar, sérstaklega í utanríkismálum. Það er nú þannig til að við eigum eitthvað sem heitir sendiráðin á Íslandi frá öðrum þjóðum. Og ef við byrjum að kjóra brjósti, þá eigum við að ræða þar á lokuðum fundum við þá. Við eigum ekki að vera að berja okkur brjósti hérna og hlunnast einhverju öðrum öflum í heiminum. Hvað er það meinið með þessu? Já, alveg bara hvernig þetta ráðherrarnir tala. Þetta er ekki eins og stjórnmálumenn eiga að ræða saman. Maður þarf að vera dipló og passa sig og þetta er staðan í dag og það er ekki víst að hún verið svoleiðis eftir 10 ár. Mennir að þessi svona full herská svona í þessum veröld sem er meira markuð af stríðum. Það virðist að vera ætlun að hafa alltaf aðskilnað í heiminum en ekki verið sameinast. Það er bara virðist að vera svolítið stefna hjá mörgum. Og ég er svolítið hrædd að Vesturlöndin sem fara að lúta niður í þessu. Það er að þjóður í heiminu sem eru verða sterk og geta núna loksins staði í lappina sínar og sagt nei. Og við erum að sjá meira af þessu. En varðandi hérna þingið og forsetann. Að þú talar að forsetinn hann er náttúrulega þjóðkjörinn og hann hefur umboð sinna þjóðar, en þingið hefur það líka. Ég meina það er sama fólki sem að kaus þetta þing sem að þú stillir svolítið upp eins og anstæðing en á bakvið bæði forsetann og þingið er almenningur, kjósendur. Það er náttúrulega tilgangin líka með þessu að það sé engin allræði með þessu. Ég meina framkvæmdavaldi vinnur innan þeirra laga sem þingið setur og í fyrstu setningu stjórnarskrárinnar sem ég finnst nú mjög oft verið að snú út úr þá náttúrulega stendur hann að Íslandi lýðveldið með þingbundinni stjórn. Það þýðir ekki að þingi stjórn í landinu. Nei, en það verður að samþykkja stjórnina. Já, sko, það verður náttúrulega að vera þannig að sko, ef þú ætlar að hafa stjórn á ríki, hvernig er ríki stjórnað? Að það er náttúrulega með lögum og reglum og það sér þingið og til þess að lög og reglu verði sanngjarnt fyrir allara sem kjósendur, fólk í ríkinu, þá náttúrulega er það langt best að allir þingmenn geta haft einhver áhrif. Men eins og er í dag, þá hafa bara stór hluta þingmennum engin áhrif á þingi. Atkvæði þeirra muna aldrei breyta neina. Ertu að tala að forsetinn, þú, muni bara mynda ríkisstjórn, geti verið utan þingstjórn? Já, ég vil endilega vera utan ríkisstjórn og ég myndi... Þannig að þingi verði bara löggjafarsamkoma og veiti framkvæmdarvaldinu aðhald? Þannig er þetta hugsað. Þetta sé aðskilnur. Það er að vera aðskilnar á milli þessar valda. Þannig að það er ekki annan að lesa því út í því og maður hugsa tilkast fengu í stjórnarskrá. Það er til að fá lýðræði. En af hverju mislásum við þetta svona rosalega? Við höfum haft annað system allan tíman. Það er engin mislýs þetta er kallað stjórnarhefð þessum hvernig við myndar ríkisstjórn. 1, 2 og 3 og það getur meirist að fundið á Alþingi sjálfur. Þeir eru núna með nokkuð skýslur þar sem nefna stjórnarhefð. En þeir ráðherrar alltaf starfandi með völd forsetans og forsetar fram að þessu hafa gefið sem að þú ferð úr bestastæð og fær leiði forsetans að mynda ríkisstjórn. Akkur eftir það sé. Þetta er valdsvið forsetans. Ríkisstjórn starfar á valdsvið forsetans. Áttu þá við að forsetar kannski frá Sveini og Áskeri hafi gefið völd sín til þingsins? Þeir hafa veitt umboð til að fara með völd sín. Það er bara liggur þannig fyrir, það er ekkert eitthvað mér finnst eða öðrum, það er lagalega atrið og það er samkvæmt stjórnarskránni. Hann hefur leyft þeirri heimild. Og þú ert sannfærður það að ef að forsetinn myndi verða höfuð framkvæmdarvaldsins og bara skipa sína ríkisstjórn, að þá væru bara mál á Íslandi í betra horfi. Líðurinn það náttúrulega skilja, akkur erum við að kjósa okkur forseta? Við erum að kjósa eitthvað sem á að halda utan ríkisstjórnina. Það er það sem við erum að kjósa okkur. Annað er bara miskilningu, við erum ekki að kjósa okkur móttökustjóra með eitthvað sem lítur sætur og fallir út, eitthvað sem getur passað upp á að það ríkið lýðræði og frelsi hérna á landi. Og þetta þarf náttúrulega að vera einstakling sem hefur góða dómgrind og hæfni og getur unnið með öðru fólki. Eins og forsetinn er ekki einvaldaður.
þetta tryggt í sem sagt með stjórnarskráni að ef að forsetinn þess að voða þá getur þingið náttúrulega mynda 3/4 meirihluta og kalla til kosninga og ef að þingið hefur rangt fyrir sér þá náttúrulega fellur þingið og það koma þingkosningar þannig að það er svo margir sem kalla þetta öryggisventla, ég kalla þetta svona öryggir í lýðræðið og forsetinn hefur það vald að passa upp á ef að lögin ekki standa stjórnarskrá eða fólk í landinu mjög nýtla við þeir lög sem að þingið að setja, hann hefur á höfnunarvaldið og setur þetta þá í fangi þjóðarinnar að velja að það þjóðin sem valdi forsetann, það þjóðin sem valdi þingið og þá ef að það myndast ágreiningur milli þeirra tvekja þá að þjóðarinnar að taka aðstöði og þannig á þetta að vera. Sumir óttast svona, kallir þetta stjórnmálanar en óróleika, en þú óttast ekki. Þú heldur þetta getur verið bara hressandi fyrir íslenska lýðveldið? Nú varst að tala útlöndin. Það fullt af lýðræðisríkjum í heiminum sem með þetta fyrirkomulag. Þeir kjósa sig forseta. Hann raðar í framkvæmdavaldið. Já, við erum með þannig í Frakklandi og við erum með þannig í Bandaríkjunum. Já, og þá verður bara fólk að meta hvort að það betra, hvort að líki betra lýðræði hjá þeim og minni spilling. Þannig að þitt framboð raunverulega sett fram til þess að bjóða almenningi upp á að fara þessa leið. Ég vil stoppa þessa spillingu og valda misnótkun sem hefur verið í landinu. Þetta komið gott og við erum svo lítilega, við megum ekki við þessu. Hvernig birtist það spilling og valda misnótkun? Það má eins og ég var að tala á þann að það kom alltaf fylgiflokkar með. Þú myndað meirihluta ríkisstjórn. Við þekkjum alveg hvað flokkar hafa alltaf verið ríkisstjórn. Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur. Já, og þegar þú ert í þessari stöðu sem flokkur og sér það að þú getur bara alltaf verið í stjórn, þá myndar svolítið sérstæði hugsunarhætti og auðvitað flokkar ekkert annað en í grunninum sérhagsmannahópar og það þarf ekkert að vera endilega þetta fólk þegar kemur ríkisstjórn sem vinna eins og fólki sem kýstaði vill, en það bara ákveðið bóðið og fólk velur eftir því. Þannig ég ekkert að sakast við þá sem kjósa flokkana í þessu. Þetta bara ekkert rosalega mikið úrval þanniglega, einhvers staðar verður að setja atkvæðið. En einhver geti andmælt og sagt að ég meina ef það þannig að flokkar sem að byrja með góðum ásetningi og spillast á því að sitja svona lengi við völdin og orðin kannski bara eitthvað allt annað eða voruð í upphafi, að þá mun kjósendur bara hafna þessu flokkum. Það væri hinn eðlilega leið, en þú ert eiginlega að segja til að stundu þurfum við bara eins og hrista kassana þess til þess að fá svona... Sko ég vildi náttúrulega númer 1 og 3 sjá bara einstaklingsskjörun og þing. Og þú veist, það ekki stjórnarskrá. Tæknilega séð það nú samkvæmt stjórnarskrá. Það er sagt að við kjósum okkur 63 þingmenn, ekki 63 þingflokka. En þingflokkar ekki og stjórnmálaflokkar ekki stjórnarskránni. Nei, jú, það kemur nú vísa niðar þegar það tala hvernig flokkarnir atkvæði skuli dreifast og jafnast á milli stjórnmálaflokka og öfla. Það er þarna í köflunum við mann rétt 7. köfli það sem talað mest kosninga og slíkt. Þannig að það þar, en auðvitað á stjórnarskrána tryggja það að það getur fólk komið fram óháð og eins og í dag þá náttúrulega þarf fólk að mynda nýjan flokk til að vera óháður því að þú getur stofnað flokk. Þú getur ekki bóðið fram eitt, þú þetta fylla upp í... En ég eins og með uppástungu með því að geta búið sér fram einn og í núverandi kosninga. Þetta snýst náttúrulega kosningalögin. Stjórnarskráin gerir náttúrulega ályktanir það að þetta ráðstafa þetta í lögum. Ákveða betur í lögunum hvernig við ætlum að hafa þetta og inn í því kemur náttúrulega það að það er ákveðið, við þurfum að mynda okkur lista og það er allir hver flokkur þarf að fylla listan og það verður svolítið vont ef það kemur ykkur og ætlar að vera einn nafn á baku einu flokki. En það er ekki svipað meðmæli sem þú veist að segja á þann eða þú vilt bjóða þig fram ekki bara 15 og þurfur að safna allavega 15 í viðbót? Það á að vera skylda og það á að helst að vera pappir og þú fer að hitti fólki í einn persónu. En auðvitað getur að haldi svona fjöldasamkomur þar sem fólk getur komið og hitti og þú getur skrifað undir. Ég er ekki að taka fyrir því, alls ekki, en þú þarft að leggja smá vinnu í þetta. Þú talar eins og að stjórnmálaflokkarnir séu að einhver leyti að fara ekki með almannahag, séu ekki góð tæki til þess, séu stundum að heila andstæðingur almennings. Ég vil nú alls ekki vera að segja að allir stjórnmálaflokkarnir svoleiðis og ekki að fara að taka frekar þessi flokkar sem hafa verið alltaf ríkjandi ríkisstjórn. Þetta fer oft fólk með góðum hug í þessu, en það vill nú til að það er alltaf auðveldast að stjórna fólki í flokkum. Það eru náttúrulega bakhjarlar á baku flokkunum og þeir hafa náttúrulega sín áhrif, alveg eins og með þessi frambjóðendur sem að fá 2 milljónir í kosningabaráttunni fyrir forstaframbóði. Það eru bakhjarlar, fólk skuldar sig greiða og þetta er lítið land og maður hefur heyrt nóg af svona tilvikum það sem að greiðinni greiddi tilbaka.
það sem myndi kallast misnotkun á valdi eða spilling. Þannig að það við einstakliskjör líka. Ég bara velta fyrir mig hvort að þú lítir á sem að sko stjórnmálaflokkarnir séu vandamálið eða þau öfl sem að stýra stjórnmálaflokkunum. Sko ég var alltaf á því að það ætti bara að vera einstakliskjör. En það ekki náttúrulega beint lýðræðislegt að hafa svoleiðis. Það þarf að vera þannig að þú getur bóðið fram sem einstaklingur og einnig eða þú vilt tilheyra einhverju flokki. En að sjálfsög það alltaf þannig að það þingmenn sem kosnir og það lýsir sér best í því þegar einhver segir sig úr stjórnmálaflokki á þingi þá gerast hann óháður þingmaður. Það út af því að það einstaklingur sem kosin en ekki flokkur. Og það það sem fólk á erfitt með að skilja. Mér fannst þetta sjálfum Þeir eru bara bundnir eigin samvisku. Þeir eru raunverulega ekki bundnir sko vilja flokksins. Og það verður oft reiði í þjóðinu og þeir verður bara hvernig stendur á þessu að þessi einstaklingur getur bara sagt sér úr flokknum og starfa bara sem óháður. Við hafa flokkur sem kosin en ekki hann. En það bara ekki þannig í þessar lögum. Það þingmennir kosnir, ekki flokkar. En þú mátt alveg segja, herri, ég tilheyri þessari hreyfingu og þessi stjórnmálaefni. Það bara lýðræðislegt og fólk á helst að vita það hvar þú tilheyrir þegar það að kjósa þig. Þannig við þurfum bara að stokka upp í þessu og finna hvernig við ætlum að gera. Það víða það sem að sko frambóðið til forseta að þar fólk merkt til stjórnmálaflokkum, þannig það í Frakklandi og þannig það í Finnlandi og hvort sem að sko forsetin hefur mikil völd eða lítil völd að þá mjög algengt að þeir séu fulltrúar stjórnmálaflokkar. En ég var að spyrja hvort þú lítir á að stjórnmálaflokkarnir séu sko vandamál eða öfl sem að stýra stjórnmálaflokkunum, því að þú líklega að tala út frá því að út úr þinginu, út úr ríkisstjórn kemur eitthvað sem að ekki almanna vilji. Það eitthvað að hjá okkur. Það kemur sko ef við tökum bara flokkana sem til staðar núna. Núna 3 flokkar sem í ríkisstjórn og þar með með 58 þingmenn á bakvið sig, eða 38 fyrir og það segir sér sjálft að þessi flokkar ekki alltaf að vinna að því þessum að allir kjósendur að 58% þjóðarinnar sé sammála, ekki 58 það engin með meirihluta, þá verður stjórnmálinn að vera einhver svona samkomulag og þannig að flokkarnir náttúrulega oft gera hluti sem að kjósendur vilja ekki og eins og ég var að segja hana límið í ríkisstjórnum alltaf völdin og menn vil ekki vilja missa völdin og þannig að ef eins og mér finnst þetta hefur verið núna að vegna þess að forsetinn ekki að veita aðhaldi eins og hann ætti að gera, ég ætla ekki að sakast í Guðna, hann bara ákveður hvernig virða þessa stjórnahefð og það hans afstaða. Ég menn hann hefur ekkert lengt í og stjórnahættina hans hafi ekki lengt í heldur. Hann ætla bara að hafa þessa stjórnahefð og lefa flokkan og ráða þessu og þá eru komið 3 flokka sem að vilja allir setja í stjórn og límið að halda völdin og þeir virðast bara hver sig, hver ráðherra geta farið sína leið út af því að hinn hræddir að missa völdin og slíti ekki ríkisstjórnin sundur þannig að það virðist að vera komið svo staða út af að ekkert aðhald með þeim á flokknum að þeir bara geta hagað sig hvernig sem vilja þetta ekki gott fyrir lýðræðið þarna vantar að þjóðun sé með einstakling sem heitir forseti sem tilbúin að setja stað og segja herri, þetta ekki að ganga upp þú verður aðeins að passa það hérna. En áttu þá við að við verðum að kjósa forseta, að við verðum að kjósa einstakling eða værum við að kjósa einstakling með tiltekna stefnu sem að segir okkur cirka bát hvernig hann ætlar að stýra landinu næstu 4 árin og þá kjósum við það og þá ekkert svona, að því að þú vilt hafa 2 umferðir, að þá ekkert svona kompromí á eftir, það ekkert málamiðlun á eftir, heldur fáum við bara þessa stefnu og ef okkur líkar hún ekki, að þá bara fellum við hann í næstu kosningum. Það bara þannig á að eiga kosningar að ganga. En eins og staðinu núna af því það alltaf myndast stjórnarmeirihluti þá verða ekki svoleiðis það ástæðan fyrir að myndast alltaf þessi stjórnarmeirihluti, það flokkarnir sem hafa á 21-30% stundum náðu verið 2 það nú algengust held ég verið alltaf 2 flokkar og núna hefur bara verið lækka fylgi við þessum flokkum og þetta hefur verið dreifast á fleiri flokkum og þar með hefur komið 3 stjórnarflokk að þú þykjast flokkastjórn. Bjarni Benediktsson enda með hugmyndur það að fækka þingmönnum og fjölga kjördæmum til þess að það verði færri flokkar á þingi svo að hann geti einhvern tíma kannski myndað 2 flokkastjórn. Ég vil nú meina að hann sé nú eina af þessum fáum þingmönnum sem alltaf samkomin sjálfur sér. En þú ekki ánægð með hann? Hann allan ég ekkert að segja að þetta var ánægð með hann. Ég nú ekki sammála frekar öðru en hann stendur fyrir sínu. Þú veist hvað þú fá þig og kýsa. Hann með þessar tillögur til þess að sko að verði meiri líkur á 2 flokkastjórn, að verði ekki 3 flokka og 4 flokkastjórnir að breyta kjördæmakerfinu til þess að þeir flokkar sem að hafa mest fylgi fái raunverulega umfram þingmenn á kostnað hinna.
En það nú bara þannig að ef við erum með þetta svona, þá eru þingmennir uppteknir að framkvæmdavaldinu í staðan fyrir að vera uppteknir því að vera þingmenn og sinna því sem hlutverki sem að þingi var ætlað. Og veita löggjöfinni og veita framkvæmdavaldinu aðhald. Ef við fáum framkvæmda, nú segjum við förum að hafa utanþingstjórn annars stjórn, þá fer það náttúrulega þannig að ef að þessi stjórn ekki að ganga vel í þeim og fær ekki þingi með sér, þá koma það náttúrulega eldri breytingum gegnum þingi. Þannig að það lýðræðið í því, það alltaf ákveðin þrýstingur fram og tilbaka að þú silt að passa og vinna fyrir lýðræðið. Ja, við þekkjum þetta bæði frá Frakklandi og Bandaríkjunum, þótt að forsetarnir séu valdamiklir, að þá þurfa að koma lögum sínum og breytingum á samfélaginu gegnum þingið. Það gengur ekki alltaf. Við erum sem betur verið ekki eins og Bandaríkjunum, svona nánast bara með 2 flokka. Það náttúrulega baneitrað. Það endar náttúrulega mjög líklega í því þegar þú ert með seinni umferðina, að þá verður svona meiri líkur á því að samkomulagið sem að þú ert svolítið að finna sé fyrir kostingar en ekki eftir kostingar. Þannig að það verði svona einhverja blokkir sem að eru að glíma öldin. En það verður alltaf blokkir. Það skiptir engum máli hvernig stjórnarhæð þú ert. Það eiginlega galli meira þess að innræðis þegar þurfa að myndast blokkir og bak við þeim. Já, en vandinn svolítið þegar það er að tala um að maður veit ekki hvað maður fær þegar maður kýs á Íslandi er að blokkirnar haldi ekki, þannig að eitthvað sem ég held að veri vinstri flokkur, hann myndar hægri stjórn og alls konar. Þetta bara vandamáli við þetta. Það ekki svona. Við hefum bara kjósa okkur einstakling sem séum að raða í þetta og treysta honum fyrir því. Ég er að reyna að skilja aftur til 1. ágúst. Þá kallaru á flokkana, ræði við þá og reynir að sannfæra þá að þú ætlir að mynda ríkisstjórn og þeir eigi að bara fara nýr á þing og sinna þingstörfum en þú ætlir að mynda ríkisstjórn. Það svona hægt að einfalda á þeim orðum en mér finnst þeir svona ekki alveg og forsetinn ánáttúrulega að vera dipló. Stjórnmálmálýsir og þú ætlar að fara með mikla breytingar og þú ræðir eitthvað við þingið og það verður náttúrulega ákveðinir sem leggja stein fyrir vegi á manni í slíkri. Já, þeir segja bara gleymdu því sko, við munum ekki setja okkur við þetta, segja þeir og hvað gerist þá? Það er náttúrulega kjósendur sem hafa valið það er ekki þeirra að ráða. Þannig að þú bara myndar ríkisstjórn? Þá bara, það sem ég myndi gera, það er náttúrulega nummer 1 og 3 er að biðja þingið að koma með tillögur, áráðurum. Þeir koma með tillögu, það er ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar. Ég þarf að lesa ekki, ég er að tala um að utan þings. Þeir komið tillögur af fólki sem þau getur séð fyrir sig utan þingsfólk. Þú ætlar að segja við þá, ég ætla að skipa nýja ríkisstjórn og það verður engin þingmaður í henni. Nema að segja af sér þingmaður. Ef ég er kosin, þá veit fólk hvað stefna ég hef og þá náttúrulega segir sér sjálft að ég verður að standa við það við fólkið, við með mína kjósendur. Þannig það er ekki nokkuð spurning, en síðan þarf náttúrulega að vera gott ekki bara að fá tillögur frá þinginu, það er að fá tillögur frá ýmsum öðrum aðrar utan stjórnmálaflokksins. Það er til fullt af hæfi og flottu fólki að núti. Þetta heitir bara að maður sé að raða í ríkisstjórn af fagmennsku. Og ef það gengur, þá ætti það að ríkja betur lýðræði. Það sem er enginn með einhver ákveðin stefnumálin í framkvæmdavaldinu. Stefnumálin eiga að sitja á þingi og þingið þar getur sérhagsmenn og hópar að raða sér saman að ná ákveðin málefni fram. En í framkvæmdavaldi þá átt það náttúrulega bara að vinna út úr þeim lögum sem þingið situr. Ein leið væri svo að þingi segði, við látum ekki þennan valdaræningja breyta hér öllum hefðum og við viljum bara burtu með hennar fórsta. Þá skilja þeir ekki muna hvað stjórnarskráin veitir, hvað völd hún veitir. Þú sagðir að þá gerist það að þeir sitja fórstan af og þá verður þjóðaratkvæðagreiðsla eða kosning. Og hvað gerist ef þeir hafa rangt fyrir sig og fara með ofsa? Þá verður þingkostingar. Já, þannig að þetta getur gengið í hringstundum, en það er til að tryggja að vilji þjóðarinn sér fyrir hendi, bæði á þingi og í framkvæmdavaldinu. En einhver geti sagt, ef við kjósum hann Eirík, að þá fer allt hér upp í bál og brand, þú verður bara stjórnarkreppa. Eiríkur verður aldrei sem fórseti sem einhver einræðis á það. Nei. Ég er góð að hlusta á fólki. Ég er ekki að tala það núna. Nú er ég að tala bara um að það verði upplausn. Það er bara kerfi sem við höfum haft hingað í 80 ár. Já. Allt í nú er bara búið að henda því upp í loftið og engin veit neitt. Þá treystum við voðalega lítið uppbygginga. Við erum alltaf með rosalega flott fólki í ráðuneytunum. Og þetta hreinur nú ekki á einum fórseta, Þannig að það er það sem að þú segir. Þú óttast ekki þótt að koma ykkur óróleiki. Ég gerir mig grein fyrir að þeir sem vilja halda völdum munur reyna að gera mann kannski erfitt fyrir í byrjun en þeir eru bara að skilja það að ég er ekki þarna til að vinna gegn þeim
Ég heldur bara þarna til þess að vinna að þetta verið þjóð allra landsmanna en ekki bara þeirra. Þetta sem snýst En þú gætir hins að verið kosin forseti með kannski 27% atkvæðum. Já, og það er ekki, sko, það eru mjög sterkar líkur að það verði forseti kosin á 21% núna. Já, við möttum að sjá það, sko. Stundum gerist það þegar að vera að líða að verður svona tilfinningum að kappur sig kannski að milli tveggja og þá verður En það heitir þetta líkur. Já, það er ekki fullir að neitt. Nei, það gæti gerst. En við verðum bara átt okkur á því að þetta er ekki frambjóðandunum að kenna. Nei. Að kerfi sé svona. Nei. Við gætum verið með 20 manns í frambjóðinu núna. Og þá vorum við að tala það gæti kannski verið fórsetið með 12%. Nei. Það er fræðilega mæli. Þú veist, það er alveg líkur að það gerist. En þessna þurfum við náttúrulega að standa því að fá fórseta og þing sem er tilbúið að breyta stjórnarskránni til þess að koma í veg fyrir að svona myndist. Já, en ég að spyrja eiginlega út frá þessu. Segjum bara 25%, þú ert kosin. Já. 75% kursuð ekki. Hefur umboð til þess að gera svona afgerandi breytingar á stjórnarhefðinni? Þetta er náttúrulega alltaf það sem er alltaf að tala. Já, hefur umboð til þess. Ég er að spyrja því. Stjórnarskráin segir það, sá sem er með meirihluta er valinn fórsetið þjóðarinnar, ekki 28% dóðan, þjóðarinnar. Og fórsetin á alltaf að hlusta á alla þjóðuna. Eins og ég sagði áðan, að ég mun vera fórsetið allra. Eins og fórseti að segja, ríki í Bandaríkjunum á Fraklandi, ég er fórsetið þeirra sem kussu mig en ekki síður fórsetið þeirra sem kussu mig ekki. Fólk verður bara að skilja að ég er ekki með einhverju ákveðnu baráttustefnu. Ég vil bara að það sé aukið lýðræði, ég vil fá aðskilnað milli löggjafarvalds og framkvæmdarvaldsins og ég hlusta á vilja þjóðarinnar. En þú vilt breyta kerfinu að því það er eitthvað sem við erum ekki að gera rétt. Og hvað væri það helst í íslensku samfélagi sem þarf að laga? Það er náttúrulega að laga að sé ákveðin sérhagsmunum sem geta að fara og misnota kerfið. Við þurfum náttúrulega að fá betur að hreinta, þú veist, það liggur alveg fyrir að flestir í þjóðinu vilja ekki selja eigur ríkisins. Mér persónulega finnst að er ekki það því að ríkið er fyrirtæki. Ég meina, hvað er ríkið? Og þetta er svona, mér finnst að flestir, ég reyna að gera alla sem ég heiti og átt að segja hvað er ríkið? Ríkið er hlutafélag allra landsmanna. Það er ekki það því að hlutafélag allra landsmanna geta átt einhver eigur á meðan að þau komi ekki í veg fyrir einstaklingsframtaki. Ef við tökum nú orkumálin, nú er þau mjög heiti á sumum. Nú sömu sem vilja að það sé bara ríkið sem rekur orkumálin. Mér finnst það nú ekki mjög sanngjarnt. Ef ég hef efni á og tökum á því að koma mér upp virkjun og selja það á heilsölu verði inn á netið, þá er það ekki ríkisins að koma í veg fyrir það. Það er ekki gott. Við erum sömu hluti sem hafa gengið vel að einkavæða og aðra ekki. Ég er ekki að tala um einkavæðingu hérna. Ég er að tala um við höldum í þær eigur sem við byggðum upp með skattfé landsins. Þannig að hlutafélag þetta var byggt upp með skattfé landsmanna og hlutafé okkar er núna í þessari og til að tryggja þess að við eigum orku og helst að hún sé eins ódýr og hægt er. Og það er það sem að ríkisstjórn þarf alltaf að passa upp á og þingið að þegar að vera að mynda einkavæðingu og slíkt að það sé ekki gert til að hækka verðið. Ef við tekum bara eins og farsíma og netþjónustu, ég hef ekki fengið hærri reikninga frá því að þetta var einkavætt. Þú veist, ég fæ reikningunum mín í dag eru ódýri heldur en voru þegar ég var að borga símreikninga þegar þetta hétt bara síminn. Ég var samt mikið á móti því að síminn var seldur á sín tíma. En þetta hefur komið sem hagsbúti þjóðarinnar. Það er meiri samkeppni í þessum markaða. Þarna er þetta gangu upp. Eins og þegar kemur orkumálunum þá sé ég fyrir að við eigum bara okkar orku. Þannig að þetta myndast hvort þessi ríkiseigu og einkaeigu, það er bara fyrirtæki sem selja þá orku á heilsölverði inn á netið. Síðan eigu við fyrirtæki, þetta er ekki svona í dag, ég vil að það sé til fyrirtæki sem sér allt viðhald og dreifingu netins. Þannig að þetta væri eins og reiknistofu bankana í eigu allra heilsala. Það er ekki landsnett einhvern veginn þannig? Ekki nóg, það fer bara að háspenninni og síðan stoppar það. Þegar það kemur að lágspenninni og dreifist inn í hverfinu og slíkt þá er það eigu veitana. Ég veit eins og Þú vildir hafa veitt fyrirtæki sem sæju grunninn við hérna. Já, sem þess að heilsalinn er eiga sameiginlega þetta fyrirtæki og síðan sér þetta fyrirtæki að þjónusta gera. Síðan það kemur af dreifing og sölu. Ég er svona í báðum áttum þar. Þannig að ef að heilsali getur, ég ætla ekki nefna einn fyrirtæki, bara enga fyrirtæki, getur keypt stórt orkapakka á góðu verði frá
þessu heilsölum, raforkuframleiðendum og getur þá með lækka verði til einstaklings, þá það jákvætt. En ef það að fara að snúa því við að það vera að herra, þá getur alveg haft bara eitt fyrirtæki sem sér selja og dreifa allar orku. Eins og sem dæmi að heildsölu fyrirtæki í raforku kaupa orku, sitja á henni til þess að hækka verðið og skammtinni síðan út. Það gerist þannig að íbúar í Kaliforníu verið leiknir aftur og aftur. Þetta hefur komið veg fyrir. Við megum ekki lendi í því að raforkun fara öllu verðið Þannig ég báðum áttum, þetta getur farið vel með sölu og dreifingu, ég veist að þetta sé þríþrætt, það framleiðandi og heilsali og síðan viðhaldi sem í eigu allara fyrirtækina og síðan sölu og dreifing. Og þess sölu og dreifingu þáttunum verður náttúrulega verið til þess að tryggja að það verið lágt verð. Það má ekki vera að hækka með þessu. En ég heyri að þú þekkir til þessara mála. Er þetta ekki þannig í dag að raunverulega það svona vilji stjórnvalda að auka einkarekstur inn í orkugeiranum? Það búið til svona rými, þannig ef að þú virkjar bæjarlækin hjá þér, að þá ber að taka það inn á kerfið og í reynd það þannig að ef að þú eigur orkuframleiðslu sína þá dregur Landsvirkjun sig aðeins tilbaka vegna þess að það verið að búa til svona leiksvæði fyrir einkafjármagnið. Það bara litið á það sem mikilvægasta í orkuuppbyggingunni að einkafyrirtæki fái leikvöll. Já, samt ekki búið að vera að virkja neitt. Við erum stöndum á dampi með orkuna. Það var svona kannski pínulitlar, sko. Ég menn nú voru að horfa svolítið hvernig þetta búið að fara við orkumálunum síðast. Landsvirkjun sem sagt stjórnar orkudreifingunni með líkani og áætlar þar hvað skerðingar munu taka gildi og það ákveðin fyrirtæki sem kaupa og gera samninga með orkuskerðingu. Þrátt fyrir það, þá erum við stödd við því að það kannski nóg í lónunum. Lónið batterið. Það reyndar ekki núna, það lítið í lónunum. Já, en það breytist við 2 árum segjum bara með góðri tíð. Veist, en þetta líkan, þetta áætlun. En það samt alveg nóg vatn í lónunum til þess að passa upp á heimilinu og annað með. Við veitum ekkert hvað veðurtíðin náttúrulega ber og maður skilur alveg að það verið að reyna að passa upp öryggi. En það sem feillin í þessu að það verið að ræsa upp vararafstöðar á Vestfjörðunum og aðalega og þetta verð vararafstöðuna verða fyrir sliti. Þetta vara, þetta hafa ekki verið að nota til orku framleiðslur. Þetta ef að línuna slitna og það ekki hringtenging á Vestfjörðunum. Það snýst þessi velar og þetta dýrar velar. Þannig að við erum að slíta þessu velar meira. Það eyða alveg vel þessa velar þegar það er í gangi. Þannig að það er mikið olíu sem segir Ísla sem fer þarna. Við erum að skerða stór fyrirtæki með skerðingarsamninga en þrátt fyrir það þá erum við að framlega orkuna á þennan máta og þetta verð fyrir beint yfir í smásöluna fyrir rest. Við veitum alveg þó að kom ekki strax þá kannski kemur árið eftir og þetta lekur yfir í hækkun verða. Og ef það skerðingutími þá það náttúrulega þeir sem eru á skerðingarsamningum að framlega sín einu orku sem við þurfa þá að því raun og verið bara að vera að minnka raunilega þess að þarf að skerða að því út að framlega með olíu. Þetta náttúrulega ekki í lagi. Og við þurfum að laga náttúrulega hringtengingun okkar, hún ber ekki hæstu háspennina, við minnið þessi 220.000 voltalínu. Kárahnjúkar hafa ofta verið með nægilega lónstöð, en það hefur ekki hægt að dreifa hérna suður. Þannig að það ýmislegt að það að laga þessu og ef þetta einkarekið, línukerfin, við þekkjum þetta erlends frá, saltstormurinn í Bandaríkjón, út að það var ekki viðhald. Viðhaldi skiptir öllu máli og það ríkisins að tryggja þessi orka til allra og þá hægt að gera það að taka úr höndum framleiðandana að vera að reka sitt eigið dreifikerfi að það sé bara að færi þessar eina fyrirtæki og við erum með topp viðhald. Það sé ekki freistni vandi hjá fyrirtækjunum að draga úr viðhaldi til þess að auka tímabundið hagnað. Það nú ákveðið fyrirtæki hérna Suður og Sjó sem hefur lent í því að vera í þeirri freistni skilsmið á innanbúa mannum sem kannast við og eitthvað af því hefur verið opinbert berað. Orkumálin, eitthvað gefur mér svona annan dæmi það, hvað að í íslensku samfélagi svo að við getum glögga okkur á Eiríki? Ég nú mikil áhuga alltaf að pæla í hvað veldur. Ég gaman að kænsku og sjá hvernig fólk bregst við og svona spá fyrir og það getur ágætlega séður í þessum málum og eitt af því þetta eru fjármálin og maður að skilja hvernig við erum með háa vexti eins og núna mikil verðbólga og slíkt og þá til eitthvað sem að draga niður heiminn sem kalla stýrisvextir, meginvextir og fagmáli og þá hugsaðum maður skallega hver tilgangur með þessu vöxtum? Jú, það til að minnka
samkvæmt það sem ég las fyrir löngu síðan, samkvæmt Seðlabanka, það var til að minnka lausafjármagn skuldara í raun og veru, ekki eigna fólk, skuldara. En nú las ég nýlega að búið að breyta þessu, allavega með minni, fólk ekki taka mig alveg inn á bókstafnum mér, en í dag þá stendur hjá Seðlabankanum. Þetta til að draga úr nýjum lánum. Þá fer maður svona að hugsa, ef þetta til að draga úr nýjum lánum, akkur þá þessi hærri vextir ekki bara á nýjum lánum en ekki eldri lánum. En allavega, út úr þessu pælingum og hvernig þetta bæta þetta kerfi, þá hef ég komið með það sem ég kalla höfuðstóla álag. Og ég flett svolítið í lögunum og reynt að finna hvar megin vextir koma við í lögunum. Og ég ekki að sjá mikill fyrirstöðu að gera þessa breytingu sem ég er frá að minnast á. Og með því að hafa höfuðstóla álag, þá kemur það sem eins verkværi fyrir Seðlabankur að hafa ákveði verðbólgustjórnar verkværi, hvort að það sé að minnka lausafjármagns fólks eða minnka töku nýra lána. Það er bara Seðlabankans að gefa út hver megin stefna þess er. En allavega, þegar munurinn væri, þetta er nákvæmlega fyrir Seðlabanka, þetta viðbótar álag, svo þú borgar með hækkun vaxta, það færi mánaðamótin, eða þegar þú greiðir, hvort það sé mánaðamóti að tekja hvernig greiðslu fyrirkomulag svo út með, gengi þá beintinn og höfustól loksins. Þar með ertu búin að lækka, þetta er þinn peningur, þú ert að borga aukalega og ert lögbundin við að borga aukalega, hann fyrir þá beintinn og höfustólun á lánuðinu, þar með lækka skuldir heimilina í heild á allir landinu, það lækkar verðbólgu, síðan kemur að því, það sem er stærsta atriði í raun og veru í þessu, er það að þarna hætta lánveitundur að hafa það verkværi í höndum að þeir geta fengið að stjórna að lána útstreymi sínu óspart og mynda verðbólgur. Ég meina, hvað vitir í því að vera með kerfi, lánakerfi uppbyggt eins og vera með það sem að sá sem að getur lána óheft og orðið til þess að verði myndist verðbólga fær svo að græða á henni í lokin. Þannig ég mun segja að þegar við erum búin að taka þetta verkværi á þeirra höndum, þá fáum við betri stjórnun á hvernig við lánum út peninga og þar með ætti að myndast meiri stöðuleiki. Ég meina það á alltaf að vera markmiðin að reyna að þróa kerfi þannig að við fáum meiri stöðuleika. Og ég sé ekki annað en það komið og ekki verra, sem er svona bónusin í þessu, að ríki spara sér pening af því að það er minni útstreymi í vaxtabótum. Þannig að það er ekki verið að ríki spara sér líka pening, þannig að það er alltaf að hugsa hvernig getur við útbúið kerfi þannig að þessi minnst fjárútláti á ríkinu og að heimilin hafa það betra. Mér finnst þetta kerfi ekki í lagi að enga fyrirtæki, banki út í bæ, hvort þessi ríkiseigu hana getur grætt á verðbólgum og stjórna þessu sjálfur að valda þeim. Þetta er mikil breyting að hann er þá svona hugmyndum eitthvað sem er þá svona eðlilegi vextir og svo kemur verðbólga og Seðlabankinn hækkar vextina og þá hækkar vaxtabyrði þín og þú borgar meira en það sem kemur ofan á svona eitthvað sem ætti þyrfti að skilgreina sem venjulega vexti að það kemur til lækkunar á höfuðstólnum þínum en fær ekki inn sem hagnaður í bankana. Já, þarna minkar lausafjármagnið sem þú hefur líka sem er alltaf áætlun hjá Seðlabankann, annars er þú eyðir meiri peningum í því að borga niður lánið þitt? Nema í staðin fyrir að vera að finnast að það sé vera að stela peningina manni mánaðamótin. En það lækkar lánið þitt hjá bankanum, þannig að bankinu þá líklega aukið svigrúm til útlána en það er ekkert að setja þá bara meiri bindiskyldu á hann líklega eða hvað? Bankin alltaf fyrir að reka sitt umhverfi öruggara því að hann hefur náttúrulega ekki jafn mikið arðað þessu lengur. Hann er ekkert að fá jafn mikið út fyrir stýrivöxtum. Það heitir bara sögun og hann er bara að fá sína vexti sem hann semur við í upphafi. Hefur þú heyrt þessa hugmynd lagða fram af einhverjum öðrum? Hvergi. Nei. En ég er ekkert að segja sé ekki, ég er ekki að hlusta á alla, en ég er búin að vera að pæla í þessu mjög djúpt í 2 ár og ég bara get ekki fundið neitt í lagaskrá lögum sem að gera þetta erfitt fyrir að breyta þessu. Og þá skil ég ekki akkur færi þetta ekki eitthvað góður undirtekt. Ég meina þarna græði allir. Þú þetta leggja náttúrulega tillöguna fram til þess að fá undirtektir. Ég hef nú reynt að byrta þetta í fjölmiðlum og slíkt og annarkot er ég ekki bara mætt með þögn. Annarkot er fólk ekki að skilja þetta. Eða ég auðvitað náttúrulega er ekki eðlilegt að blöðin og slíkt sem að er að fá pening og kannski eru með hluthafa sem að eiga hinn þessu. En það breytir ekki máli. Ef þú ert efnamaður, þú átt alltaf fólk sem skuldar. Hvort það sé börnin, barnabörnin, frændiðin eða frængur og það. Þannig að akkur ekki leyfi við þessu ekki að verða og þannig að allir hafi það betra í landinu. Já. Þið finnst vera of mikið lagt á þá sem að eiga lítið og skulda?
Það er alltaf mikið lagt á skuldurum. Það er alltaf erfitt að eiga lítið. Og við sem komin út eitthvað tjóðabalk í því. Ég veit alveg hvernig það er að maður finnur 500 kall, það breytir muninu að maður hafi eitthvað aðeins meira. Ég hef alveg kynst þessu í lífinu, sko. Maður veit alveg hvernig það er að hringja í eitthvað sem maður þekki og fá lánaða pening til þess að hafa það út mánuðinn. Þannig ég er alveg búin að vera báðum einu á borðinu í þessu. Já. En það fá að spyrja það aðeins svona hvað þú kemur, en að því eru að nefna svona atriði sem þyrfti að laga í samfélaginu, að því að þú leggur áherslu á það er einhvern veginn stjórnkerfið er þannig að það er ekki alveg að virka fyrir okkur og þú nefnir orkumálin og þú nefnir fjármálin eða hvernig sko barátta við verðbólguna raunverulega grefur undan skuldurum. Má bjóða reitt í uppátt? Það má alltaf bjóða mér. Ég er alltaf tilbúin að hlusta á rök. Nei, ég vil að bjóða þær að nefna annað dæmi svona eitthvað sem er í samfélaginu okkar sem að mætti laga. Sem að fyrsta ríkisstjórn Eiríks myndi snúa sér að það. Ég hef nú nefnt landamærin opinberlega. Já. Nú er ég nú sjálfur uppalinn mikið í Bandaríkjunum sem krakki. Já. Þannig ég er nú ekkert á móti. Ertu ekki alveg upp á svona herbissum? Herbissum? Já, má heila segja, ég ætla nú að vera hermaður því ég var ungur, sem betur við snýrist með hugar í því. Ég hef nú alltaf haft meira áhuga að vera fjölskyldumaður eller nokkuð tíma hermaður. En þetta var náttúrulega spennandi umhverfið að alast upp í. Ég meina, mamma kynntist Áta upp á velli sem var Marine, langugleiði, og við fluttum til Kaliforníu og síðan flottuðu til Hawaii og ég bjó á herstöðu allan tímanum til ég bjó á Hawaii. Og þetta var bara ævintýri veröld, ég menn þarna var ég frá 7 til 10 ára aldurs, ég fer hérna 83 til 86 og það er endalega sögur og skemmtulegum ævintýrum og svona, ég hef alltaf hugsað mér, ég kannski ætti bara að gefa út barnabækur sem heitir Rikki Tikki, það því að gælinafnum heitir Rikki innan fjölskylduna, sko, sumraðin ekki allra, og hann hugsaði, herri, það er kannski best að þessi bassæ, sko, það hefði nörgulega margir svolítið gaman að þessu. Þarna var maður að kafi í sjónum og syndandi eftir álum og taka það og setja í fiskabúri heim með sér og maður klifrandi tré, maður var að fara á bönnuðsvæði og finna sprengjur og annað og koma heim með fullt af skotum og stjúpappi það náttúrulega rífur þetta af manni og segir mér ekki eiga þetta gangandi inn í gasklefa að gasæfingar og frekar að segja ekki klefa og verður vísa þessu út á hermánunum sem er þar inni með tárunum í hugunum þannig að það var mikið ævintýri að vera svona. Þú ætlar að tala landamærin. Já. Hvað viltu gera? Er það vandamál? Landamærin er náttúrulega vandamál. Við sjáum þetta. Það þarf enginn að fela það að þetta sé ekki vandamál. Það er náttúrulega frekar sérstakt að við getum verið búið hérna í norður í hafi og haft fullkomlega stjórn á öllum innflytjum sem koma hingað. Ég er ekki að segja að við hefum ekki hjálpað fólki. Við erum náttúrulega með samning við EES, þar sem eru 450 milljónir manna sem geta komið hingað við vilja. Já. Og sá sem skrifa undir svolítið samkomlega er ekki með þjóðarhag í hagsmunni, það er nokkuð ljóst. Þannig þú ert ekki hlynntur EES-samningnum? Ég skil ekki hver tilgangurinn að vera með eitthvað loftbrúinga bara svo fólk getur, labbað inn á milli landamæra að það sé ekki fyrirstaða. Ég er alveg ekki fatt á rökin í því, sko. Ég get alveg skilið þetta ef þú býr í meginlandinu, þess að lönd tengjast hvort annað. Það er ósköp skiljanlegt að þú viljir kannski hafa þetta meira opnara og hafa betri samkeppnisreglur milli aðala. En íslenskt atvinnulíf hefur eiginlega aðlagað sig að þessu að ég meina það er ekki bara ferðaþjónustan sem er kerð áfram að innflytjendum heldur byggingaiðnaðurinn fiskvinnsla fyrir löngu síðan. En það er náttúrulega stórmunur á innflytjanda og ólöglegum innflytjanda. Já, heldur að það er mikið ólöglegum innflytjanda? Við vitum alveg það er talsvert og ég hef náttúrulega komið minni vinnu að stöðum eins og þegar var upp á hálsi þegar voru ekki með fleiri hundruð kallmenn sitandi á rúmum hlið við hlið. Og ég skil vel, ég myndi gera þetta sjálfur í örvæntingunni, að reyna að finna mig betra líf þó ég eru rekin út eftir 2 ár, þá er betra að vera enn í 2 ár á kannski 20-faldi kaupi heldur en ég geti fengið annars þar. Fólk hefur alltaf rétt á þessu samkvæmt alþjóða samningum, við erum aðilar að flóttamanna sáttmálanum og okkur ber að taka við fólk sem kemur hingað í flótta undan til dæmis eins og okkur ber að veita aðstoð, okkur ber að hjálpa það sem við getum, okkur ber ekki að taka ótakmarkað að móti fólki. Það er svolítið miskilningur og við gerum betur með því að hafa stjórn á hlutunum. Það er rosalega kostnaðarsamt samt að hafa óstjórn á hlutunum eins og er núna. Það er mikil vinna hjá lögreglunni og útlendingasturinn að halda ávita. Síðan þarf kostnaðar við því þegar það er ákveðið að vísa fólki úr landi. Og þetta er ekki manneskjulegt að vera að vísa fólki úr landi sem er kannski búið að vera í langa tíma. Hvað viltu gera? Ég vil náttúrulega bara hafa stjórn á þessu, fólk getur sótt eða eins og hefur verið áður, þar sem Rauði krossin fóru kannski ákveðin svæði, við þekkjum alveg þegar Ungverjinu komu hingað og Víetnamennir og fleiri, þannig við kunnum alveg gera þetta með stjórn,
en það á ekki vera þannig að fólk getur bara hoppað upp í flugvélina og komið eða sýnist. Það er bara ekki að ganga upp og við getum gert meira með minni pening ef við höfum stjórnað þessu og þar með ekki verið að brjóta niður fólk heldur í leiðinni. Það er ekkert fallega gert að vera að vísa þessu fólki. Við erum skuldbundin af því að ef ég fer í flugvél og kem og lendi á Keflavíkurflugvelli og óska þar eftir hæli, þá erum við skuldbundin að taka þá umsókn fyrir. Við erum nú líka með mörg lönd í kring okkur sem hefur þann veginn að þú þarft að vera að koma með vísa til þessu áðurna fyrir bívélina. Við erum mörg farið þessi Bandaríkjanna. Þú ert farið út úr Schengen. Ef Schengen felst í því að hafa bara opin landamæri þá er ekki nokkuð spurning. Þú veist, það er eins og í Bretlandi að þau eru ekki í Schengen. Já, þeir hafa hætt þessu. En þeir eru náttúrulega búa líka nær meginlandinu, það eru auðveldra fyrir fólk að sigla þanga og koma sjóleiðina til þeirra. Þannig þetta er töluverðar breytingar, það er EES-samningurinn, þú ert ekki ánægð með hann, ekki Schengen. EES er náttúrulega margt alveg jákvætt í þessu og slíkt, en það sem ég hef talað opinberlega er það að ég vil fá slíta, fá undan þá í raun og veru, undan öllum ákvæðum sem snúast að beinni samkeppni. Við erum flest, eins og orkufyrirtækinu okkar er ekki beinni samkeppni við Evrópu. Þar með eigum við ekki að vera að lúta neinum orkusamkólum sem er í Evrópu. Þú sleppti að taka upp þessu orkupakka. Já, og síðan kemur eins og viðbóta námskeið á vörubílstjóra og ég meira prófshafa. Ég sjálfur með meira próf og ég get ekki gripið í einstaka sinnum lengur nema að fara þetta námskeið. Þetta kostar bara stórfé, en auðvitað ef að bílstjóru vilja keyra inn á Evrópu, þar sem þeir eru komnið þá í beinni samkeppni við evrópsku bílstjóra, þá verða þeir að fá það. En á meðan við erum Eyriki út í hafi og við erum ekki beinni samkeppni við þá eigum við að fá undan þá frá þessu. Og telur að Íslands stjórnvöld hafi ekki sinnt því að ég veit ekki hvernig vill orða það, verja svona sérstaka hagsmuni Íslands eða það að við erum ekki að taka hér upp þunglamalega löggjöf eða einhverja svona eins og með bílstjórana, það sem er lagt á bílstjórana að standa undir einhverjum kostnaði þegar það á ekkert við hérna á Íslandi því að þetta er til þess að mæta einhverju vanda þar sem að fólk er að keyra á milli landamæra í Evrópu en á ekkert við hérna að Íslands stjórnvöld hafi ekki gætt þess að vera ekki að taka upp íþyngjandi löggjöf án tilefnis. Það er nú þannig þegar þú gerir svona samninga, það er alltaf ákveðið það sem öll lönd fara eftir að byggja ákveðin undan þá hluti sem að eigi ekki við þeirra landi eða þeir ekki tilbúin að lúta og það virðist bara einhvern veginn vera að það er ekki verið að nýta sér þetta. Það er í mörgum tilfellum þá er ekkert stórmála byggja þetta. Það má ekki gleyma að við erum örríki, við erum engin ógn fyrir meginlandi en meginlandi er náttúrulega ógn fyrir okkur, það er mjög auðvelt fyrir þá að gleypa okkur upp á skömmu bragði en ekki öfugt. Þannig auðvitað þarf smá svona öryggi eins og við að gæta okkur og í þessu felst náttúrulega í því að lesa vel þessar samningar sem við erum að gera og byggjum þá undan þá það sem á við og ég náttúrulega, ég vil náttúrulega hafa hlutna þannig þessi einfaldir og í þessu er ég að gera einföldun með því að segja bara ofnbörlega öllu sem hlýtur að beinni samkeppni, þú veist, það eigum við að hljóta að en ekki því sem er óbeint. Við erum ekki beinni samkeppni. Við orkumálum og fleiri hlutum fleiri málum. Vörubílstjórinn okkar er ekki að keyra alla Evrópu. Það er ekki ágifið þannig að akkur eru við að taka þetta á okkur. Síðan er með marga aðra áætlun eins og kemur að fjármögnun heimilum og tómstundið þegar mörgum og ég var alveg til í að sjá að núna er rafbílavæðingin búin að vera sterk. Það var dreigja aðeins úr henni því að það var breytt reglunum. Já, en við skulum segja út frá rafbílunum þá hefur við myndað okkur nýtt kerfi í innheimtu gjalda og með þessi kerfi þá væri bara besta að við innleiðum þetta kerfi á alla bíla og tökum öll gjöld úr bensínu og allir olíugjöldum, dísilnum og bensínu þannig að fólk getur keypt það á bensínu bara með virðisaukaskatti þeim lágmarksskatti sem er að því. Þá er hagkvæmara fyrir mig að vera á bensínbíl heldur en á rafmagnsbíl. Það er ekki víst, við erum ekki svona fljótur að útreikna þetta, en þá er ég bara að meina það að álöðunar á bensínu farið inn á kílómetragjaldi eins og gert með rafbílana. En líka á rafbílana? Þeir sem vita ekki, það er kannski ekki allir hlustinni sem vita, þegar þú átt rafbíl í dag, þá slærið þið inn, þú mátt gera það mánaðarlega ef þú vilt, en mér skilst þetta sé einu sinni ári og þú svo er bara áætlun, þú slærið inn bara kílómetrastöðu bílsins og ræður ykkur, þú vilt hafa áætlun eða gefa út oftar út. Þú getur þess að lesa af bílniðunum oftar og tilkynnta og svo farið bara reikning fyrir það sem þú er búin að haka. Ef þetta kerfið komið til staðar, þá er að gera innleiða
Því það hefur verið rosalega brota á í raun og verið vegna smæðu okkar líklega. Það ekki til neitt sem heitir litað bensín. Þannig að ef þú ætlar að leika á snjósleðanum eða fjórulínu eða sláttorfunni eða hvaða bensín knúna tæki sveigum sem ansi mörg. Ég meina þetta kemur að fyrirtæki sem er að reka út kannski hvalaskoðunarbáta með utanborðsmótora sem eyða gríðarlega og þarna myndi þetta spara alveg gríðarlega á þessum fyrirtækjum að það er ekki verið eyða peningin í En er ekki hugmyndur að draga úr notkun á jarðefnaeldsneyti þannig að þetta myndi auka bara losun? Það er ekki núna næsta vetnið það er vetnið ánum víst að koma stertinn næst en þetta er náttúrulega markmiðið alltaf að minnka mengun en við erum líka að passa okkur að við erum ekki að hafa of mikið kostnað á fyrirtæki og fólkið í landinu. Þetta verður of mikið gert að því að leggja kostnað út af umhverfissjónarmiðum vegna þess að þú segir svo kemur vetnið þannig að þú hefur trúað því að þetta leysist kannski með tæknibreytingum frekar heldur en Þegar kemur að umhverfismálum þá er náttúrulega markmið okkar alltaf að reyna að minnka mengun til þess að við lifum í betri umhverfi en það vill nú til að það sé rosalega oft þannig að það er koma ákveðna stefnir í þessu umhverfismálum sem reyna svo ekki jafn góðar og ætla var og þetta við tökum svolítið ef við viljum kalla þetta tískubylgjur en við hefum bara að þróa okkur áfram og minnka mengunna en við erum að passa okkur að gangi ekki ofsa í þessu reglugerum og öðru að geta sér gert rétt. Ég meina dísilvélin í dag er orðin að verða úrælt og bara þetta því að það er mengunarbúnaður sem tengir sér. Vélan er enda styttra. Það er átaki í Bandaríkjunum núna hjá sem sagt að bifvéla hvað er þetta þessi alltaf eitthvað svona viðgerðarsamtum hvort þessi mótor endurbyggingum og því sem er að sjá sem sagt skaðvaldan af aðgerðum sem það þar sem vélanir er að draga inn sót aftur í sógrinni sínu og endast á styttra. Það er ekki mjög umhverfisvænt og þetta fara að framlega mótor helmingi oftar heldur en þurfti að gera áður. Þannig ég meina við erum að þróast og þetta á alltaf að fara að jákvæðri átt. Eiríkur, þeir eru hlustaði á, virkar á mig svona, hvað það myndi ekki heita, svona sjálfstæðu maður sem að hugsa sitt. Þú með svona lausnir, einhverjum tilfellinu staðist að hafa verið að hugsa eitthvað í 2 ár. Þú kemur svona inn í forstaframbóðið, það eiginlega veit ekki af þér, allt í ekki byrtist og þetta. Myndur þú segja að þú væri með svona eitthvað svona bakland eða félaga í baráttunni eða ertu bara þannig að þú hugsa þitt, kemur fram með ykkur að lausn og leggur hana fram? Það er svona til einföldunum mátt segja já. Það er nú ekki svoleiðis. Ég er hins vegar alltaf þannig að ef ég ætla að gera eitthvað þá ég standa mér eigin fótum í því. Ég er ekki mikið hrifinn að eiga að fólki eitthvað greiða inn í hjá mér eða eitthvað slíkt. Ég meina, ég hef alveg fengið eitthvað smá hjálp við þetta en það er ekki stórkostlegt. En svona hugmyndið þínar, tekur þú þátt í einhverju, er það með þetta gegnum einhverja kaffistofu? Ég hef nú ákveðið það að á sín tíma þá ætlaði ég ekkert að byrja neitt í stjórnmálum eða opinberjun fyrir en ég var 50 og ég er nú að vera 48 ára á þess ári. Ástæðan fyrir því var nú einfallega bara svo ég geti klárað að ala upp börnin mín upp á grunnskóla. En yngsta barni, hann sagði að þetta var nú bara alltaf upp á mig. Hann er að klára 8. bekkin núna og hitt grunnskólabarnið er að klára núna 10. bekkin. Þannig að þetta er svona innan skekkjumarka og það er nú stærsta ástæðan fyrir hann að ég er svona meira látt bera á mér. En segðu mér, hver er fjölskyldan þín? Herri, ég á sem sagt 4 börn með einni konu og ég er fráskilinn og ég er búin að vera með börnin mín í 2 vikna skiptingar frá því að ég skildi svona nánast innan skekkjumarka. 2 vikna? Já, þannig ég er með börnin í 2 vikur og hún er með 2 vikur. Og börnin ganga á milli eins og það sýnist og komið svona ágætis fyrirkomulaðis í dag. Þannig að það er svona sátt búið myndast, það var ekki sátt í byrjun og mörg vandamál sem þetta takast á og nú er það allt lokið og ég held að við lifum bara bæði í nokkuð góð sátt foreldrarnir og börnin þar með líka. Og það gengum bara vel og ég meina elsta barnið mitt 24 ára og hún er núna í skóla og er að klára það og ætla sér ekki enga meina að fara að búa á Bessastöðum. Ekki það sé eitthvað að Bessastöðum, það er bara hún ennir ekki að taka strætó fyrir Bessastöðum í skóla, það er auðveldra frá því. Ég veit ekki hvort að strætó gangi upp á Bessastöðum, ég veit ekki hvað er næsta stoppastöð. Já, þetta er ekki hannað þarna við að fólk séu í strætó þannig held ég. Nei, það er nú mörg hverfi, samgöngunni er náttúrulega, almenningssamgöngunni er náttúrulega oft á vörum fólks. Ég á nú dreng sem æfi mikið handbolta og körfubolta og karate og hann er að fara núna lendi í því að það verður sameining á milli félaga hjá honum næsta vetur. Ég er ekki alveg átt á með hvernig þessi sameining á að ganga upp og það er klukkutími á milli í strætó. Það er bara ætlast til þess að foreldrar varna. Auðvitað verður æfingarnar skiptar á milli
þessari hverfa sem að saminast, en þetta ekki ganga upp nema samgöngunni sé í lagi. En þú ólst upp meðal annars í Bandaríkjunum á herstöðum, en þú ert vakti náttúrulega mesta athygli fyrir, hvað langt síðan að þetta í sjóslýsinu? Það var sem að það voru 12 ár síðan. 12 ár síðan. 25. janúar 2012. Já, og það náttúrulega, viðtal við þig líklega með því sögurasta sem hefur gerst í íslensku sjónvarpi, sem var ekki Sigmar sem spurði einnar spurningar? Já, nú svolítið svo ósanngjarnt alltaf að leggja svona Sigmar, en hann stóð sér mjög vel kallinn. Það var hann fekk velum fyrir þetta viðtal, fyrir að hafa ekki tekið orðið aftur. En velunin felist nú líka í því að hann náði mig til vitals. Hann náði vitalinu. En þetta var magnað á að horfa og ég hef stundum velt þessu fyrir mér, sko, hvað var þetta? Því að ég man ekki hvað talaruðu lengi í klukkutíma og 20 mínútur. Þetta var 84 mínútur. 84 mínútur. Svar veitir spurningu. Já. Og þú rekur þetta af einhverju, sko, ótrúlegri nákvæmni, eiginlega alla sjóferðina og alveg þangað til að þú ert eiginlega komin í Örugahöfn eftir að hafa verið eiginlega bara í flotgalanöðunum, einhvers staðar út í Reginhafi klukkutími saman, raunverulega við aðstæða sem eiginlega fárlegt að vonast eftir björgun. Það nú svona svipað með björgunum minni og fórstaframbóði á mér. Ég lifi í vonni. Það bara svoleiðis. Ég á ekki peninga til þess að auglýsa mig og slikt. En það alltaf eitthvað von. En þessi, og það sem ég velt fyrir mér, sko, að því að viðtalið svo stuttu eftir þetta gerist, sko. Hvort að það hefur raunverulega verið búið að, sko, settlast inn í því hvað þetta raunverulega var, því að þetta var alveg ótrúlega nákvæmni í aldrei frásögn. Það varst, sumulit varstu svo lýsa þess að væri svona pínuliti fyrir utan atburðarins. Þá sem að segja söguna, að maður á erfiðleikum með að tengja hann við að hann sé sögu persónan, sko, sögumadurinn og sögu persónan, vegna þess að sögu persónan að gangi gegnum svo hryllilega stöðu, en sá sem að segja söguna alveg bara ískaldur í frásögninni, segir alveg hvert einasta atriði. Sko, þegar þú vart að segja frá svona atburði sem svona nærri hjarta, þá rosalega erfitt að lendi í því að vera stoppaður. Og ég bað það að ég ekki stoppaður. Það svo erfitt að koma sér aftur á strik. Og það sem veldi þess að þetta gekk svona þakkilega vel upp var það að ég ákvaða að bara náttúrulega enga skyldu til þess en eitt slíkt, en ég ákvaða það fljótlega eftir ég kom heim. Og þú veist náttúrulega erlendisverði var strax við fjölmálafórir og það var svona ákveðin aðgerðir að komast fram í á því öllu og ég vildi ekki koma fram í neinu svona stuttum viðtölum með neitt slíkt. Og eins og það var nú hálfgeir paparassar fyrir utan heimili mitt á tímabili áður en ég kom heim, sem betur fyrir ekki þegar ég var komin heim. En það sem líka aðalatriði í þessu það að það fólk sem í sárum, mikið af vinum sem vilja fá svör og þjóð sem vil náttúrulega vita hvað hefði gerst. Þannig ég tók mig dag aðna, númer 1 og mér fannst ég bera skyldu til þess að hitta alla fjölskyldunar að þeim loknu. Þannig þetta voru 3 fjölskyldur og ég fór á einum degi og byrjaði að fara heim til fjölskyldans Magga, skýrstjóra. Svo fór ég heim til ekki hans skýrsla og hitti þar 2 eða 3 til viðbútar og endaði svo seint með fjölskyldans Einars Velstjóra sem var kennari í Vilskólanum. Og hann var náttúrulega sá sem ég var búin að þekkja mest í þessu og svo Magga og kynnti skýrsla nú bara í þessari ferð. En ég var alveg fram 2-3 nóttina í þessu og byrjaði fyrir partasins. Þannig að þetta var mikil átök að hitta alltaf fólk og sjá eindina sem fólk var í. Sumir áttu náttúrulega áföllir fara svona misjafnlega í okkur og það voru sumir sem maður sá áttu mjög bátt. Þannig að maður fann mikið til með þessu fólki. Og ég hugsaði mig hvernig get ég létta á þessu fólki með þessu. Og það var einfallega með því að hugsaði mig fara til viðtals. Og af þeim fjölmiðlum sem ég sá kom til greina þar, þá gæti ég bara séð fyrir mig RÚV vegna ákveðna hluta sem hafði gerst framöndaði þessu sem skulum ekki ræða djúpt í. En þá fekk ég Sigmar heim til mín í heimsókn og við ræddum saman. Og ég sagði hann að þetta myndi líklega taka svona kannski 1,5 tíma. Og það svona miðað hvernig ég sagði frá fjölskyldunum. En fjölskylduna fengu þetta náttúrulega meira beint að sínum ættingja. Þann sem þau mistu.
Þannig þú varst búin að segja söguna við þau, það svona hlutanir. Þannig að maður eiginlega óbeint segja að ég hef búin að æfa þetta lítið fyrir með því að hafa hitt fjölskyldunar og síðan alltaf laði sig bara djúpt hugsi og vildi ekki að vera að láta tröfla mig mikið á meðan ég var að undirbúa mig fyrir þetta og einbeitti mig bara þessu og þetta var árangurinn að því. Þannig að þetta var númer 1, 2 og 3 til þess að reyna að leta á þá sem í kringu og kaupa frið fyrir þeim. En eins og með fóstaframbúð, þú ert að kasta það fyrir alltjóð með þessu, en það er nú sjaldan sem eitthvað neikvægt hefur komið út úr þessu viðtali. Þetta reynslega, þú ætti náttúrulega ekki að vera á lífi. Nei, það er bara þannig. Alla líkur, við nefndum líkur á þann. Já, eins og ég sagði, ég skipstjórnarmenntaður. Það er eiginlega ævintýralegt að þér hafi verið bjargað, sko. Fólk verið átt að sjá því, svona einfaldsleginn sem fólk verið átt að á þessu er að fara niður á Austurvelli, standa ára og horfa á blokkina kringu því. Ég held að hæðin og blokkan þar í kringu 15-16 metrar þess að hæstu. Meðalöldu hæð þarna var 20 metrar, ágiskað frá björgunaraðalum sem komum björgum mér. Og það er meðalöldu hæð og meðalöldu hæð miðast við stöðu sjávarhæðar. Síðan kemur ölduhæðin upp og svo er öldudalurinn og svo kemur öldudalurinn sem getur verið 70% af hinnu og þá hafa við líka minni öldur og við fannum stærri öldur þannig að þú getur rétt ímyndað að með öldudali og upp á topp á öldu þá ertu kannski að tala 65 metra í vestu tilvöldu. Hallgrímskirkju plús eða ekki? Ég getur bara sagt það bara svona ávið Hallgrímskirkju. Og þú einn bara í bara floti? Já, það er náttúrulega þegar ég gæti ekki fundið Magga aftur. Ég var náttúrulega, þess að ég lendið, hann náttúrulega kemur að þetta er náttúrulega fyrst Einar. Hann drukknar líklega og fjölskyldan hann fannst það ekki, það kom þeim ekki óvart, hann hafði fljótur að drukkna út af því að hann gæti ekki loka munnunum almennilega eftir því að hann lendi í slysi upp í Vélskóla. Þar sem hann fekk starfslá í sig frá einni vélarna sem er ræst svona handvirt. Þannig að hann var mjög illa farinn að því í munnum og drakk alltaf kaffi sitt úr mjóum glösum, gat ekki verið í breiðum bollum og síðan hann fyrir Gísli næst og þeir voru náttúrulega báðir ekki í göllum og síðan fór Maggi síðast en áður en að koma því að Maggi fór þá voru náttúrulega bara tveir og hann var að reyna að reka mig í bátinn og þetta björgunarbátinn var að reka í burtu frá okkur og þá fann ég 2 olíubrúsa og eitt sem var splungunýr og annað sem var hálffullur eða eitthvað og ég opnaði þá og sturtaði allir olíinu út og lokaði til þess að hafa eitthvað svona til að halda í. Það var nú sagt að ég hef verið vona á einhverju olíutunni. Það er nú ekki rétt. Það færi nú svolítið orka að reyna að halda þessu upp á einhverju tunni í þessu veðri. En allavega þú hefur eitthvað sem haldi. Það veit ég alveg. Það er meira svona flott. Já og líka bara öryggi. Þú veist þú heldur eitthvað, finnst það. En svo það er alltaf komið brotsjór þarna. Það myndast þessi risa öldaðir og það kemur brotsjórinn alltaf þegar aldan hringir sig upp og lemur svo í því og ég er að lenda náttúrulega stöðugt í þessu þessna erum við alltaf að kastast af björgunarbátunum fram að þessu við vorum alltaf að lenda í það og kom brotsjór og svo kastuðist af en við gátum bara að vera vona á björgunarbátunum þegar það var rifin botni innan þannig að það var ekki tækt að vera innan í hann en sem betur verið í svona aðstæðum þá er ekkit gott að vera innan í björgunarbáti þegar þú kastast bara á hvoran annan inn í bátnum. En allavega þá fer það þannig að kemur rosalega brotsjór ofan á mig. Og þá er Maggi búin að reka mig átt að bátnum og ég er í tókstreyti hvort ég er að fara í bátinn eða hvort ég er að fara vera bara í honum. Þannig ég er nær honum og báturinn er alltaf bara að fara lengra og lengra og ég er bara ekki sjá fyrir mig að ég vilji fara frá honum sko. Og svo kemur þessi brotsjór og ég man vel eftir þessu að þegar ég var, ég er að halda hérna 20 lítra brúsa og ég er samt að fara niður. Þetta er 20 kíló af lyftikraftur pluss það sem er í gallanum mínum og þetta er ekki að duga til þess að halda mig uppi. Þannig ég er bara að fara niður og það vill nú til ég er náttúrulega búin að kafa mikið og slíkt. Þannig að sjóumhverfi er ekkert, að vera ofan í vatni er ekkert eitthvað frábrugðið frá mér. Ég er einnig líka teknikauðnarkennari og búin að ganga til námskeiði í þessu sem eru mjög ítarleg og löng sem það svo er krefst mikið aga. Þannig að ég held mig bara alltaf rólegum þegar brotsjórinn kom. Það eina sem ég gerði vilt var að setja hendur fyrir höfuðið ef við skildi verið eitthvað brak í sjónum frá skipinu. En í þetta skiptið þá er krafturinn það mikil að ég næði ekki að halda brúsanum lengur. Og ég sleppi honum og svo þegar ég kemur eftir yfirborð og þá sá ég aldrei Magga aftur. Þannig mig grunar að hann hefur farist bara í þessu sömu brotöldu.
og þegar þú meðundurlaus í svona galla þá flýtur púðin aftan á og þú bakið er uppi og þú bara marrar undir, þannig að það er svo erfitt fyrir að sjá sérstaklega að koma rökkur aðna, en ég var alltaf að horfa eftir honum og leita á honum, ég sá hann aldrei aftur eftir þetta sko. Hvað þessi reynsla, hvað breyttu þér? Ert þú annar eftir þetta? Alla lífsreysur breytast náttúrulega manni. Þetta er svo mikil reynsla að raunverulega gengur í gegnum sko mikla raunir og svo má líka horfa að það þeir eiginlega gefið líf aftur. Já, það er það. Það er fæðan að taki var í lífinu. Já. Ég hef nú alltaf kunnað að meta lífið, þannig að því leiti var það ekki mikil breyting að því síðan. En þarna kemur náttúrulega nýtt umhverfi hjá mér að fólk er að veita að horfa mikið á mann og slíkt. Þarna maður sumir sem kalla þetta frægð, ég segi að maður er þekktur, maður er frægð þegar þú leitast eftir því, en þú þekktur þegar þú ert ekki að leitast eftir því. Það er allavega minn skilgreining á því. Og þarna náttúrulega kemur að því að mikið af fólk er að spyrja mann alltaf spurningu og veita athygli, en sem betur var aldrei mikið á djúpum spurningum. Það fekk nú stundum eitthvað svona sem var hálfskömmuslegt að vera að spyrja manni að það, en ég tekur svona vel vild, maður veit að fólk meinar ekkert illa oftast með þessu. Þannig að þetta er svona öðruvísingur að vera eitthvað þekkt manneskja og fólk er að hóra mikið á mann og leita þess. En þessi reynsla, heldur að hún sé eitthvað í henni sem að veldur því að þú býður fram til forseta? Ég er nú búin að vera að hugsa til fórstans löngu fyrir þann tíma. Jú, þú síðan hvernig er það? Það er náttúrulega, mér hef alltaf langað að, eins og ég segi, ég er alltaf að hugsa hvernig get ég bætt hlutina. Ég meina, allt mitt líf hef ég unni við að finna ráð við vandamálum. Já. Ég meina, ég er búin að vinna mest náttúrulega í viðhaldi og slíku í minn lífi og tækninbúnaðurinn getur verið hansi flókin oft og þá varum alltaf að reyna að finna lausna hvernig er að gera hlutina. Það er lengi langað til þess að gera við íslenskt samfélag. Það má heila orða það þannig, en ekki samfélagi sjálf kannski en lagaði stjórnkerfi þess. Maður á ekki að breyta þess. Sem er bilað. Við erum mjög fjölbreytt þjóð og í hugsun og hvernig við háttum okkur og það er bara frábært að hafa það svoleiðis og ég myndi ekki vilja hafa neina aðra leið. Ég er persónulega kannski ekki sammála mörgum sem margir gera, en það er þitt að vilja það og ég stend algjörlega undir því að passa að það sé ekki brotið á þínu rétti. Þannig að stjórnarskráin á alltaf verið að minni hlutan, það sé ekki ágengin. Þessna er ég mjög passasamur í því að þegar fólk vil hafa þjóðaratkvæðagreiðslur, að virðistur sem vilja bara hafa þjóðaratkvæðagreiðslur við erum að reyna að velja okkur hæft fólk og ég skil að fólk vil hafa þjóðaratkvæðagreiðslur meira af því leiti að hvernig það er stjórnað í landinu. Þannig að þá erum við fann að taka stjórnvöldin frá ráðamönnum sem við erum að kjósa og setja það í hendur kjósenda bara. Þannig að þá fyrir þetta að vera svona tvöfalt kerfi. En það sem er hættulegast við þjóðaratkvæðagreiðslurnar er það ef við erum að fara að greiða atkvæði yfir einhverju sem við ætlum að ákvæða hvernig þessi minni hluti eigi að vera. Það er hluti sem ég myndi aldrei vilja sjá í þjóðaratkvæðagreiðslum. Og við vitum að það sem okkur finnst í dag er kannski ekki það sem okkur finnst þetta 5 ár eða 10 ár. Við getum tekið rétt af minni hluta. Já, og þetta er svolítið hættulegt. Þess vegna má alls ekki vera að setja þetta í einhverju föstu prósentum eða slíkt. Ef við erum með góðan forseta, að hann hlusta vel á þjóðinu sína, þá verður hann alltaf lög sem er að fara gegn vilja þjóðunar stoppuð. Nú eru, já við getum sagt, tæpar 4 vikur til kosningar. Svo hefur þann tíma til þess að rífaði upp í fylgi, boða erindið þitt. Hvernig verða næstu vikur þér? Herru, ég er svona eins og í öll í lífinu, við leiðum þessu bara spila sig áfram og núna er ég náttúrulega að reyna að gera mína fyrstu frumrun að búi til einhver einfalda vefsíðu sem kom einhver boðskapið þar að. Ég er náttúrulega Það er alltaf að útskýra margt í að mörguleit er þú með svona afgerandi erindi og ólíkt öðrum, þannig að þú þarft að útskýra líklega meira heldur en... Við erum nú nokkri frambjóðendur sem segja líka að þingmenn eigi ekki að vera ráðherrar, svona til einföldunar, en við erum alltaf kannski með öðruvísi sjónarmið á að í hvernig fórstinn eigi að standa því, en það hlýtur við segja sér sjálft ef að þingmenn eigi ekki að vera ráðherrar, þá náttúrulega út af því að fórstinn er að reyna að velja þar inn. Og fá náttúrulega ráð þjóð hinnum og þessum og að hann velur í því. Ég vil meina að fórstinn náttúrulega standa til þess að vera lýðræði, það því að hann er ekki alltaf að taka innvalda ákvarðanir, en auðvitað verður það þannig að öllum ráðum og einhver sem stjórna það endar alltaf einhver þarf að taka ákvarðan. En lýðræði felst í því að við getum losa okkur við það ef okkur líkar á ekki. Og þú er tilbúin að vera þessi eini sem tekur ákvarðan? Já, þessna er ég hérna. Það er nú mikið að vera að koma hérna og standi að hitta mikið af fólki og réttláta að hverju maður getur verið góður forseti. Ég held að númer 1 og þú getur verið góða fast þetta ég hef þau rök og innsæði sem þarf til þess og dómgreind
til þess að hlusta á þjóðuna og passa það upp á að það sé gætt. Eiríkur, gangið vel í þessu verkefni og aftur, takk fyrir að bjóða fram. Takk fyrir. Já, þetta eru lokin á rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Eiríki og öllum gestunum sem að hinga að koma að ræða landsins gagn og nauðsynjar, eins og sagt er. Þakka Birni Þorláks kærlega fyrir aðstúðuna hér fremst í þættinum og þeim Pétri Fjellsteð og Laufeyju Líndal Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég helst af öllu, áhorfendur og áheyrendur kærlega fyrir, þið eru galdurinn sem að breytir þessu spjalli okkar í fjölmiðlum. Þið getið hjálpað okkur við að byggja upp samstöðuna með að segja vinum og vandamönnum frá efni sem að ykkur líkar hér og þá kannski kíkir fólk á þetta og við það stækkar dreifikerfi okkar. Þið getið sagt frá því að við erum á Facebook undir nafni samstöðunar, á YouTube undir nafni samstöðunar, á öllum hlaðarsveitum undir nafni samstöðunar og einstakra þátta hér á samstöðinni. Við erum í útvarpinu á 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu sem næri upp á Snæfellsnes og langt upp í Borgarfjörðu upp á litlu kaffistofu út á Reykjanestá. En þær útvarpsendingar má líka sækja á spilarann, það er spilari.is á netinu og spilari líka app sem má hlaða niður í símann og hlusta á samstöðina og reyndar allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum, það sem er net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem eru svo lukkuleg að fá sjónvarpið sitt frá símanum, fjarskiptafyrirtækinu símanum, þar eru númer 5 á fjarstýringunni, þar er boðið upp á 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðunar. Kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki líka bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni ef ekki og þá skulum við bara skipta yfir í síman. Mér skilst þetta sé meira og minna sama þjónustan sem að fólk er að senda. Munurinn er sá að sumir fá samstöðuna en aðrir ekki. Þið sem að vilji taka þátt í að gera samstöðuna öflugum fjölmiðli og umræðu vettvangi í íslensku samfélagi getið gerst áskrifendur. Þá farið inn á samstöðin.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þar getið skráð ykkur fyrir 2.500 krónur sem er grunn áskriftin, þið megi borga meira því viljið og þið sem að kjósið getið látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Hugmyndin er svo að við byggjum hér upp í sameiningu öflugan umræðu vettvang og fjölmiðil sem er í eigu áhorfenda, áheyrenda og lesenda. Ég hveti ykkur til að íhuga þetta og ykkur sem hafi kannski fyrir löngu ákveðið að slást í hópinn og verða hluta af áskrifundum samstöðunar að kýla á það, láta verða að því það hjálpar okkur til þess að taka ákvörðunum næstu skref því að í samstöðinni eru miklar væntingar og vonir að geta boðið upp á öflugri og fjölbreytilegri dagskrá og fleiri þætti hér á samstöðinni og svo sem líka á heimasíðu okkar samstöðum.is. En þetta eru lokin í kvöld, ég verð hér næst á morgun klukkan 8, þá verður hér rauðaborðið með allt öðru efni en ekki síður áhugaverðu. Góða nótt. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.